Já, velkomin að Rauða borðinu á 50-dagskvöldi. Það margt í boði í kvöld eins og öll kvöld hér á samstöðinni. Hérna aftast í þættinum að þá ætla ég að fara til Íran í fylgd með honum Kjartani Orra Þórsinni sem er mikill Írans sérfræðingur, hann komið hingað áður. Tilefnið náttúrulega árásir Íran á Ísrael en ekki síður kannski viðbrögð vesturveldana. Nú verið að herða á viðskiptaþingunum gagnvart Íran. Ég ætla aðeins að fá hann Kjartan til að segja mér frá hver er svona stjórnmálastaðan inn í Íran, hvort það sé vona okkur breytingu þar, hvernig þeir upplifa stöðu sína í heiminum, hvernig þeir upplifa sína svona öryggishagsmuni og hvort að þessi vilji þar til þess að leiðast inn í einhver stríðsátök í Miðausturlöndum. Við ætlum að horfa á átökin í Miðausturlöndum frá sjónarhóli Írana í kvöld hér í lok þáttarins. Hann Björn Þorláks færi hérna heimsókn á eftir. Hún kemur hingað Dóra Guðrún Guðmundsdóttir sem að sér lýðheilsumál hjá landlæknisembættinu. Þau ætla að tala brennivín, kannski brennivín í búðir. Það er að koma fram alltaf nýjar og nýjar rannsóknir sem sýna að brennivín er stór skaðlegt, ekki bara að fólk verði fullt og vitlaust af því og geti drukkið í sig alkohólisma, heldur brennivín líka og áfengi krabbameinsvaldandi og er hættuleg vara. En á sama tíma er alltaf umræða annars slagið að hér verði að auka aðgengið áfengi og setja brennivín í búði. Því kannist við þetta er klassískt deilumál í íslenskri pólitík, poppar upp á furðulustu stöðum. En alltaf áhugavert og við höfum tekið eftir því hérna á samstöðinni að fólk hefur mikinn áhuga á áfengismálum og þau ætla að skemmta ykkur með þeim. Björn Þorláks og Dóra Guðrún hér á eftir. Það er smá þema hérna í fyrirhluta þáttarins. Við vorum með þema svolítið lýðræði í gær og núna erum við með svona efnahags- og fjármála þema. Hérna fyrst þá kemur hann til mín Gunnar Jakobsson sem var að segja af sér sem var seðlabankastjóri, sá fjármála stöðuleika þar í bankanum. Það er gaman að fá hann hingað á þessu tímamótum. Hann er að fara til starfa í ítölsku banka í Mílanó. En ég ætla svona að ræða við hann hérna ýmislegt tengt Seðlabankanum. Hann hefur setið þar í öllu nefndum, meðal annars í þeirri nefnd sem ákveður vaxtastigið okkar. Þannig ég býst við að ég ræði við hann vaxtastigið en líka fjármálastöðuleika, ógnagróða bankana, greiðslumiðlun sem að hefur nú verið rætt í þjóðaröryggisráði að það sé hættulegt að greiðslumiðlun er meira og minna komin í hendurnar á erlendu fyrirtækjum. Það er líka hugmyndur það að Seðlabankinn geti gert þetta bæði öruggara og ódýrara og það er vinna sem að Gunnar hefur að mörgu leyti leitt. Ég ætla að tala við það og í framhald af því kemur hann góðkunningi þáttarins Ásgeir Brynjar Torfason og ég ætla að tala við hann fjármálaáætlun sem að nýr fjármálaráðherra var að kynna í gær, Sigurður Ingi Jóhannsson. Það er fjármálaáætlun til næstu 5 ára eða svo og það sem er sláandi kannski í henni er að það á ekkert að stoppa upp í gatið á ríkissjóði. Þá er eitthvað ríkissjóð með halla áfram í verðbólgu og í þenslu sem er undarleg ákvörðun. Ég ætla að ræða við Ásgeir Brynjar fjármálaáætlunina og kannski svolítið svona sjónamið sem eru ríkjandi hér á Íslandi efnahagsmál sem að verða undarlegri í samhengi við hvernig er rætt efnahagsmál í öðru löndum. Það er eins og það hafi ekki borist til Íslands þau tíðindi að nýfrjálshyggjan er dauð og er stórhættuleg stefna að nota og fólk ætti að varast. Það er svona fólk átt að segja á því alls þar í heiminum en það er eins og póstskipið hafi sokkið á leiðinni og ekki komist. Þetta er prógramið sem við bjóðum upp á í kvöld. Það er Íran, íslamskt lýðveldi, það er brennivín og það er fjármálalífið og það er ríkisfjármálin. En áður en að við förum í viðtöl dagsins að þá ætla ég að minna ykkur á að samstöðin er hérna samstarfsverkefni okkar sem erum að búa til þætti, bæði hérna megin myndavélarnar og hinum megin og gestana sem hingað komað og búa til hérna umræðu og hún verður að lífi með því að þið eru að hlusta eða horfa og þið getið verið virkari þáttakendur ef þið viljið með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar hér á samstöðinni, segja að við séum á Facebook og YouTube, öllum hlaðvarpsveitum, við erum í útvarpinu og við erum í sjónvarpinu hjá þeim sem að fá sjónvarpið sitt frá símanum. Og þið getið líka verið, ef við ykkur líkar samstöðin og teljið að vera mikilvægt fyrir íslenskt samfélag að byggja upp svona vettvang, umræðu vettvang, að þá getið þið gert áskrifundur og lagt lið með
til dæmis 2.500 krónum á mánuði sem grunnáskriftun okkar, þeim megi borga meira þið viljið. Því farið þá inn á samstöðum.is, það hnappur sem ástendur áskrift og þá getið skráð ykkur sem áskrifendur. Og því sem að kjósið getið látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta fjölmiðill í eigu ykkar, áhorfanda, áheyrenda og lesenda. Fyrir 2.500 krónur á mánuði getið þið fengið allt efni sem við búum til en líka 8 fjölmiðil í félagi með öðru fólki. Pæliði því. En ég ætla ekki að hafa þessa tölu lengri, hérna kemur smá hlé til þess að skjóta inn auglýsingum en síðan hefjum við spennandi umræðu kvöldsins. Hvernig getur við réttlætt að 60% Eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag, barátta fyrir betra lífi. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, nú ætlum við að ræða Seðlabankann og hingað kominn Gunnar Jakobsson sem að kalla varaseðlabankastjóri. Ertu seðlabankastjóri í fjármálastöðugleika? Hvernig eru titlandir? Já, sko, það eftir að fjármálaeftirlit og seðlabanki voru sameinuð í eina stofnun 2020 að þá einn seðlabankastjóri og 3 varaseðlabankastjórar. Það var alltaf aðstoðar seðlabankastjóri sem var þá í gamla seðlabankanum með peningastefnuna og núna varaseðlabankastjóri peningastefnu, Rannveig Sigurðardóttir. Og svo kom inn með fjármálaeftirlitinu forstjóri fjármálaeftirlit sem var þá varaseðlabankastjóri fjármálaeftirlits og til þess að koma með svona eitthvað lím inn í þessa nýju stofnun þá var ákveðið að búa til 3. stoðina því að það hefði verið þannig að það var bæði fjármálastöðugleika var sinnt í fjármálaeftirliti og í seðlabankanum og þar voru oft tekist á milli stofnana að búa þá til stöðuna varaseðlabankastjóri fjármálastöðugleika sem að ég sit í öllum nefndunum þannig að ég í fjármálaeftirlitsnefnd það sem tekist á verið að ræða ef að fjármálafyrirtæki fara út af sporinu og hvernig ég að taka á því og síðan sitt ég líka í peningastefnu nefnd, þannig að ég svona spanna og eftir að pína okkur með vaxtahækkunum. Já, ég að reyna að ná tökum á verðbólgunni. Þú ert að hætta? Ég að hætta, já, það rétt. Og það þá því að ég býst við að þú hafi verið spurður að því hvort að þú værir óánægður með bankann og værir að rjúka burt vegna þess að þú hafi greitt öðruvísi atkvæði í peningastefnu nefnd. Það ekki svo. Það nefnilega uppbygging peningastefnunefndar þannig að það eru 5 meðlimir og það þyrfti bara einn ef það væri ekki gert ráð fyrir því að fólk skiptist á skoðunum og mögulega kæmi með annan vinkil á það sem þarf verið að ræða. Ég varaseðlabankastjóri fjármálastöðugleika. Þegar þú ert að velta fyrir þér vaxtastiginu, vaxtastigið auðvitað kælir hagkerfið en ef það kælir hagkerfið of hratt þá gætur lent í því að búa til óstöðuleika í fjármálakerfinu því að þá mögulega verða fyrirtækin og heimilin fyrir búsifjum þar sem þau geta ekki staðið í skilum og þannig að maður verður svona að skoða þetta frá öllum hliðum. Það var hins vegar kannski ekkit aðal ástæðan fyrir því að ég var að greiða atkvæði með vaxtalækkun núna á síðustu 2 fundum heldur meira ef ég horfi á gögnin og auðvitað það þannig að þegar 5 aðilar með mismunandi bakgrunn og mismunandi reynslu meta gögnin og þetta svolítið eins og mósaíkmynd. Þú ert með búa til mósaíkmynd og þú ert ekki með allar flísarnar. Þetta ekki frekar bara eins og spákúla því að þið eru að reyna að meta þróun verðbólgunnar í framtíðinni? Það er of seint að hækka vexti út á gamalli verðbólgu. Þið eru að vera að meta hvernig verðbólgan verður í vor. Já, ég myndi ekki segja þetta þessi spákúla því að við erum með hellingagögnum og við erum með reynsluna, við erum með fortíðina og oft það þannig að það er þetta að læra af fortíðinni en hins vegar þetta alveg rétt hjá þér að við erum ekki með heildarmyndina. Þú veist, við vitum oft ekki hver, eins og við höfum bara séð núna nýlega, það sem hagvöxtur var 9% 2022 en ekki 7%, svo í námyndi tölur og þannig að þetta ekkit allýtt og þetta ekki raunvísindi, þetta eru félagsvísindi. Þetta ekki reiknistæmi, heldur þetta verið að taka saman mismunandi forsendur og gögn og síðan að leggja mat á það og í mínum huga bara alþekkt að það tekur
eins og bara grein eftir aðalhagfræðing Seðlabankans og fleiri erlendis að það tekur 18 til 24 mánuði fyrir vaxtahækkanir að miðlast út í kerfið. Þar er þetta að vera töluvert púður eftir að koma fram. Það mitt mat, en þarna getur okkur greint á hvað komið fram að því að það eru tvær hliðar, það eru raunverulegu áhrif, þar sé að þegar að hækka vextir á húsnæðislánum eða hækka vextir hjá fyrirtækjalánum og það bara hefur áhrif á ákvarðanir þeirra aðila, en svo það líka þessi sálrænu áhrif, hvað Seðlabankinn að fara að gera. Það hefur líka áhrif, það sem fólk, þessar væntingar, að stýra væntingunum og það getur lækka verðbólguna, ef að fólk trúir því að verðbólguna er lægri, þá hagar þér öðruvísi og þetta rannsóknir hafa sýnt þetta, það þessi svona sálræni eða félagslegi þáttur af verðbólgunni. En ég... Þar leiðandi ef að bankinn heldur uppi vöxtunum eða hækka vexti þá það merkjum það að það sé mat að verðbólgan sé ekki að fara niður, heldur frekar að fara upp og þar leiðandi hugsa ég sem kaupmaður eða eitthvað að þá hækka ég bara verðið. Þú getur lítið á það þannig, en við lítum ekki á það þannig, því ég held að sé frekar þannig að þú hækkar vexti, kaupmaðurinn vill þá halda verðbólgu í skefjum til þess að ná vöxtunum niður, ef hann nær verðbólgunum niður, þá næra vöxtunum niður og auðvitað hver og einn að horfa á þetta út frá sínu eigin forsendum. Þið eru með svona stæðsta flaggið og þið eru að meta það að verðbólga sé ekki að fara niður, kannski upp og þá hugsa kaupmaðurinn, ég meina þá hækka ég bara. Ég held að við séum algjörlega að meta það svo að verðbólga sé að fara niður. Þetta er bara spurning hversu hratt og yfir hversu langan tíma það tekur að fá hana niður. Og þar held ég að kjarni málsins liggi að hvenær þú snýrð við og það er áskorun ekkit bara fyrir peningastefnunefnd heldur fyrir okkur öll mannfólkið þegar við þurfum að snúa við. Það er auðveldara ofta að vera á sömu vegferð heldur en að taka snúningspunktinn og er líka mjög erfitt að vita hvenær þú áttur að snúa við fyrir en eftir á. Og þannig að ég hef líka litið á það svo að þegar þú ert í nefnd eins og þessari með óvissu, gögnin og svo framvegis að ég held að það sé bara heilbrigt að toga úr báðum áttum til þess að reyna að fá fram öll sjónarmið og þannig að þeir aðilar sem eru sannfærir í sinni skoðun allavega geti þá speglað sig í öðrum sjónarmiðum og þá mögulega annarkvort skiptum skoðun eða sannfærst enn frekar eigin skoðun en þetta er flókin ákvörðun og ég ber mikla virðingu fyrir kollegum mínum í peningastefnunefnd og þau eru að gera þetta af bara algjöru með sinni sannfæringu og af einurð. Þeim tókst ekki að fá því til að skipta skoðun því að þið sitið þarna hvað er ekki 2 daga og berið upp öll rökin. Þannig þau hafa örugglega reynt að fá þig á sitt band en þú manst það samt sem áður að þú hefði viljað fara eilítið aðra leið. Já. Og ég meina, við erum kannski ekkit svona markvisst að reyna að fá hvert annað til að skipta skoðunum. Við skiptumst á skoðunum og þetta er líka þannig að þegar þú ert að taka ákvörðun að þetta er ekki eins og sért 100% á einum stað og 0 á öðrum heldur, það getur jafnvel verið þannig að auðvitað erum við ekkert að hugsa í prósentum en að þú ert 51% vissum að það er að hækka eða 49% að lækka en þú verður að taka ákvörðun og þannig að þetta er ekki því miður. Ertu í peningamála, ertu í nefndinni áfram eða? Ertu hættur? Ég ákvað það sjálfur að frá með 1. apríl myndi ég ekki taka þátt í störfum nefndana og tilkynnti bæði seðlabankastjóra og forsætisráðherra það að mér finnst það þó að sé engir raunverulegir hagsmunir og engir hagsmuna árekstrar við minn nýju einuveitandi er ekki með neina starfsemi á Íslandi, hann má lesa það úr þeirra gögnum en mér fannst það bara óþægilegt að vera vitandi það að ég væri að fara aftur inn í bankakerfið að vera þá að taka ákvörðuna því maður veit aldrei hvað það er sem hefur áhrif á hugamanns. Ef ég má aðeins spyrja vaxtastefnuna áður við förum í fjármálastöðugleikann. Það sem að fólk út í bæ er að velta fyrir sér að það er verðbólga og stóra hluta verðbólgunni má rekja til hækkunar á húsnæðisverði. Eitthvað er náttúrulega innflutt út af verðhækkunum sem að voru í Evrópu í kjölfar innrásar Rússa í Úkraínu sem að setti orkumarkaðin þar á hvolf, gríðarleg hækkun sem að bæði hækkar náttúrulega orkuverð en hækkar síðan bara allt annað verð af því orka hækkar.
og svo náttúrulega voru leifar þarna af svona aðfanga keðjurnar rofnuðu í COVID. Það getur verið að rofna aftur núna. Ég eiginlega þurfti að fara í byggingaföruverslun og var að veltaði fyrir mig hvort að það væri strax komið fram einhver áhrif af því að það þarf að sigla fyrir góðröguna því að mér fannst alveg fáránlega mikið af hillur sem voru eiginlega bara tómar. Ég veit ekki með það. En það voru svona ýmsar ástæður en hérna innanlands var þetta annars vegar hækkun húsnæðisverð og svo einhver svona þenslu verðbólga sem svona sér íslenskt sem er ekki hægt að benda í eitthvað neina á. Sumir sögðu þetta sé hagnaðardrifin verðbólga, hefur verið verkalýðshreyfingin hefur haldið því fram, Seðlabankinn að sumu leyti hafnaði að hún væri veigamikill þáttur. En ef við tökum bara húsnæðismálin sem ég held að flesti svona horfi á og sem er erfitt fyrir fólk að skilja, sem er það að Seðlabankinn hækka vexti til þess að ná niður verðbólgu. En hækkun vaxta veldur því að það framleitt minna húsnæði sem að undir eðlilegum kringumstæðum hækkar verð, sérstaklega í þeirri stöðu sem er núna, þar sem er vitað að það er mikil vöntun á húsnæði vegna innflutnings á fólki til Íslands, Grindavíkur og uppsöfnasvanda vegna þess að framleiðsla húsnæði hefur ekki fyllt í íbúðaþróuninni nokkurt ára skeið. Það er, ég held að megi bara benda á 1 ár þar sem þetta var svona í góðu lagi, en önnur ár hefur þetta ekki verið. Og þar leiðandi hækkavextir að þeir leiða ekki til lækkunar á húsnæðisverði. Það virtist vera svolítið seinni hluta síðasta árs, en ég held að þessu öllum orðið ljóst að það er ekki að gerast núna. En ok, sleppum því. En svo þegar að ástandi skánar og það vextir og lækkaðir, að þá er eiginlega vitað að það muni þá auka, það voru fleiri sem hafa möguleika á að kaupa á því verði sem er í boði og það mun aftur leiða til hækkunar. Þannig það er eins og sé svona snjóhengja inn í kerfinu að þegar að vexti lækka að þá má búast við rosalegu gusu af kaupendum sem aftur mun halda húsnæðisverði háu og húsnæðisverð er bara eitt af svona helstu vandamálum millitekjufólks og lágtekjufólks að það hlutfall húsnæðiskostnaðar er bara svo hár á Íslandi að þetta er eiginlega bara að horfa svona svolítið fram í tíman að þetta er bara ekki spennandi sín. Og manni finnst þess að býta Seðlabankinn hann er eiginlega að sumlita búið þetta til, hann bjóð til hækkun húsnæðisverð þarna með lágum vöxtum. Sko, það er margt í því sem hún nefnir hérna og aðeins kannski að reyna að svona bita þetta upp við byrjum bara á verðbólgunni sjálf. Ég er eiginlega bara að byrja að segja svona söguna, ekki endilega vera ansvarið það sem ég er að segja. Nei, alls ekki, við byrjum bara á verðbólgunni sjálfri. Að þá er hún, þetta er flókið fyrirbrigði og allir sem eru leikendur og vettvangi hafa áhrif bæði, þetta er allt keðjuverkandi áhrif. Af því að við búum í samfélagi þar sem að aðgerðir eins hafa áhrif á aðgerðir annars og svo framvegis. En hins vegar ef við horfum á hvað hefur verið að gerast á undanförnum 4 árum, þennan tíma sem ég hef verið í Seðlabankanum og þá er búið gríðarlegu kraftur í hagkerfinu. Vissulega vorum við að koma tilbaka eftir farsóttina. Þannig að þegar það er 9% hagvöxtur 2022 þá er hluti af því verið að ná tilbaka þeim hagvexti sem að fór niður á tímabili. En hins vegar ef við horfum yfir árin 4 í heild sem er kannski miklu svona heilbrigðara að gera að þá erum við samt komin vel yfir það sem að var árið 2019-2020 með hvað hefði mátt búast við. Krafturinn hefur verið meiri í hagkerfinu heldur en búist var við áður en við vissum að þeir eru farsótt. Og þetta er allt önnur staða til að mynda heldur en í Bretlandi þar sem þeir eru ekki enn búin að ná upp í það sem að þeir hefðu áætlað að vera með að við bara svona venjulegan hagvöxt. Og virðist ekki vera á leiðinni til þess heldur. Og virðist ekki vera á leiðinni til þess, nei. Og þannig að staðan hér að það hefur bara verið miklu meiri kraftur í hagkerfinu, það er eitt. Annað er að það hefur verið umtalsverður kaupmáttar aukning og kaupmátturinn er þannig að, og ég er ekkert að mæla því, að hallmæla því að fólk fái aukinn kaupmátt. Það er bara jákvætt að fólk geti haft meira á milli handana en það hefur hins vegar þau áhrif að það eru fleiri krónur að elta færri vörur mögulega á markaði og þetta kemur fram í húsnæðismarkanum eins og við sáum og þetta kemur fram í ýmsu öðru á markanum og það leiðir til verðbólgu og við höfum bara séð, og þú nefndir það að það er bara tölverð þenslu verðbólga búin að vera að undanförnu og það er drifið áfram af þjóðin hefur fjölgað 3%, við erum með ferðaþjónustu sem hefur verið bara alveg gríðalegur kraftur í og miklu meiri kraftur heldur við byggumst ekki við þetta kemur svona hratt tilbaka
Það gæti þetta gengið svolítið tilbaka á þessu ári. Mögulega. Ýmislegt sem betur til þess. Og þar eru vextirnir kannski hafa áhrif. Það kannski vextirnir, Ísland eru dýrt og vextirnir hafa þau áhrif að það eru kannski verið að byggja minna af hótelum eða byggja minna af ykkur því sem að ferðamenn sækjast í, svona innviðum ferðaþjónustunnar. En þannig að þetta svona flókin saga svolítið þegar maður horfir á þetta bara út frá verðbólgunni. En hins vegar það þannig að það sem við erum búin að vera að gera búið að vera að virka. Svo má deila alltaf 9,25% rétt, eða var það 8%, eða þurfti 10%, hvað hraði. Hvernig þetta að virka? Þetta að virka, ef við sjáum að fasteignamarkaðurinn þar hefur hægt töluvert á. Auðvitað enn að hækka fasteignamarkaðurinn núna. Ég held að sé reyndar töluvert Grindavíkur áhrif í fasteignamarkaðnum sem að verða að horfa í gegnum. Ég held að sé svolítið erfitt að meta þetta tímabil að því við sjáum sérbíli vera að hækka töluvert sérstaklega hérna á suðvesturhorninu og það fólk sem að flytja úr sérbíli í Grindavík sem að við sáum það líka bara á skuldsetninginu í Grindavík, hún var ekki há, þannig að fólk getur nú ég að tala meðaltöl, auðvitað lenda ykkur aðrir milli ykkur ástandi sem erfitt fyrir þær fjölskyldur ráð við, en þannig að ég held að það sé eitt, þannig að við erum búin að ná þarna. Við höfum líka séð aðilar vinnumarkaðarins koma að borðinu og taka á því að semja til langs tíma með sumir segja hóflegum, sumir segja of miklum, sumir segja of litlum, en allavega þetta innan þess sem að við vorum svona að gera ráð fyrir. Við vorum að fríða guðina í Seðlabankanum svo vextinni lækki. Já, ég meina en þannig þessna held ég við séum að hafa áhrif. Ég held að vaxtastefnan sé að hafa áhrif að því að aðilar að átta sig á því að vextir skipta gríðarlega miklu máli og það að ná niður verðbólgunni í rauninni það sem skiptir mestu máli fyrir okkur. En svo eru náttúrulega bara aðstæður í heiminum þannig að það ekki þetta að ná allri verðbólgu niður með vaxtahækkunum á Íslandi eins og þú nefndir áðan. Þannig að gæti versnað, því að gæti verið að við ættum eftir svona smá svona gusu að verðbólgu að utan ef að átökin í Miðausturlöndum breiðast út. Það getur haft áhrif. Bara siglingaleiðin, hún getur haft áhrif. Já, það alveg möguleiki. Og svo líka má alveg velta fyrir sér og Hagstofan búin að gefa það út að þeir eru að fara að endurskoða hvernig alltaf reikna framlag húsnæðis í vísitölunni. Það má alveg velta fyrir sér hvort við höfum ekki verið með of sterkt framlag húsnæði inn í vísitöluna í útreikningi og allavega þetta sem Hagstofan er að gera ákveðin vísbending það að það hafi verið tilefni til þess að lagfæra það. En það sjálfstæð stofnun sem við bara tökum því sem gefnu sem þeir birta. En segjum að það myndi gerast. En þá það svolítið eins og Seðlabankinn hafi verið að glíma við eitthvað svona, ég veit ekki hvað þetta kallar þetta, svona pappírstikristir á svona verðbólgu á pappírunum sem að síðan við endurskoðun kemur í ljós að var raunverulega ekki vandamál. Verðbólgan var kannski ég veit ekki hvað Hagstofan ætlar að gera, hvort hann ætlar að reikna þetta aftur á bak. Þá má kannski koma leiðrétting á að verðbólgan var ekki þarna 9,5%, heldur var hún 7,8%. Já, ég meina það getur vel verið en við horfum náttúrulega ekki bara á verðbólgu vísitölu neysluverðs. Það einn mælikvarði, en við horfum á grunnvísitölurnar og vísitölu án húsnæðis og verðbólgan hefur verið, ef við horfum bara á grunngögnin, hvaða vörur að hækka og hversu mikið, þá hefur verið alveg stórt hlutföll og ef við erum ekki einu svona vigtaða, bara tökum fjölda, hvað þetta, 260-300 liðir í vísitölu neysluverðs, að bara stærstur hluti af þeim liðum hefur verið að hækka 5-10%, eða jafnvel meira, sumir jafnvel meira á undanförnu. Þannig að verðbólgan hefur verið útbreidd, hún hefur náð til flestra þátta íslenska hagkerfisins og þeirra vöru og þjónustu sem verið að selja. Þannig að þetta hefur verið mikil áskorun. Hún hefur verið sérstaklega anstíkilega fyrir lágtekjufólk, þar sem húsnæðiskostnaður og matarkostnaður vikta þyngra hlutfallslega, af því að þetta eru liðirnir sem eru eiginlega alltaf 2 af 3 hæstu. Algjörlega, og almenningur í Íslandi var heppinn varðandi orkuverðbólguna, hún kom ekki, við sáum það í Evrópulöndum, þar sem að húshitunarkostnaður fór bara upp úr öllu valdi í Þýskalandi, Bretlandi, víða annar staðar. Þannig að almenningur hér þurfti ekki glíma við það, en ég alveg sammálaður með það að verðbólgan versti óvinur láglaunafólks. Þeir sem að meira hafa milli handana, þeir geta miklu betur átt við verðbólguna heldur en aðrir.
Já, og ættu að geta borið einhverja byrðar. Að sömuleyti var það hugmyndin á baku kjarasamningana með því að hækka stoppa hækkunina og láta hana síðan vera raunverulega undir verðbólgu hjá fólki sem kannski með, ég veit ekki hvar mörki voru, svona kannski 800-900.000 á mánuði, að þau eru raunverulega að taka á sig kjaraskerðingu. Kenningin var líklega svo að þau mega skulda meira heldur en hinnir og þar leiðandi mun vaxtalækkunin koma að skila meiri tekjum til þeirra í minni fjármagnskostnaði. Já, og eru líka bara með breiðara bak, mögulega, það var líka kannski hugsunin. En þeir sem eru ekki með breitt bak, eins og til dæmis að aðstæðan á húsnæðismarkaði, húsnæðis- og mannvirkjastofnun eftir að hafa talað eins og að væri eitthvað svona jafnvægi á leigumarkaði, hefur skipt gír á síðustu 2 mánuðum og séð fyrir sér miklar hækkanir framundan og kannski horfst í augu við þær hækkanir sem hafa verið. Leigjendur fylgja svolítið með þessu og ég var með Guðmund Hrafn, formann leigjendasamtakanna í gær og hann, af því hann talar náttúrulega allan daginn við leigjendur bara og þá var svona tilfinningin svo að leið og svona meðalíbúð sló yfir 300 krónur, þá bara bang hún bara farin að nálgast 400. Það svona að því að þetta bara einhvern veginn þannig markaður að þetta svona sálrænt, hvar eru mörkin, hvað má ég fara. Þannig að þeir sem kannski standa vest að matur eru hækkað hlutfallslega meira heldur en almennt verðlag, húsnæðiskostnaður eru að hækka mikið, laun, já, að taka launin mín ekki að hækka sérstaklega mikið, það hefur verið að bæta það upp með barnabótum og einhverju svona hér og þar, en hættan þá getur kannski sá sem með lágatekjur, stundur veikt, hugsa, þú veist, á ég að, eins og segja, á ég að taka á mig, áföllin til þess að ná niður verðbólgu ekki, ég bjó hann ekki til. En ég veit veit ekki hvað réttlætið í Seðlabankanum. Ég nú talað við hagfræðingar sem hafa sagt að menn hætti að tala réttlæti í hagfræðið einhvern tímann upp á 1980 og menn aðeins byrjað að gera það aftur. Já, auðvitað, réttlætið hlýtur alltaf að eiga eitthvað sess, en hins vegar okkur í Seðlabankanum falið bara ákveðið hlutverk, verðbólgumarkmið 2,5% af íslenskum stjórnvöldum, við erum með ákveðin tæki fjármálastöðuleika sem við beitum við ákveðin markmið og auðvitað hugsum við réttlætið og má því sambandi nefna að réttlætið skipti máli þegar við ákveðum að heimila það að öllum Grindvíkingum að það litið á þá sem fyrstu kaupendur nánast, sömu reglur, ekki að þau væru fyrstu kaupendur heldur að sömu reglur og fyrstu kaupendur þegar kemur að lánveðskilum. Með að skulda aðeins hlutfallslega meira. Og það var út af því að þetta er 1% af húsnæði og lánastokki fjármálakerfisins, þannig að þetta var ekki talið ógna fjármálastöðuleika og þarna var í rauninni réttlæti sjónarmiði sem var kannski sterkasta sjónarmiði, þannig að réttlætið álfi heima í Seðlabankanum, en hins vegar þetta flókið að eiga við verðbólguna og Seðlabankastjóri hefur bent á það ítrekað að það sé miðað við kraftin í hagkerfinu, miðað við þann fjölda fólki sem að flytja til Íslands, miðað við samsetninguna, að því að nú má búast við því að það er 20% landsmanna eru núna fættir erlendis, það tekur ykkur, ég veit ekki, 10 ár fyrir einstakling sem flyttur til lands að taka ákvörðun að kaupa húsnæði, þannig að það er komið líka þrýstingur af þaðan, sem er bara mjög heilbrigt að það sé þrýstingur þaðan að fólk vilji fjárfesti í fasteign og setjast á Íslandi, þá er ekki nægilegt frambóð af fasteignum. Það er bara staðan. Hvernig ná að fást við það? Og Seðlabankinn mun ekki fara að byggja. Við erum ekki að fara að byggja og þetta er á borði stjórnvalda og þar er verið að gera hluti og síðan getur fólk deilt það í stjórnmálunum, er verið að gera það á með réttum hætti, nógu hratt, of hægt. Þannig að ég ætla ekki að hafa skoðun á því sem slíka, sérstaklega ekki á útleið núna, en hins vegar þetta er gríðarlega áskorun fyrir Íslands samfélag. En á móti kemur að og við ræddum þetta aðeins áður en við fórum í loftið að sá hópur sem er ekki á fasteignamarkaði, hann er leigjendur og það er kannski sá hópur sem er hvað verst settur þegar kemur að bæði eignamyndun, því að við höfum talað að verðbólgan og vaxtahækkanirnar hafi haft gríðarlega mikil áhrif á þá sem hafa verið með óverðtryggð lán og það hefur hækkað mikið greiðslubyrðin og svo framvegis, en eignamyndun þess hóps hefur verið alveg bara feikilega mikil á undanförnum nokkrum árum, þannig að þó að fólk færi yfir í verðtryggð lán núna og gæfi eftir eitthvað eignamyndunni, þá væri það enn í plús
bara töluvert. Þannig að, og ég held að sé... Gylfi Sóauka hefur sagt þetta svona svolítið miskunnarlausan hátt, segja bara fólk að hérna hafi sko ég grætta og lágasta tímabilinu og það megi bara borga það tilbaka. Já, ég menn, þú veist, hversu mikið áttu að hagnast á lágasta tímabilinu. Það er bara, ég ætla ekki að fara að leggja mat á það, en það hins vegar, þessi líka mjög áhugavert í þessu samhengi, það var rammi í fjármálastöðugleikaritinu síðast, sem að ég held að sé alveg gríðarlega mikilvægur rammi inn í umræðuna, að því að, ég held að verðtryggð lán hafi verið tölu niður að ósekju. Og þau hafi verið telið niður af reynslusögum. Auðvitað er verðtryggð lán óheppileg ef þú ætlar að vera í húsnæðisbraski, af því að þá getur þú lent í því að það verður verðbólguskot og lánið hækkar og þú eignin minkar í eigninni, en ef þú ætlar að búa einhvers staðar í 20, 30, 40 ár og ert að byggja undir þína fjölskyldu til framtíðar, að þá eru verðtryggð lán, kemur í ljósi þessari grein þegar við erum bera saman bara mismunandi tímabil frá 2005 til dagsins í dag, frá 2015 til dagsins í dag, bara eftir hvaða tímabil þú keyptir, að ef þú borgar jafn mikið á láninu, að þá ertu jafn settur með verðtryggt og óverðtryggt, nema verðtryggða láni gefur þá tryggingu að þú getur alltaf farið í lægri greiðslubyrðina. Það sem er oft verið að bera saman, það er verið að bera saman óverðtryggt lán þar sem þú borgar segjum 50.000 krónur á mánuði og svo verðtryggt lán þar sem þú borgar 25.000 á mánuði og svo ertu ósáttur í lok lánstímans að þú eigir ekki jafn mikið. Aðilinn sem var að raunin að leggja fyrir 50.000 á meira heldur en sá sem lagði fyrir 25.000. En ef þú hefði borgað 50.000 verðtryggða láninu, þá hefði það hagað sér eins og óverðtryggt lán. Þannig að verðtryggða lánið sem slíkt er ekki vandinn, heldur hversu mikið eða lítið er verið að borga inn á fasteignina. En verðtryggða lánið veitir láglaunafólki alveg ótrúlega tryggingu fyrir því að geta verið í húsnæðinu ef það kemur verðbólguskot. En hérna þegar þú ert í fjármálastöðugleika og þar eru þið að skoða náttúrulega fjármálakerfið og svo náttúrulega skuldastöð heimilanna og skuldastöð heimilanna er bara ágætt og þú veist að vitna í samtal okkar innan fyrir þáttinn og þá spratt af því að ég var að segja sko að það eru bara miklu fleiri sem að megi ekki skulda í dag og það er hérna líklega hefur þín deild sett það hérna greiðslumatsskilyrðin sem hafa verið hækkuð og hafa kannski haft meiri áhrif á þennan svona lægri millitekjuhóp og lágtekjuhópin að þau bara fá ekki greiðslumat til þess að kaupa íbúðir, þau fá það greiðslumat til þess að kaupa íbúðir að það er íbúð bara ekki til því að það eru bara miklu dýrari. Þannig að í þessu umhverfi sem við erum með hátt fasteignaverð, háa vexti lága tekjur að þá hérna er fólki sagt að hérna þú færð ekki að kaupa nema því náttúrulega foreldrar sem að geta lánað þér kannski 10 milljónir eða 15 milljónir að þá sleppur inn og þá getur farið af leigumarkaði þar sem þú borga kannski 330.000 á mánuði yfir í það að borga kannski bara 210 í afborganir en það er gjaldið til þess að komast inn ef þú kemst ekki inn þá situr þú bara í súpunni eftir. Já, hérna erum við komin inn á, þetta er mjög áhugavert svið að því að, og hér eru við, þegar við erum að, sko í fjármálastöðugleika, hér eru við að horfa á söguna og reyna að læra af sögunni. Það er hérna frábær bók eftir 2 bandaríska hagfræðinga, Kenneth Rogoff og Carmen Reinhardt, það sem að titillinn á bókinni er This Time It's Different og þau fara yfir 300 ára sögu fjármálakreppa og þær eru aldrei öðruvísi. Og 60-70% af þessum kreppum má rekja til húsnæðismarkaðir yfirleitt, einhverja lán skuldsetningu heimila og fyrirtækja og fyrirtækja líka. Já, fyrst og fremst heimila skuldsetninga hins opinbera, það er yfirleitt sko einkageirinn sem býtir kreppunar. Skuldsetning einkageirans og mikil skuldsetning og við erum svolítið að vinna með þetta í fjármálastöðugleika og lánþegaskilyrðunum og þú nefnir að við viljum ekki, við setjum ykkur mörk þannig að fólk get ekki skuldsetti sig en það er sagan allavega sýnir það að það er ekki heppilegt að fólk fá að skuldsetja sig upp í rjáfur. Það sem leiðir af því er það að fólk lendir í óheppilegum aðstæðum ef það missir vinnuna, ef það er tekjuferillin er ekki sá sem var búist við, ef það er einhver önnur áföll í lífinu eða þá hreinlega bara að þú ræður ekki við tekjurnar þegar lánin hækka úr hófi þegar fram í sækir og þarna erum við að horfa á heildina. Auðvitað finnum að til fyrir þeim sem komast ekki inn á markaðin en við erum að horfa okkur falið að tryggja stöðuleika fjármálakerfisins því að það sýndi sig 2008-2009 þegar fjármálakerfi heimsins er ekki til staðar til þess að veita lán inn í því að bæði
fjárfestingar heimila og fjárfestingar fyrirtækja eru framtíðar velsæld eða framtíðar hagvöxtur fyrir fólk og fyrirtæki og ef að fjármálakerfi ekki til staðar til þess að styðja við þann vöxt að þá lendum við slæmu ástandi og þannig hafa orðið djúpar kreppur þegar að fjármálakerfi fer á hliðina og það er rauninni þessi umgjörð sem var búin til og lærdómurinn af 2008-2009 en það er ekki nema 15 ár síðan 2008-2009 þannig að munum við læra eitthvað meira sáum þetta stóðst prófið í farsóttinni en síðan fáum við kannski einhver aðra kreppu eða einhver önnur áföll í framtíðinni við höfum náttúrulega fengið Úkraínustríði ef það verður verra tala nú ekki með að verði heimstyrjöld sem að ég vona nú að verði ekki þó að sumir sé að spá því. Það er náttúrulega að það sé lærdómskurvan svona 70 ára að það við gleymum heimstyrjöldum á 70 ára tímabili þess vegna séum við alveg til í nýja. Já, ég meina þú veist þannig að þetta er það sem lánþegaskilyrðin er að gera. Þau eru að reyna að búa til umgjörð jarðtengja í tilfelli heimilana fastegna verð við laun þannig að þú farir ekki fram úr þér að því að við erum bjartsýna eðlisfari og við gætum hugsa, heyrðu, já ég sé þetta eru launin mín í dag og við reikna með því að launin mín tvöfaldist eins og kannski ykkur meðaltöl hafa verið á næstu 20 árum og þá er ég tilbúin til að skuldsetja mig meira en reyndin hefur bara verið önnur ef maður skoðar gögnin fyrir heildina. Já, ég veit, þú ert að reyna að svona til einfölduna, þá er þetta er aðferð til þess að hindra að við lendum ekki aftur í svona subprime lánakrísu eins og var í Bandaríkjunum, þar sem að fólki var lánað og svona upp á guð og lukkuna og eins og íslenskum raunveruleika þá geta verið þannig að þú skuldsetur þig bara hingað og svo ætlar að labba yfir ána með vatnsyfirborði hér í 40 ár. Og þetta er náttúrulega líkurnar ef þú rasir einhvers staðar á steini eða það kemur flóð í ána eða þú missir vinnun eða eitthvað eru svo miklar að það er eiginlega enga líkur til þess að þú náir yfir ána á þess að lenda í einhverjum áföllum. Þess vegna segi við skulum ekki lána fólki nema sem að vatnina er hinga þannig að það komist yfir ána. Og svo þurfa stjórnvöld kannski að grípa hinn hópinn. Já, en gallin er sá að ef ég má ekki skulda hér að þá er ég sendur á leigumarkaðinn það sem að vatnsyfirborðið er hér. Og þá segir fólki við Gunnar, ég veit að þú ert að reyna að bjarga kerfinu, en þú ert að drekkja okkur. Já, og þá segir þú talaðu stjórnvöld. Þarna komum við bara að þessum áhugaverða punkti. Okkur er falið að tryggja það hér sé fjármálakerfi og ég myndi reynda að segja það að fjármálakerfi hefur bara aldrei verið jafn tryggt eins og er núna, sem er gott fyrir Ísland og gott fyrir okkar framtíð. En önnur hliðaráhrif af þessum aðgerðum sem við sjáum núna er að birtast í rannsóknum en auðvitað tekur þetta langan tíma og við heyrðum þetta í farsóttinni Þórólfur talaði mikið um það að fletja kúrfuna og við höfum séð það að fasteignamarkaðurinn á Íslandi og víða annar staðar líka gengur í miklum sveiflum og með þessum lánþegaskilyrðum þá eru vísbendingar um það að þú náir að fletja kúrfuna að hækkanir á húsnæði verði jafnari yfir tíma. Þannig að það verði ekki eins mikið, má kalla það lotteri, hvenær þú kemur inn á markaðinn og muni einfalda og auðvelda yngra og lægra tekjustiginu að eignast húsnæði þegar fram í sækir. En þannig eru að vinna í miklu lengri tímabilum. Sjóndeildarhringur fjármálastöðuleika er svona 10-15 ár. Rétt handa við hæðina í sæluhús. Já, en þarna verða þá stjórnvöld að grípa hópinn og hafa verið að gera það að þeirra mati en þú veist, þarna bara greinir okkur á þú veist, hversu mikið þarftu að halda utan þennan hóp og ég hef búið í mörgum löndum, ég búið í Bandaríkjunum, Kanada, Bretlandi og er að flytja til Ítalíu og það ég held að þó ég dragi ekki úr því það er vissulega og ég er að verkafólki komin og ég hef ættingja í minni fjölskyldu sem eru einmitt í þessum hópum að ég dragi ekki úr því að það er erfitt að vera á þeim stað en hins vegar yfir heildina litið þá held ég að fleiri hafi það gott á Íslandi heldur en í mörgum af þeim löndum sem að við erum ofta að bera okkur saman við. En það er fátt fólk í stóru landi með miklar auðlindir og við ættum að hafa stórkostlegt samfélagina. Já, ég meina, en þú veist, þannig erum við komin út í pólitík en ég bara segi, þú veist, þegar ég horfi á bandarískt samfélag, að þá er bara ömurleikinn þar víða svo miklu meiri heldur en við nokkuð tíman sjáum hér og ég er ekki að segja að það sé réttlæting fyrir því hver við erum hér. Ég er bara að segja það að þú veist, ég held að séu margir að reyna að gera sitt besta hér.
Eitt sem að kannski væri þá frekara spurning sem ætti að spyrja stjórnvöld að því. Hvort að sé einhvers staðar í sögunni þetta að finna dæmi það að lægri millitekjufólk og lágtekjufólk eignist húsnæði. Það sem að bæði fjármálamarkaðurinn sveiflast eftir sveiflumarkaðarins og húsnæðismarkaðurinn. Og þá ég að vísa til þess að á eftirstríðsárunum þá var allstaðar búið til eitthvað svona sérstakt lánakerfi til þess að lána þessum hópum til þess að gætu keypt og það var búið til kerfi, verkamannabústaðakerfi hér, líka mörg dæmi bara í Bandaríkjunum og fleira sem búið til svona lokuð húsnæðiskerfi þar sem að þú kaupir þetta á einhverju verði en þú getur ekki kassað inn hækkunin á húsnæðisverði sem að verður á tímanum þegar þú ferð út, heldur ferðu bara tilbaka það sem þú lagðir inn, þannig það hefur verið búið til alls konar svona kerfi til þess að gera þessum hópum kleift að eignast húsnæði. Ég bara þekki engin dæmi þar sem að bæði fjármálamarkaðurinn er bara frjáls og húsnæðismarkaðurinn er bara frjáls og að þetta fólk, lægra millitekjufólk og lágtekjufólk ráði við það að eignast húsnæði við slíkar aðstæður. Ég bara þekki það ekki. Já, nú er ég komin út fyrir mitt sviði líka svolítið, ég er ekki sérfræðingur í húsnæðismálum sem slíkum, en þannig að, með þetta, ég held að það sé bara mjög áhugaverð spurning og ég held að það sé eitthvað sem við eigum alltaf að vera að velta fyrir Stjórnmálin ætti að vera fjallum. Já, og við eigum að vera að velta fyrir okkur alltaf, því að ég held að eins og allavega ég nálgast mína vinnu í Seðlabankanum með þannig að maður reynir að gera betur í daginn í gær og maður reynir að læra af því sem hefur verið gert áður og reynir þá að svona íta boltanum áfram. Fjármálakerfi hér stendur vel að það á að þola áföll meðal annars vegna þess að hér er eigið fjár hlutfallið óvenju hátt. Já, það er og það er þér að kenna. Það var reynd að byrja stóru hluta áður en ég kom í Seðlabankann þannig að það er kannski hægt að kenna mér að hafa ekki lækkað eigin fjárhlutfallið. Það var ákveðið þrýstingur það frá eigendur bankana. Algjörlega, en ég held að séu svona nokkrir þættir. Fyrsta lagi þá þáttur, við sáum þetta náttúrulega í farsóttinu, hvernig bæði bankakerfi, fyrirtækin og heimilin stóðu það af sér. Auðvitað er töluverður opinberu stuðningur yfir þann tíma, þannig að það er oft erfitt að átta sig á því hvar styrkleikinn liggur og hvað er orsök og afleiðing, en hins vegar ef við skoðum og við gerum það reglulega í Seðlabankanum og birtum upplýsingar það, hvernig efnahagsreikningar fyrirtækja, heimila og hins opinbera voru fyrir farsóttina og leið inn í farsóttina, að þá held ég að heimilin, fyrirtækin og hið opinbera hafi sjaldan staðið betur heldur en einmitt á þeim tímapunkti, því að hér var við vorum náttúrulega vissan hátt heppin að við fengum stöðugleikaframlög frá erlendum aðilum sem var innspýtingin í íslenska hagkerfið en jafnframt beittu við aga. Fjármálaeftirliti var með gríðarlegan aga á fjármálafyrirtækjum eftir hrun að hreinsa upp lán. Slæmlán, loka þeim, setja fyrirtæki í þrot, frekar heldur en að hanga inni með einhver svona eins og kallast á enskunni þessi zombie-lán sem að bankakerfi annar staðar hafa því miður haldið eftir á efnahagsreikningunum. Þannig að allan að bankakerfi stóð sterkt. Hluti af þessu síðan það og þetta náttúrulega þessi eilíða spurning hvenær of mikið eigið fé í bankakerfinu eða hvenær of lítið eigið fé og þarna togast á ef eigið fé of mikið að þá verður dýrara að lána og þá verður kostnaður hagkerfisins Ef þú gengur út frá því að eigið fé eigi rétt á ávöxtun manninni Já, það getur vel verið að þú hlýtur að ganga út frá því. Já, það þarf ekki að vera sama hlutvallið að þú sért kannski með ísbúð eitthvað stöðar og viljir fá eitthvað arð af því sem þú lagðir til upphaflega. Það þarf ekki að vera að krama sér svo sama ef þú leggur það inn í banka sem er vendaður af ríkinu. Mögulega ekki. Þú veist, þarna má alveg deila hversu mikið eigi fyrir hversu mikið arður bankana stundum vera ansi frekir að heimta að fá ávöxtun á þetta fé. Ég held að þetta sé alveg sanngjörn spurning, en hins vegar veit maður ekki hver arðurinn á að vera en það sem maður veit, ef það er engin arður að þá færðu ekki eigið fé inn í bankakerfið nema mögulega úr ríkissjóði sem væri til í að leggja í þannig vegferð en hins vegar er þetta kostnaðurinn af útlánum yrði meiri ef því meira sem eigið fé í bankakerfinu hins vegar verður eftir því minna sem það verður öryggið minna og þá er þetta svona spurning auðvitað getur ekki reiknað þú út hversu oft viltu hafa kreppur eða krísur í fjármálakerfinu. Það er ómögulegt að segja það. En hins vegar viltu reyna að finna eitthvað ákveðið jafnvægi þannig að þú lendir ekki í djúpum kreppum
og sést ekki með of dýrt fjármagn. Mér sýnist bankakerfi hér alveg standa af sér það sem eiginfjárkrafan sem í dag. Mögulega það út af því að hér hefur verið mikill hagvöxtur og það hefur verið fólksfjölgun, þannig að það kraftur í hagkerfinu, þannig að fólk tekur lán og getur borgað gömlu lánin og svo framvegis. En hins vegar hef ég ekki áhyggjur af því núna að eiginfjárkrafan sé of mikil. Ég held að við veljum traustið umfram það að mögulega að eitthvað viðbótar framtíðar hagvöxt. Og kannski vonandi ykkur áratugi viðbót, því að við vorum að tala svona hvað við lærum, að við getum gleymt þetta kreppum og svona og svo stríðum og eitthvað svona. Ég held að fjármálahrunið á Íslandi sé að þeirri stærra gráðu að vonandi mun þjóðin muni þetta í einhverja svona áratugi, að þið fari ekki að hætta á þetta aftur 12 árum seinna. Já, ég vona það líka, en ég held að staðan í heiminum sem kannski sýni það að við gleymum sögunni hans í fljótt. Við gleymum öllum mjög rætt og það mikill þrýstingur sem hefur verið á að lækka eiginfjárhlutfallið og þá bara hugmyndin sú að bankarnir greiði eigundu sínum út eigið fé. Arion banki byrjaði með svona stefnu að því að reyna bara að draga saman frekar í rekstrinum til þess að geta greitt eigendur sínum meiri arð og hafa greitt gríðarlega fjármuni út úr þessu. Út úr bankanum til eigenda. Já, ég held varðandi það að ég held að verða að hrósa samt íslensku bönkunum fyrir það að rekstur þeirra góður. Þú veist, þar hefur verið og nú ég að fara sjálfur aftur út í bankakerfið. Ég held að sé engu hagkerfi heilbrigt að hafa allt of marga bankastarfsmenn og háum launum. Þannig ég held að það sem íslensku bankarnir hafa verið að gera hefur verið að það hefur fækkað starfsfólki töluvert á undanförnum 10 árum. Það hefur verið rekstrakostnaður sem hlutfall af tekjum hefur lækkað umtalsvert og á örugglega að lækka meira. Þannig að þannig hefur verið tekið til í rekstrinu sem ég held allir njóti góðs af og íslenska hagkerfi þar með. Já, ekki kannski svona venjulegi viðskiptamaður sem ætlar að leggja inn í bankan og rukkaður fyrir að gera það. Það gjaldtaka bankan gríðarlega mikið og mér langar að spyrja þau það því að við erum með þessa banka 3,2 eða eitthvað, ég veit ekki hvernig að meta Kviku-banka sem að skila bara í hreinan hagnað, alveg gríðarlegum formúum, slæðir bara í 90 milljarða eða bara 2% af landsframleiðslunni. Og ég mér alltaf undraði þetta, hvað þetta hátt, að það bara allar krónur sem að veltum hagkerfið, að 2% af þeim endi sem hreinn hagnaður í bönkunum. Og ég fór að skoða þetta og var að kanna hvernig það væri í Bandaríkjunum og annað. Það sem þú kannast við það að í umræðinu í Bandaríkjunum sem hann talaði Wall Street og Main Street, það sem svona mikil tilfinning fyrir því að það sé fjármálakerfi sé eiginlega blóðmjólka bæði heimilin og svona bara venjulega atvinnustarfsemi, ég tala ekki svona moms and pops business, að það sé orðið eitthvað skrýmsli. Þar nær hreinn hagnaður fjármálakerfisins varla 1% af landsframleiðslu. Og ég man eftir því, ég sagði frétti frá því ætlaði ekki verið fyrir svona 12-13 árum sem að það gerðist í Noregi að hreinn hagnaður bankana var mjög hár og ég held að það hafi slegið upp í eitthvað 1,3% af landsframleiðslu. Þá voru bankastjórarnir kallaðir fyrir þingið og þeir voru skammaðir, þannig að þeir bara lofuðu að gera þetta aldrei aftur. Fáum við hennan fáránlega hagnað bankana ár eftir ár eftir ár. Ég veit að sem þetta fjármálastöðuleika þessi bankar eru þá ekki að fara að rinja en gjaldið svo gríðalegt að við erum að þeir sækja peningana til okkar, þeir eru ekki að búa til peninga. Nú hef ég ekki skoðað þetta sérstaklega hagnað íslensku bankana í samhengi við hagnað bankana erlendis og í samhengi sem við þjóðarframleiðslu. Ég veit hins vegar að arðsemi íslensku bankana ekkert meiri. Nei, með eigið fé. Ég er að tala um svona fyrirferð í samfélaginu sem ég veit ekki hvort það sé hugtak í fjármálastöðuleika rannsóknum. En þarna erum við líka, það sem við erum líka fást við þarna með grunar, en nú þekki ekki tölunar, en ef þú berð saman við Bandaríkin, að þá viðskiptalífið í Bandaríkjunum miklu meira fjármagnað af skuldabréf og hlutabréfútgáfu heldur en það hér á landi. Það alls konar önnur fjármögnun og sá hagnaður mögulega telst ekki til hagnaðar bankakerfisins
bandaríska sem að rennur þá í ýmsa sjóði og jafnvel í því tilviki lífeyrissjóði og svo framvegis. En hins vegar að þú nefndir kostnað í bankakerfinu, ég held reyndar að skýrslan sem að viðskiptaráðherra lét búa til og bera saman kostnaðinn, að þá stóð nú íslenska bankakerfi bara nokkuð svipað eins og bankakerfi á Norðurlöndum að undanskildu þessum gjaldeyrismun sem er tekin af Íslendingum þegar þeir eru að nota kortin sín erlendis. En á öðru leyti voru gjöldin svona svipa því að þetta er mörg þessi þjónusta sem við nýtum okkur. Ég þekki náttúrulega greiðslumiðlun mjög vel og hefur verið þar að sem ég ætla að fá að ræða við rétt eftir. Að berjast fyrir ákveðnum hugmyndum þar en þetta eru dýrir innviðir fyrir lítið land. Þetta eru svona skala innviðir. Við borgum oft gjaldið fyrir það að vera sjálfstæð þjóð með ekki fleiri en 400.000 og við njótum ágóðans af því eins og þú nefndir áðan með að við erum miklar auðlindir og við njótum þeirra auðlinda sem þjóð og deilum því ekki með öðrum þjóðum og þannig að þú veist, þetta eru svona kostir og gallar við það að vera lítil þjóð með sjálfstæða mynt. Þannig að þú tekur ekki undir það að það hefur verið skrítin þjóðfundur sem að ákvaða hér einhvern tímann að svona 90 milljarðar ári færu í hreinan hagnandi bankana svona sem þetta er svona landsbítani. Þetta eru stórar fjárhæðir. Þetta eru stórar fjárhæðir en við erum líka að skoða þetta sem hlutfall af því fé sem bundið í bankakerfinu. Það þessi eigi fé bankakerfinu. Ég að neita að horfa á þetta. Ég að horfa á þetta frá samfélaginu sem þarf að borga þetta, haldi þessu uppi. Já, og þetta líka þegar við tölum almenningur, launin okkar eru talin í 100.000 eða kannski milljón eða 2, launin mínur opinber eru 2, en það þá eru 10 milljarðar alveg gríðarleg fjárhæð. En þegar maður skoðar þetta í samhengi við kerfið og að því að ég held að við verðum að skoða hver arðsemin. Arðsemin rétt svona yfir 10% og sem er svona arðsemi sem oft miðað við, en ég held að sé alveg rétt hjá þér að það má alveg velta því fyrir sér hver á arðsemin að vera í fyrirtækjum sem eru reguleruð eins og bankakerfið Þú veist, við sjáum það að í Bandaríkjunum ákveðin arðsemiskrafa gerð til það sem kallast utilities eða innviðafyrirtækja sem eru svona í raforku eða dreifingu á raforku eða dreifingu á vatni og svo framvegis og þar miðað við bara einhverja ákveðna svona eðlilega prósentu sem að þeir reikna út sem minni en 10% í því tilfelli. Þannig þú veist, ég held að þetta sé bara heilbrigð umræða til að taka og velta fyrir sér en ég hef ekki skoðun á því að ég hef ekki lagst yfir það. Og hugsunin náttúrulega svo að eigendunni sé að venda þeir af fákeppni og einungunarstöðu fyrirtækja á markaði og svona vend það sem að njóta tiltekna vendar vegna þess að raunverulega veita og almenna þjónustu. Það eitthvað svona hugsunin á meðan að kannski aðrir sem eru í samkeppni í tískubransanum á Main Street eru í harðari samkeppni og gera kannski þar að leiðandi hærri arðsemiskröfur á það sem fé sem að þeir leggja til. Já, en bankarnir eru náttúrulega líka í samkeppni suma bestu bitunum á innanlandsmarkaði og þessum þeir eru þá ekki samkeppnishæfir jafnvel við erlendu bankakerfin út af því að eiginfjárkröfurnar eru hærri hér og að það hreinlega dýrar að lána út til þessu við kalla svona suma bestu arbæristu bitunum í íslenska kerfinu. Það svo hátt fyrir ofan okkur almenninga við heyrum alla af þeir í samkeppni þarna. Nei, en þú veist, þannig að þú veist, þetta er áður fyrir greiðslumiluna, þá eitt í sambandi við hagnabankana og vextina sem vorum að tala um áðan. Að þess að maður er að bera saman verðbólgu á Íslandi og vexti Seðlabankans að þá það Ísland sker sig úr með því að við erum með raunvextir á stýrivextina eru hér, ég held að maður ekki konur bara yfir 2%. Já, 3%. Sennilega. Og þetta sér maður ekki annars þar. Hvernig stendur á því að Íslendingar þurfa að bera svona háa raunvexti? Ég meina þarna erum við komin aftur í upphaf umræðunar þegar vorum að ræða vexti og verðbólgu og ákvarðanir peningastefnunefndar. Þetta finnst mér vera ein af þeim röksemdum fyrir því að við séum komin á þann stað að við getum farið að snúa við og farið að taka smá en örugg skref í áttina því að lækka vaxtastigið því að raunvaxtastigið orðið hátt og raunvextir hafa áhrif á hagkerfið núna og
framtíðar getu hagkerfisins því að það, eins og þú nefndir áðan, minnkar fjárfestingar bæði í atvinnuvegum og í húsnæði. Þannig að og getur ekki líka haft svona undarlega áhrif á því hvað gert í samfélaginu þegar raunvextir svona háir, að það eiginlega tilneyingin á því að þeir sem að fara í framkvæmdir eru kannski þeir sem eru á mextu vaxtasvæðunum, þar sem að þeir geta eiginlega selt sér á því að þetta sem svo ferðaþjónustunni, að vöxtur verið svo mikil að minn rekstur geti staðið undir svona háum raunvöxtum, á meðan að kannski annað sem að við þurfum allt eins mikið á að halda gert síður, þannig að til dæmis það getur orðið óeðlilegar afleiðingar af svona ástandi til lengri tíma. Það ekki endilega víst að háir raunvextir leiði til þess að það sem mest þörf á verði gert. Nei, þetta alveg möguleiki. Ég get bara ekki lagt mat á það, hvort að það að gerast eða en áhættan til staðar. En hins vegar líka mikilvægt að hafa í huga að háir raunvextir eru nauðsynlegir til þess að ná niður verðbólgunni. Þetta bara spurningur þarna komum við aftur í mat á því hvað við teljum að sé nægjanlegt. Sumir nefndamenn í peningastefnunefnd telja að það raunvaxtastigi sem núna, að það þurfi þetta hátt og þurfi jafnvel meira til þess að ná fyrr tökum á verðbólgunni og við ræddum það áðan að verðbólgan óvinur sérstaklega þeirra sem að minna hafa milli handana og þess að ná tökum á henni fljótt og þess að skil ég mína kollega í nefndinni mjög vel að þeir vilja reyna að ná verðbólgunni hratt og örugglega niður og þarna takast bara á sjónarmið. Heyrðu, greiðslumiðlun, það það að ræða út frá eða mörgu sjónarhóttum. Eitt það að kerfið sé bara allt of dýrt, að það sé þetta gerir dótýrara. Og Danir gerðu það einhvern tímann sínum með Dankort sem var eiginlega svona næstu í svona opinber aðgerð til þess að lækka þennan kostnað, þar sem að greiðslumiðlun alltaf taka svona kött af öllum viðskiptum. En síðan gerðist það fyrir nokkrum árum að stóru fyrirtæki voru bara seldir útlanda, annars vegar til fyrirtæki sem eiginlega ísraelst og hins vegar til fyrirtæki sem í Brasilíu og þá kom þetta inn á borð þjóðaröryggisráðs að það var kannski hættulegt að við varum ekki með þetta í okkar hendi og þá hefur verið horft til að Seðlabankinn byggja upp eitthvað svona kerfi sem að uppfyllir þetta tvennt, annars vegar lækka kostnað að þessi ekki svona verið að svona mjólka fólk allar hreyfingar í samfélaginu og bara tilhæfilösu kostnaður af mörguleiti af því að það svo mikill arður af þessu og svo hins vegar að þetta bara grunninnviðir sem að verða bara að vera í landinu og við getum ekki haft þetta í höndunum á óskyldum aðilum. Já, hér hefur við komin inn á málflokk sem hefur verið tölvert á mínu borði og við hefum verið að velta þessu fyrir okkur núna, bara nánast síðan ég kom í bankan hefur verið að velta þessu fyrir mér. Ég held að bara byrja á því svona til að gæta allra sanngirni að þá svona 2 punktar, annars vegar sá að kostnaður af greiðslumiðlun hefur farið lækkandi á síðustu 30 árum. Þannig að þau fyrirtæki sem hafa verið að sinna greiðslumiðlun hafa skilað ákveðnum ávinning inn í hagkerfi með því að ná niður kostnaði í greiðslumiðlun í heild. Seðlar og mynt mjög dýr greiðslumiðlun því að það þarf að vera flytja og ferja þetta á milli staða og telja og dreifa aftur og svo framvegis en líka munum það þegar við vorum að ferðast til útlanda hér í gamla daga með ferðatekka, það var ansi dýrt að skipta ferðatekkum erlendis, það var oft tekin 5% kostnaður af þeim banka sem þannig að kostnaður af greiðslumiðlun hefur farið niður. Síðan vil ég líka hrósa erlendu aðilánum, þar að segja Visa og Mastercard fyrir það að þeir hafa komið margar nýjungar sem hafa aukið bæði þægindi okkar og líka möguleikan á því að greiða fyrir vöru og þjónustu hvar sem þú ert í heiminum og fá jafnvel lán í gegnum kreditkortin á engum vöxtum og svo framvegis en auðvitað er þetta alltaf að fá það er einhver að borga á endanum en allavega þessi aðilar hafa byggt upp örugkerfi sem virka og hafa leitt til gríðarlegs ávinnings fyrir hagkerfið. Það hins vegar, ef maður horfir á hina hliðina, staðan svo að 92% held ég að tala sér núna af öllum smágreiðslum og þá er þetta greiðsla á þjónustustað hjá verslun og þjónustuaðilum, læknum og öðru hárgreiðslustofum og svo framvegis.
með greiðslukortum. Og greiðslukortin eru þess eðlis að þannig ákveðin samþjöppun hjá einum aðila. Og við höfum séð dæmi það sem að þessir, kallum þetta greiðsluteinar, það eru kerfin sem að greiðslan ferðast og að þeir hafa lent í netárásum eða þeir hafa haft þá stöðu að þetta eru 2 amerísk fyrirtæki, að Bandaríkjaforseti hefur kannski ekki alltaf verið stöðugur í skapi og gert hluti sem að hafa verið svona sem að gætu ógnað smáríkjum. En setjum það til hliðar, því að það er svona, það er svona einhver atviksáhætta sem að er við kerfin. Ég hins vegar tel að eins og við sáum með Grindavík, þegar við vorum að velta fyrir okkur bara ein leiðsla frá Hitaveitu Suðurnesja yfir til Suðurnesja, okkur voru ekki 2 leiðslur og það er bara því að kostnaður. En það kostar að hafa viðnámsþrótt í kerfinu. Við teljum að þurfa að auka viðnámsþrótt í greiðslumiðlun með því að nýta núverandi innviði. Þannig að þegar fólk er að tala að Seðlabankinn sé að fara að byggja eitthvað eða smíða einhverja nýja lausnin er til staðar. Lausnin eru millibankakerfin og innlánskerfi bankanan sem eru til staðar og eru notuð þegar þú ferði í heimabankan og millifærir á fyrirtæki, mig eða bara hvern sem þá ert að nota þessa innviði. Þau eru líka notuð þegar að iðnaðarmaður kemur heim til þín og biður kennitölun og stofnar reikning í kröfupottinum og þú sem að ég held að kröfupottunum sé alveg einstakt fyrirbæri á heimsvísu og við eigum að halda í hann því að ég held að sé fátt sem hefur leitt til þess að svona þeir þjónustuaðilar sem koma inn á heimili og annað fái greitt hratt og örugglega í staðin fyrir að þurfa að senda reikning og vera síðan að hringja stöðugt. Afi minn var með vélsmiðu hérna í gamla dag og ég fór stundum fyrir hann labbaði á kúnnana í þorpinu til þess að rukka og það var alltaf bara, þú veist, geti ekki fengið frest og svo framvegis, þannig ég held að kröfupotturinn hafi gengt alveg gríðarlega miklu hlutverki þar. Ég var 6 ára að rukka mokkan, það gekk ekki alltaf vel. Það gekk ekki alltaf vel, en þarna kemur þetta bara inn í kröfupottin. Þessir innviðir eru til staðar. Á hverju nýtum við þessa innviði ekki í rafræna staðgreiðslu? Þannig að þú getur farið í smíða þá bara eitthvað svona kort. Þetta er bara, það er ekki eins og kort, bara hugbúnað. Þú getur verið með þetta í símanum eða kort eða hvað sem er. Og bakvið það eru innviðir sem eru til staðar og það er mjög ánægilegt að við erum búin að vera í samstarfsverkefni við Evrópusambandið svo kallar no-bid-lausn. Það er sem er svona account-to-account rafræn staðgreiðsla, svona pilot. Það var mjög ánægilegt að heyra Landsbankann segja á fundi í vikunni að það væri tiltölulega einfalt og ódýrt að koma slíku á innanlands. Þeir höfðu meira áhyggjur á millilanda og að því að þessi skoðun Landsbankans er þvert á þær umsagnir sem hafa komið frá sumum aðilum varðandi þetta kerfi. Því að þetta er, ég er sannfærður þetta er ódýrt, ég er sannfærður að þetta er hægt að koma þess á með tiltölulega litlum tilkostnaði fyrir verslun og þjónustu. Það er bara byggt á þeim rannsóknum sem við höfum verið að gera og við erum að vinna þetta verkefni í gríðarlega góðri samvinnu við bankana núna. Það liggur líka frumvarp fyrir Alþingi sem að ég held að muni styrkja þessa vegferð og sem vonandi verður að lögum, en þarna er einstakt tækifæri til þess að auka viðnámsþrótt í greiðslumiðlun á Íslandi, sem er svona fyrsta markmið Seðlabankans, án þess að tilkostnaður kerfisins aukist. Því að það er að ná ávinningnum með því að kostnaðurinn sem er á greiðslukortunum í dag, ef þú flytur segjum helmingina debitkortum yfir á nýja teina, að þá ertu búin að borga fyrir teinana. Svo getur þú flutt meira og þá fer ávinningurinn að skila sér til. En það er ekki að taka minna gjald, græðið ekkert að þessu? Einhver hefur borið saman, ég nefndi Dankort og einhver var að bera saman kostnaðin á greiðslumiðlun í Danmörku og Íslandi og ég man ekki betur en það hafi verið bara töluverður munur. Já, sko, við skoðum Dankort og við skoðum hvað myndi kosta taka Dankort upp á Íslandi. Sem er eitthvað gömul hugmynd af því að ég man eftir þessu bara Já, þetta er búið að vera lengi í Danmörku og í Noregi er sambærileg lausn og þú ferð ekki með þetta til útlanda, það er svona Nei, þetta er innanlandslausn en við komumst að þeirri niðurstöðu að það væri heppilegra að nýta núverandi innviði og koma með þessa sem við viljum kalla rafræna staðgreiðslu. Það sem þú getur bara greitt, því að þú getur greitt með rafræni staðgreiðslu í dag, þú getur farið í, segjum bara matvörubúðina þína og fengi reikningsnúmer hjá matvörubúðina og lagt inn á fyrir kaupin. Það er bara mjög óþjált og erfitt fyrir matvörubúðina að vera að afgreiða marga viðskiptavinni með þeim hætti til þess að staðreina að greiðslan hafi borist og svona veist. Með því að búa til það lag að þá held ég að við bindum líka vonum við að þetta muni lækka kostnað.
Við erum hins vegar að horfa á þetta út frá viðnámstrútt í greiðslumiðlun því að það fjármálastöðuleiki. Fjármálastöðuleikin sá að þú sért með val og það sé eins og 2 lagnir hefði átt að vera mögulega frá Hitaveitu Suðurnesja yfir á Reykjanes. Allavega ef það hefðu verið 2 lagnir, ég ætla ekki að leggja mat á hvort það ætti að vera því að það kostnaður sem kemur inn í það, en ef það hefðu verið 2 lagnir þá hefði ekki orðið neitt heitavaskortur þarna á Suðurnesjum, þannig og við tölum að Suðurnesja línu, við tölum Sundabraut og til þess að auka viðnámsrátt, þannig getum við aukið viðnámsrátt án auka kostnaðar. Síðan getur orðið viðbótar og það var áhugavert að hlusta á Haga á þessari sama málþingi sem var núna í vikunni þetta NóBit-verkefni, tala það að þeir sjáu fyrir sér ef við komum á þessari rafrænu staðgreiðslu að þá muni kostnaður þeirra lækka og sá kostnaður mun þá getur farið á 2 staði, hann getur annarkvort farið í hagnað hjá Haga eða getur farið til viðskiptavina Haga og ég reikna með því verið skipt einhvern veginn á milli þessar aðeins. Það svo lítil samkeppni í matvörubransanum að ég held að það fari allt til eigandana. Það svona... Ég held að alltaf þeirra minkar kostnaður í rekstri, þá fer það út til viðskiptavinana á endan. Já. Og það eiginlega það sem því að þú ert að tala hérna út frá því að hafa tryggjakerfin, en ég alltaf bara borgarinn og vill fá eitthvað fyrir það. Algjörlega. Þannig að það sem fólk fær fyrir það kostnaðurinn í greiðslumiðlunni, fólk sér það náttúrulega ekki, hann liggur hjá kaupmanninum. Og þeir sem að selja vöruna. Og það sem því að þú ert að tala að þau hafi staðið sig vel þessi fyrirtæki, þá það sem til dæmis bakari minn segir að það sem að þau gerðu, að þau frestuðu greiðslunni, lengdu í henni 1 dag. Já. Og ég meina þú þekki það að ef þú gerir það með allan þennan pening að þá getur það verið stórkostlegur hagur fyrir fyrirtækið að bíða í 1 dag. En hann lýsti þannig að því að það var mestu fjall svo illa í viku sveifluna hans að það að missa þetta 1 dag eiginlega skemmdi þannig hann satt uppi með svona fjármagnskostnað út af þessu. Algjörlega og Hagar kom inn á þetta í sinni kynningu í vikunni. Þannig að þótt að þeir lækki og bjóðu þeir ókeypis láni eitthvað svona smá tíma að þá er þeir kannski að skila bara einhverju pínu litlu af því sem að þeir ná með svona sem að virkar eins og bara eiginlega ekki neitt 1 dagur. En það getur verið gríðarlegir fjármunir sem að greiðslumiðluna fyrirtækið fær út úr því. Algjörlega, en ég vil hins vegar ekki draga úr því að þetta eru dýrir innviðir og það þarf að borga fyrir þá. Og við viljum hafa öryggi í greiðslumiðlun. Við viljum ekki að það sé hægt að svindla á okkur þegar við erum að greiða fyrir vöru og þjónustu og svo komum bara í ljós að við höldum þessum búin að greiða fyrir eitthvað og það bara fór eitthvað annað og það kostar að halda þessum innviðum við, það kostar að tryggja það að nýjustu öryggistöðlum sé fullnægt og svo framvegis en þarna þarf bara sama eins og við erum ofta að ræða í innviðum og við gerðum þetta núna með Reykjavík bankana. Reykjavík bankana fór í vegferð 2011 þar sem að Reykjavík ætlaði að verða tæknifyrirtæki og það bara vel og keppa á markaði við önnur tæknifyrirtæki. Við snérum af þeirri vegferð 2021 þar sem við ákveðum það að Reykjavík á að vera innviðafyrirtæki og hlutverk innviðafyrirtækis þríþætt. Það er í fyrsta lagi hagkvæmni, að ná kostnaði niður. Við erum lítið land með innviði sem þurfa að vera reknir á sem hagkvæmastan hátt og það verður ekki samkeppnisrekstur innviði bankakerfis á Íslandi. Það er bara of lítið til þess að verði samkeppnisrekstur og þá þarf bara að ákveða einhverja arðsemiskröfu inn í þessa hagkvæmni. Og meðal annars nefna það að ég seti í stjórn RB núna undanfarin 3 ár eða 2,5 ár frá því við gerðum þessu umbreytingu að eitt af því sem við gerðum á síðast ári var að taka úr sambandi verðtryggingu gjaldskrár. Þannig að gjaldskráin ætti að vera tengd því að þetta cost plus, bara hver kostnaðurinn í rekakerfið, reynum að lækka kostnaðurinn í rekakerfið og svo einhver hófleg arðsemiskrafa ofan á það. Þetta á ekki að vera einhver gróðrafyrirtæki. Að því að þetta eru grunninnviðir. Þannig að hagkvæmnin er eitt, öryggið er annað og það eru fá fyrirtæki sem eru rekin með jafn háa öryggiskröfu eins og Reykjavík bankana, en það er bara nauðsynlegt. Og svo er það skilvirknin að þetta virki þegar við þurfum á því að halda. Þetta er það sem við gerðum með Reykjavík bankana og við viljum setja þennan innvið í samskonar umgjörð. Þannig að það sé einhvers konar á rafrænni staðgreiðslu, sé einhvers konar cost plus módel. Sumir myndu vilja segja eigum ekki bara að setja bankakerfið sem þá bara verið ekki bara greiðslumiðlun, heldur bara
peningaveitu kerfi samfélagsins yfir í þá skilgreiningu frekar heldur en að reka það sem hagnaðardrifin gróðrarfyrirtæki. Nú ég að fara að vinna í bankakerfinu aftur, þannig að ég kannski best ég hef ekki skoðun á því. Þetta umræða sem að kveiknaði svolítið eftir hrun en hefur eiginlega ekki haldist á lífi og það var náttúrulega bara endurist óbreytt bankakerfi án þess að við færum eiginlega í þessa hugsun sem að þú ert að tala hafi verið farið í gegnum með reiknistofnun bankana sem hefði verið kannski eðlileg. Ég er ekki að segja að mín niðurstaða hefði unnið eða þín en það hefði verið eðlilegur að við höfum tekið þessu umræðu það hvert hlutur bankakerfis því að ég held að þú heyrir alveg bara í samfélaginu að það íslenska bankakerfið er ekki vinsælt. Nei, en þarna, þetta er áhugaverð sjónarmið. Bankar gegna þríþættu hlutverki, svona alla jafna. Greiðslumiðlunin er ein og það, við erum að sjá það að það er að verða svona, það er að rofna á milli hins klassíska bankakerfis og greiðslumiðlunar heim. Hvort að það muni halda áfram eða ekki verður áhugavert að sjá. Af því að þarna við erum öll með innlánun okkar í bankakerfinu og þess vegna er mjög þægilegt að nota bankakerfi fyrir greiðslumiðlun. Ég held að það muni halda áfram með einhverja hríð en það er áhugavert að sjá, það er ákveðið svona rof í þessu. Síðan er annað hlutverk bankakerfisins er þessi það sem kallast á ensku credit creation eða það að miðla fjármagni út til fyrirtækja og heimila. Þar eru bankarnir í einstöku hlutverki að því litinu til að þeir búa til pening. Þeir eru, og þetta kemur óvart að þegar við tölum að þeir búi til pening því að þegar að banki lánar þér þá einfaldlega býr hann til þú skuldar bankanum núna 100 krónur og átt innlán upp á 100 krónur í bankanum. Þú getur fært það innlán en bankakerfið er lokað kerfi þannig að það er ekki hægt að færa innlánin nema þú farir yfir gjaldeyrismarkaðinn til þess að taka það út úr kerfinu og það eru fæstir sem eru í því en allavega þannig að það er ekki eins og fólk heldur kannski að banki sé að lána mér þar sem þú lagðir inn, það er ekki þannig. Nei, það er ekki þannig. Það sem ég legg inn hins vegar hefur áhrif á hver er lausafjárkrafa bankans. Að því að bankin þarf að viðhalda ákveðnu lausu fé í einhverjum eignum, hann getur ekki lánað allt. Hann getur ekki prenta endalaust, hann er með ákveðna kvaðir á því. En hins vegar held ég að það sé mikilvægt, þetta er annað hlutverkið og þriðja hlutverkið er síðan áhættustýring. Það er að skilja það hverjum átt að lána á hvaða kjörum og hversu lengi munu til dæmis innlánin vera í bankanum og þau eru tiltölulega óteigð, þau haldast inn í bankakerfinu af því að valkostirnir eru ekki mjög margir en við sjáum til og með í Bandaríkjunum þar sem að peningamarkasjóðirnir keppa með mjög virkum hætti við bankakerfið að það flæðir mjög á milli en hér á landi má reyndar segja það að þetta hlutverk þessi áhættustýring og verðlagning í þeirri áhættustýringu á því hvað borgar fyrir innlánin er að skila sér í því að hér er mjög virk áhættustýring því að miðlun vaxtanna yfir í innlánin er hvergi eins há eins og Íslandi. Við erum að sjá að innlánin eru með svona 70-80% miðlun af vöxtum Seðlabankans. Þú getur fengið 9% vexti á innlán núna í 8,5-9% vexti á innlán sem þú getur tekið út næsta dag hjá sumum lánastofnunum í Íslandi. Þú sér þetta ekki í Evrópu. Þú sér þetta ekki hjá stóru bönkunum í Evrópu. Þar er miðlunin svona 10%, 20%. Þú fær ekkert fyrir innlániðin í stóru bönkunum í Evrópu. Þannig að, og nú er ég bara að tala meðaltöl, ég er ekki að tala einstaka banka en svo hinum megin ertu þeir sem að fá lánin hjá íslensku bönkunum eru að borga ansi mikið meira heldur það er út af háu vaxtastigi líka þú veist, það þess vegna eiga er efna á að láta innlánin vera með aðeinsari vexti eða hvað já, algjörlega, mögulega en þessi þrjú hlutverk bankakerfisins þetta er það sem því er falið og ég vil reyndar halda því fram að það sé svona 2 uppfinningar auðvitað eru margar uppfinningar sem að hafa áhrif á okkar líf og á hagvöxt sem að hafa kannski byggt velsæld á Vesturlöndum. Það er annars vegar þess að það bankakerfi getur búið til pening því að þannig getur búið til hagvöxt og getur nýtt tækifæri sem að reka á fjörðunar og svo hins vegar hlutafélagaformið
að þú getir stofnað fyrirtæki án þess að vera í persónulegri ábyrgð. Því að þá getur þú tekið áhættu og þannig verða til nýjungar. En auðvitað má Þú ert ekki hrifinn af bestu uppfinningunni sem eru skattar, að taka fé af fólki og byggja upp innviði til þess að styrkja ennþá fyrir ykkar samfélagið til þess að það geti búið til enn meiri verðmæti? Ég leit ekki á þetta sem uppfinningu því að þetta er búið að vera, það er búið að skattar held ég bara frá því að Róm byggðist upp á þessu. Ég held að öll samfélag hafi byggst upp á sköttum og ég algjörlega hrifinn af sköttum. Ég held að við eigum öll að vera, mín skoðun hefur alltaf verið svo að því meira sem maður hefur á milli handana því ánæðir á maður að vera að borga skatta. Því fáum við betra samfélag, sammála því. Og ekki eins og þú vísar hérna í Bandaríkin það sem eru kannski 20% af þjóðinni sem að eiginlega búa fyrir utan hið formlega samfélag, hafa ekki aðgengi heilbrigðisþjónustu og valla það sem eru 1 milljón manns eru heimilislausir og þar fram til göttunum. Mér fannst það alltaf mjög sérstakt. Ég vann í fjármálageirinu í Bandaríkjunum og bara hafði það mjög gott. Að síðan voru gerðar þarna ákveðnar skattabreitingar hjá New York fylki og ég var með badfóstru í vinnu og eina manneskjana heimilinu þess að þurfti að fara að borga hærri skatt af badfóstran en við hins vegar lækkuðum. Þannig að ég held að þarna má sanngirnin alveg vera en ég held reyndar að það er óvíða sem að sanngirnin er meiri heldur en á Íslandi þegar það kemur að skattkerfinu. Og þannig á það náttúrulega að vera og þannig er það einhver leiti byggt upp á því að vera lítið samfélag eins og komið á hér í stóru landi og þegar að vera að bera saman ójöfnuð á Íslandi við annar staðar, þá held ég að menn verða að hafa því í huga að þetta er eins og að bera saman kannski ójöfnuð í Tromsö eða það þýr ekki að bera saman við Bandaríkin eða eitthvað svona stór samfélag. Við erum náttúrulega það lítið samfélag, við þolum bara einfaldlega ekki meiri ójöfnuð, frekar en heldur önnur lítil samfélag, sko. Ég held að sé nú eitthvað þar. En þannig erum við komin aftur yfir í réttlætið. Komin í réttlætið og pólitíkina sem að ég er ekki kannski sterkur á því svelli. Nei, pólitíkinni þar að segja. Herðu Gunnar, takk fyrir að koma til mín hérna á þessu tímamótum í þínu lífi og tala Seðlabankann. Þetta er búið að vera einkar fróðlegt og skemmtilegt. Takk fyrir það. Takk fyrir mig, kærlega. Og við ætlum að sitja hérna áfram við rauðaborðið og reyna að skilja samfélagið sem við lifum í. Við ætlum að halda áfram að fjalla fjármálakerfið, ríkisbúskapinn og fleira. Hér eftir augnablik. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eflingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Þarftu að tala um borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, við ætlum að horfa á heiminn, svolítið út frá fjármálum og efnahagslífinu okkar og fjármálaáætlun sem var kynnt í vikunni. Ásgeir Brynjar Þórðarson, velkomin. Sérfræðingur í fjármálum og ritstjóri Vísbendingar. Já. Herðu, voru eitthvað tíðindi í þessari fjármálaáætlun? Við fjöllum aðeins í gær um alþjóðlega lágmarksskatt á fyrirtæki. Það hafði ekki verið áður í áætluninni, en hvað var eitthvað annað sem að... Nei, þetta var ennum fyrir baráttu Afríkuríkja held ég og fleiri svona sem að þessi lágmarksskattur hefur komist á gegnum Sameinuðu þjóðirnar og inn í OECD og já, það er svo sem fallegt að Ísland ætli að nýta sér það til að reyna að ná aðeins meira af stóriðju fyrirtækjunum sem að nýta sér hér að koma úr. Flest lönd tóku þetta upp síðustu áramót, við ætlum að taka þetta upp næstu áramót. Já. Þannig að við gefum stórfyrirtækjunum 1 ár. Við erum svo mild í að eins og þegar með þessi sem fór að flytja inn tóbakspúðana fyrir unglinga, þeir þurftu að fá 4 ár til að aðlaga sig að minnkuðum hagnaði áður en það væri hægt að setja á hömlur að það mætti auglýsa í litskrúðum barnaumbúðum við kassan. Þetta haldi áfram að skaða heilsu unglinga þangað til. Já, það verður að taka til. Kannt þú að meta það hvað þetta geti skilað Íslendingum þessi lágmarksskattur þarna? Nei, það er svolítið erfitt að... Það er ekki engi sem getur spáð fyrir. Nei, ef ég sem fyrrum fjármálaráðsmaður, kosin af þinginu þegar við vorum að búa þetta til, þetta voru ný lög og svona, að þá er eiginlega veldur mér smá áhyggjum, sérstaklega í þessu efnahagsástandi núna og þessari verðbólgu, að sjá eiginlega
þetta birtast núna, ég svo sem bara rétt, og þetta kom bara fyrir 2 dögum, en við erum að bíða eftir áliti fjármálaráðs sem kemur innan 2 vikna, en þeir skila þessu 2 vikum og sent inn í þingi, og þetta virðist mér núna vera orðið einhvers konar svona forfjárlög, og í staðin fyrir að vera sko stefnumótnandi plagg og það sem liggur fyrir, það er, þú veist, það er tryggt, þannig að það verður alltaf áfram að byggja spítalan, en svo er þetta svona, og við skiptum út hérna almannavarnarhúsinu fyrir þjóðarhöll, þú veist, þetta er eins og svona var verið að gera fyrir fjárlög í gamla kerfinu, lauminn hérna, við þurfum að koma inn einni brú hér eða mínu kjördæmi. Já. En það sem að mér fannst skrítið þegar ég var að hlusta á það, var að þeir ætla að reka ríkissjóð með halla, eða þau, hvað til 2028? Já, eiginlega 2029, sko. Þú veist, þetta er... Mér finnst það eitthvað bara, ég segi ekki, ég hef bara orðið bara hissa, en ég var samt svona, byrju, hvað er þetta? Er ekki verðbólga hérna og er ekki hérna allt bara blúsandi þensla og má þetta reka þá ríkissjóð bara með halla? Sko, og alveg út yfir lok næsta kjörtímabil. Þetta er það sem ég er að segja, það sé búið að grafa undan hugmyndinni með fjármálastefnur og fjármálaáætlun og þetta sem önnur lönd gera, svona 5 ára eða lengri, 7 ára er í Evrópusambandinu, að þannig er þetta bara orðið svona tól til að ýta á undan sér hérna kostnaðinum við kosningarloforðin á næsta ári og dreifa því yfir á þannig að allt næsta kjörtímabil sé núna planerað inn í hallarekstur, sko. Af því að menn vil ekki hækka skatta. Það er hérna, og sko Bloomberg skrifa þetta bara, ég veit ekki, þú veist, á miklu heilbrigðari hátt heldur en íslenski fjölmiðlar sem eru meðverkir í umfjölluninu á þessu, sko. Nema það náttúrulega heimildin kemur út á morgun, það sem kemur greining á þessu og við munum vera með líka vísbendingu greiningar á þessu, en sko Bloomberg skrifa bara það er frestað að ná jöfnuði ríkisfjármálunum 2 ár frá 2007 til 2009 og jafnvel þó, og þetta er svona kurteislega orðað á enskunni, sko, jafnvel þó að hérna ríkisstjórnin segist vera að berjast á móti verðbólgunni, þú veist, það er ekki sagt beint út, þá er hún að kynda undir hann áfram með þessum hallarekstra áfram, sko. Það hlýtur að vera í verðbólgu og svona þenslu að ef þú rekur ríkissjóð með halla, þá ertu að ýta undir, þú ert ekki að bregðast við. Þetta er eiginlega, ég held að þessi kent orðið bara í grunnskóla að í góðari að þá á ríkissjóður að vera með afgang, en í kreppu að þá máttu reka með halla. Já, ég meina, og það er vandinn, svo sem að því að nú eru vorfundirnir í Washington, sko, þetta er svo sem alþekkt vandamál eftir COVID-ið þegar það mátti eyða, að þá hefur svona lekið út áfram og verið erfiðar að skrúa fyrir hallar. Það er kannski skiljanlegir í löndum sem að ekki hafa náð svona viðlíka viðspyrnu og Ísland. Það var fyrst og fremst slökkt á ferðaþjónustinu á Íslandi og svo bara þegar COVID hættir að þá bara kveiknar á hann aftur og við erum bara í betri máli hérna heldur við vorum áður, þannig það er eiginlega ekkert, þú veist, það er ekkert að tala í dag og enn síður til ásins 2009 að við séum eitthvað að vinna úr COVID. Nei, þetta er bara sko vangeta í stýringu efnahagsmála á stjórnmálalega sviðinu og inn í ráðuneytinu að taka á þessum útgjöldum. Það er að segja með því að annarkvort að auka tekjurnar. Já. Þannig við erum þá með stjórnvöld, það sem annars vegar þau bara get ekki hækka skatta. Hérna þau verða að hækka skatta. Ég meina með þess að Bloomberg veit það. Þau bara geta ekki. Og þau svara þá bara Bloomberg og bara, já ég veit að ég á að gera það en bara ég geta ekki. Því að það er bara innbyggt inn í stjórnmálakultúr flokksins míns og erindi mitt í pólitíka ég bara geta ekki. En hins vegar verði ég að nota útgjöld ríkisins til að kaupa mér atkvæði, annars kýs fólk mig ekki og ég bara missi öll völd. Þannig að ég verða að hækka útgjöldin en ég get ekki hækka tekjurnar og þess vegna verði ég bara að reka þetta með alla. Og þetta er bara stjórnmálanir staðrind og þú eru bara sagt það. Þú eru bara, í íslenska þjóðinu eru bara sagt það. Og þá er það sem mér þykir mjög leitt að segja að
lögin opinber fjármál og þessi hugmyndum fjármála áætlun og fjármála stefnur, það bara búið að útvatna það og grafa undan því og með því að sko, og það sem alvarlegast við þetta, ef sko fólki sem að ákveða þetta og kynna þetta áttar sig ekki á því afleiðingarnar af þessu, að það auka ekki tekju öflunina sem að myndi draga úr þenslu líka og hjálpa til við verðbólguna og koma jafnvægi á ríkissjóð, þannig að hann væri ekki að kynna undir verðbólguna, að líka í þessum háu vöxtum, og Bloomberg kom þessu að svona í aukasetningu í lok sinnar stuttu fréttar þetta, svo þjóð sem í vestur Evrópu berst við hæstan vaxtakostnað á lántökum ríkissjóðs. Maður sá bara hvernig... Ég var leika með þessum daginn og sko vaxtakostnaður okkar að Ítalarnir sem að skulda miklu meira sem hlutu alltaf af landsframleiðslu, að þeir eru að borga helmingi minna hlutu alltaf sinni landsframleiðslu í vexti. Þannig að ástandið á Íslandi í vaxtagreiðslunni svipað og ég man ekki hvað Ítali hefði skuldað sko helmingi meira. Rúmlega það. Og þetta sko, ég meina samanburðurinn okkar. Við borgum meira í vexti heldur í Grikkir. Sem hlutfall af útgjöldunum. Og samt leyfa menn sér að kynna ríkissjóð með halla. Og auka enn á hallan. Ég segjast að draga úr hallanum með við síðast ár sko. Þeir eru að auka minna en síðast. Þannig að þetta er sko, þetta er bara skattlagning á börnunum okkar sko. Þetta er svo fyllibitta sem að drekkur heila vodka á dag og hafði drukkið bara halva fyrir 10 árum og að segja það að ætla bara að drekka eina vodka og 3 svona flugvélarflöskur en það sem minni aukning heldur hann hafi verið áður en hún samt alltaf að drekka meira sko. og þetta er sama og orðfærið varðandi verðbólguna sko, að hún sé nú á niðurleið sko, hún er 6,8% sko, fór upp úr 6,6 en meira 6,8% verðbólga er gífurlega mikil verðbólga, það er ekki eins og verð sé fara að lækka, verðið bara ekki að hækka eins og rosalega mikið eins og toppurinn í fyrra. Hún er meiri í Tyrklandi og Rúmeníu held ég. En sko það sem að gerðist, sem var líka í Financial Times sko að sem hefur ekki gerst áður, að sko Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn var mjög harðorður í garð Bandaríkjanna vegna þeirra hallarekstur sko. Þetta sé orðið svo alvarlegt sko. og þeir eru sko leiðandi efnahagsríki heiminum, þannig að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn er að segja þið megið ekki vera í svona mikilli eðslu og kynningum. Það eru með sömu stöðu og skiptir ekki máli hvor flokkuð það eru að þeir verða að lækka skatta eða megi ekki hækka á. Já, þeir eru náttúrulega líka þeir mega heldur ekki draga úr útgjöldunum. Þeir eru í hernaðar og það bara þeir eru komin í stríð hér og þar heiminn. Þannig að þeir munu bara auka útgjöldin sín stórkostlega en þeim er algjörlega ómögulegt að hækka skatta. Og þeir eru svo sem líka í heilmiklum útgjöldum bara til að draga heim sko fyrirtæki og það er nú sko hitt stóra málið ef við förum úr þessu en þetta er samt. Ég ætla aðeins að spyrja áður fyrir það. Þetta með að get ekki hækkað skatta en halda áfram útgjöldunum. Þetta hljómar alltaf eins og ég held ég að spyrja þessu áður efnastefnu Liz Truss sem er það að fjármagna skattalækkanir með hallarekstri og það hefur verið bent á að sjálfstæðismenn verið að stæra sig af því að hafa lækkað skatta ég man ekki hvað talan hjá þeim er 80 eða 90 milljarðar sem að Bjarni hafi sko gefið fólki en hann átti ekki þessa peninga heldur safnar hann eða ríkissjóður safnar bara skuldum til þess að fjármagna skattalækkunina. Þú getur sagt þetta þetta var COVID og eitthvað svona en þegar upp er staðið þá er þetta eftirgjöf í skattlagningu til hérna betur stöðu og það er náttúrulega var eiginlega fekk bara fallengun í Bretlandi þessi efnaðastefna en hún er ríkjandi hér og það verið að sko veikja tekjugrunnin ekki að styrkjan, ekki að einu svona viðhaldunum með vextinum og það er sko það er bara mjög alvarlegt ef að sko skilningurinn á mikilvægi efnahagsstýringarinnar er ekki betri en svo og menn myndu fá í bónus með þessum auknu tekjuöfluninni sko útrátt á peningum úr hagkerfinu sem myndi draga úr þensluna og verðbólgunni en í staðin er bara
og Gylfi Sóka með grein í mismendingu sem kemur á morgun þetta. Það bara verið að nota stýrivaxtatækið og hækkun vaxtana sem bara bitna á ungum fjölskyldum, skuldsettum fjölskyldum, barnafjölskyldum sem þurfa dýrara húsnæði með lánum og stjórnmálin ekki að styðja við aðgerðina sem þarf til að draga úr verðbólgunni, ná niður vöxtunum og borgar síðan háu vextina í fjármagnstekjugjöld fyrir aukna hallareksturinn og aukna skuldsetninguna. Þannig þetta alveg bara svona, það einhvern veginn, það allt rámt við þetta, það allt vont við þetta. Það sem eitt af því að nefndi Bandaríkin og ef maður horfir á stöðu stjórnmálana þar og í samanburði við Ísland, að þá það er ljóst að það þarf að hækka tekjurnar. En staðan í skattkerfinu þannig að fólk með millitekjur og þar fyrir neðan, það ekki hægt að hækka skattana á það, af því að það búið að aukast raunverulega skattpinningin á þeim. En fólki sem þar fyrir ofan, sem búið að fá léttari skattbyrði og kannski fyrst og fremst allra ríkustu, fjármagnseigendurnir og eigendur, allra stærstu fyrirtækjana, að þar engin pólitísku vilji á að hækka skattana á þeim. Það bara pólitískur ómöguleiki að sjálfstæðisflokkurinn eða flokkarnir í Bandaríkjunum sem eru náttúrulega reknir meira og minna af ólígörkum þess lands, alveg eins og stjórnmálakerfi í Íslandi einhver leyti rekið af ólígörkunum hér, að það þeim ómögulegt að hækka þá skatta vegna þess að það bara pólitískt ómögulegt. Nei, og það verður til einhvers konar svona frekja í því að finnast það vera svívirðilegt að setja á sig meiri gjöld fyrir skattar eiga að lækka bara kílómetragjaldi á rafmagnsbílana þú veist sem að eru síðan keyrðir hér á nagladekkjum eru rosalega þungir og spæn upp malbyggi sem kostar milljarða að laga eftir á þú veist það var mótmæli upp í háskóla fyrir að setja á gjöld á bílastæðin, þú veist, allir háskólanemarnir sem búa við það gott af ástanda foreldrarnir keyptu með ríkistyrk rafmagnsbíl til að þau getur farið að þau eiga að borga á mánuð eitthvað eins og 2 strætógjöld en þá það alveg svívirleg frekja að heimta greiðslur fyrir það en bara til að klára alvarleikan með þetta að í þessu sem vorum að tala með að það sem talað mjög mikið núna út í heimi bæði Evrópubandalaginu sjálfbærni skuldana sem að við vorum að reyna að útskýra henni í COVID-inu þá var allt í lagi að auka skuldirnar að því að það var niðursveifla í hagkerfinu og vextinni voru lækkaðir og þannig skuldina voru ódýrar en það sem samanburðin á okkur á Bandaríkjunum sem eru við mun meiri skuldir en miklu ódýrari skuldir og eru að nota það sumt í slæman stríðsrekstur en annað í að byggja upp sitt samfélag og draga til landsins framleiðslu og búa til einhvers konar skárra velferðarkerfi, barnaheimili og svona þeir eru að byggja upp svoleiðis að þó þeir ná ekki að fara að byggja upp lestarkerfi að þar hægt að sýna fram á kannski að hinnar auknu skuldir geti verið sjálfbærar vegna vaxtakostnaðar eins og að þetta skili hagkvæmara og betra samfélagi. Hér hjá okkur í þessum mikla hagvexti að vera með hallarekstur á ríkissjóði í þessu háa skattaumhverfi það ekki gott fyrir sjálfbærni skulda að taka ekki á því þó þeir taki þá fram í kynninguna fjármálaáætlunina að frumjöfnu þeir velja svona hvaða hugtök þeir nota og kynna þeir að þetta svona glæru kynninga þú veist og einmitt það sem stjórnvald að segja að það allt í mjög góðu standi og það bara skána undir okkar stjórn það eiginlega markmið fundarins en það hallarekstur út allt næsta kjörtímabil þannig að það bara verið að taka kosningalofurinn á vísar að og jafnvægi verður ekki fyrir næsta kjörtímabili búið þetta það sem við erum að bjóða upp á en það hefur var myndun ný ríkisstjórn maður ekki bara í vikunni að tímaskinni hjá manni tóttuðu sambandi maður getur ekki munað einlega hvað langt síðan að Katrín Jakobsdóttir sagði af sér en það var að vera mynda ríkisstjórn og þar segir nýr forsætisráðherra að markmiðin séu fyrst og fremst það að ná tökum á innflytjendamálum
virkja meira og samt orku og nánuður verðbólgu. Og svo þegar hann ávarpar sitt fólk þá segir hann sko að þetta séu verkefnin og við bara ætlum að halda það út kjörtímabilið og svo fyrir næstu kosningar að þá munum við eftir að hafa sko náð í jafnvægi í stöðuleika og hvað kallið allt saman að þá ætlum við að boða skattalækkanir. Nú hafa komið tími til þess að verðlauna fólk fyrir að hafa tekið þátt í að ná niður verðbólgu og fleira. Þannig að hann að boða það. Frekar ykkur skattalækkanir. Já, jafnvel þó að Bogi Ágústsson segi fréttinar frá Liz Truss klúðrinu í Bretlandi að þá verða hann var á, við sögðum frá því samstöðinni að Bjarni var á landsfundunum þar sem eina sem að Liz fór ekki. Ég held að við séð eitthvað haft eftir honum að honum fannst sko ræða hennar og framgang að vera frábær. Nei, þetta er svolítið mikið rof á milli þess sem að gerast út í heimu, búið að vera að gerast út í heimu og þess sem verið að ræða eins og núna út í Við erum ekki að læra. Nei, og það eins og sé sko ekki eiginlega bara engin samsörun á milli, alþjóða gjaldeyrisjóðurinn gagnrýnir hér í skýrslum, efnahagsskýrslum Ísland, að loftslagsmarkmiðum sé ekki náð og þá á að fara að virka meira, en þó að það sé búið að styðja við rafmagnsbílakaup úr ríkissjóði að þá er samt útblásturinn aukast sko. Og það er ekki lausnin á loftslagsvandanum eða vandanum við líffræðilegan fjölbreytileika að bara virkja meira. Við vorum með tvær greinar um rammaáætlun og orkunýtingu, það er þetta að nýta betur orkuna, það er auðvitað þarf að virkja eitthvað, en það er hvernig hún er nýtt, hvernig dreifingin á hún er, hvernig töpin og allt þetta, það bara að sko gera svo margt annað heldur en að og það er engin trygging að fleiri virkjanir skili sko orkuskiptum og alls ekki erum við að sjá minnkað loftslagsfótspor sem að, bankar og seðlabankar, þú varst að tala við fjármálastöðuleika seðlabankastjóran áðan, mjög mikil umræða úti hvernig bankar og seðlabankar að taka á loftslagsmálunum, sjá til þess að vera ekki að lána í mengandi og í tengslu við vorfundina í Vosnani verða að tala endurhugsun hagfræðinnar. Meðan að við hér erum ekki byrjuð að ná nema við rauðaborðið umræðinu endurhugsun hagfræðinnar að því að heimurinn er búin að breytast rosalega mikið á síðustu árum að það er meira að segja Gordon Brown var að segja þarna á einu fundunum sem ég var að horfa á í streymi frá Washington að við varum komin í post nýfrjálsíkjuna eða eftir nýfrjálsíkjutíma núna og að merkantilismin væri að koma og taka yfir kaup skapar stefnan held ég heiti svona gamaldags þar sé að Bandaríkin er að svona síðustu kongarnir í Evrópu voru að reka margfalda á innflutning á hráefni frá Kína. Einokuna verslunin Danakonungs var svona hluti af þessari stefnu. Að heimurinn sé að skiptast upp í svona það hvernig Indland og Kína er að stækka, við erum að horfa á hvað Evrópa er að birta mjög merkilega skýrslur núna Enrico Letta var að koma með samkeppnishæfni Evrópu, svo er Draghi að koma með aðra skýrslu, þetta er það sem að fókusin er á og hver er okkar iðnaðarstefna, atvinnustefna eða fókus á samkeppnishæfni hjá okkur í þessum gjörbreytta heimi. Við erum að keyra á sama prógrami og bara gera aftur eitthvað sem við erum búin að gera áður. Ég meina það sem Bjarni lagði áherslu á að við erum að ná tökum á innflytjendum og ég hef nú oft sagt að ég bara næ ekki alveg hvað er verið að tala um. Við keyrum hagvöxtinn áfram á innflyttu vinnuafli. Og það er þetta ákvörðun að fækka innflytjendum sem er þá ákvörðun að keyra Ísland niður í einhverja svona samdráttartímabil. Þetta leið til þess að styrkja innviðina að í staðin fyrir að stækka innviðina að fækka fólkinu ég veit ekki hvort að svo stefna sér til í hagfræðinni
Þannig maður nærir ekki alveg sko hvað átt við, en maður reiknar með því að hann sé bara reyna að spila inn á einhverja svona hugmyndur að okkur stafi ykkur ógn af útlendingum og brimvörnin okkar í gagnvart þeirri ógn sé Sjálfstæðisflokkurinn og hann. En síðan talar hann orku og þar við talað að við verum að virkja upp í orkuskiptin. Einhver leyti hefur maður á tilfinningunni að þetta sé svona tækifæri til þess að sko fjölga framleiðendum orku á Íslandi, að kannski segjum að af allri þeirri orku sem er reiknað að þurfi, að þá geti kannski helmingurinn verið utan Landsvirkjunar og opinbera fyrirtækja og þá aukist svona hlutdeild einkafyrirtækja inn í orkugeiranum. Mér finnst það svona að því að eins og Sjálfstæðisflokkurinn talar að þetta sé eiginlega svona verið að svona eins og oft gert í sambandi við einkavæðingu í heilbrigðiskerfinu eða menntakerfinu, þetta sé fyrst og fremst svona horft á þetta sem tækifæri til þess að riðla einhverju kerfi til þess að auka hlut Það var fréttir í vikunum að vera komin á Kauphöll með rafmagn sko. Það er aftur bendi á sko, það er nú búin að vera margar ára saga yfir stóra skandala í Nordpool, Kauphöllin á Norðurlöndunum með viðskipti með raforku þar, það sem áttu að vera svona já, það er röða nokkrum skandölum bara síðan ég bjó í Skandinavíu, það sem voru fyrirtæki sem voru að selja raforku og reyna að markaðsetja þá raforku sem einhvern veginn betri en voru raun og veru bara að svíkja pening út úr fólki. Þarna er væntanlega verið að fara að búa til það sem að orkumálastjóri var að vara við orkumálastjóri sem er í leyfi, ekki sá sem er settur núna. Að heimilin myndi þurfa að fara að keppa við sko Bitcoin eða rafmynta sýndaregna og meiri það er hætt á því að það verði til svona eins og einhverjir heilsalar af rafmagni sem að kaupa framleiðendum og geta haldið orkunni hjá sér og búið til skort og til sem að muni hækka verð og þá dembar henni út eins og fara bara í þann leik sem Enron var í Kaliforníu. En sko þetta ég meina, og þarna er búið að vera aðgerðir ríkissjóðan úti við að afskipti inn á þennan orkumarka sem fór úr böndunum við stríðið og olli hita kostnaðaraukningu á fólki svo miklu að það skapaði lífskjarakrísu, þannig að útgjöld ríkissjóðana þar fóru í þetta og er búið að jafna og núna ná verðbólgunni niður, ná þeim útgjöldum tilbaka hækka og það er fjárfestingar átak í gangi við einangra hús betur til að spara orku, þú veist þannig að þetta er eins og að vera að horfa á einhverja svarthvíta gamla bíómynd hér þegar að þú veist heimurinn í kring er í lit og búin að fara í sko 3 seríur fram í tíman sko. Þöglumyndir og talandi orkusparnað, ég talaði við Jón Kristinsson, arkitekt sem hefur starfað í alla sína tíð í Hollandi, hefur búið til fundið upp, hann er uppfinningamæður það er eitt sem að Íslendingar getur gert, tekið upp gluggan hans og opnan hans og notað sko bara fjórðungina þeirri orku sem að við notum í dag. En að því þú nefndir samkeppnishæfni Evrópu að því að Evrópa er bara í kreppu, er í vanda. Þýskaland er í miklu vanda. Það að missa orkuna frá Rússlandi hefur haft afleiðingar í Evrópu. Það var líka verið að því að við nefndum með Bjarna og innflytjendur að það er stundum verið bent á það að samkeppnishæfni Bandaríkjanna er meðal annars betri vegna þess að þar koma fleiri innflytjendur inn og þar er svona eðlilegri aldurskurva á íbúunum heldur en í Evrópu. Hvað eru menn að velta fyrir sig í sambandi við samkeppnishæfni Evrópu sem er náttúrulega, þetta er bara, getur verið svona alþjóða pólitískt mál líka, hvernig Evrópa upplifir stöðu sína í heimi þar sem sko Bandaríkin og Kína og fleiri þar sem að vera margpóla heimur og hvort að Evrópa sé orðið svo veik að hún sogist bara inn í það að vera bakgarður Bandaríkjana, verður svona svo veik. Því ef hún er efnaðslega veik þá er ólíklegt að hún geti mótað sér einhverja svona sjálfstæða alþjóðlega pólitíska stefnu.
Því maður sér ekki alltaf að hagsmunir Evrópu og Bandaríkjanna fari saman. Sko. Nei, og maður sér vist svona rof þar á milli núna. Þegar eftir þessa sem var kallað verðbólgu minnkunar löggjöfin hjá Biden sem var samt mjög mikið líka loftslags umbreytingarstefna og svona verið að setja upp svolítið mótvægi við Kína, þar að segja fá framleiðslu heim til Bandaríkjanna sem hafi verið byggja upp innviði og reyna að styrkja svona grund efnahagslífsins á svona miðja 20. aldarinnar sjónarmiðum. Já, bara ríkistyrktar verksmiðjubyggingar fyrir örgjörfa og þú veist, ég meina við erum búin að vera með ríkistyrkta Tesla-kaup eða rafmagnsbíla-kaup, þú veist, en þetta er til að ná fram umbreytingunni. Síðan er núna verið að náttúrulega vara við því að þau verða að vera sanngjörn umbreyting. Núna var að fara að setja á kílómetragjald og á bílana að þá og svo jafnvel skatt eða mengunar á bensínbílana. Þá verður eins og gerðist í Frakklandi guluvestin, þú veist, ef við ætlar að láta neðri helmingin sem hefur ekki efna og uppfæra bílinn sinni rafmagnsbíl, allt í einu að láta hann fara bara, þú veist, það er þetta sem er verið að vinna rosalega mikið gegn í öllum aðgjörunum úti, bæði í Evrópu meiri sér í COVID fóru þeir í svona sérstaka fjárfestingu dreift á þau ríkin sem mest þurft á því að halda úr sameiginlegum sjóðum Evrópusambandsins til þess að gera svona resolution and recovery til þess að verða svona sterkari samfélög og komast sterkari út úr COVID-inu og nú er verið að tala um að því það rennur út 2026 að það verið að tala um við þurfum að framlengja það í nýju umhverfi og næstu kynslóðar hugmyndina sem var sérstaklega bent gegn því að minnka atvinnuleysi yngra fólk sem endur. Þannig að það er rosalega mikil gerjun. Það er punkturinn minn. Við búum í svo breyttum heimi núna út af þessum stríðsátökum út allt og út af loftslagsvánni. Það er verið að beita ríkisfjármálunum, opinberum fjármálunum og aðgerðunum á móti í að reyna að fá það til uppbyggingar og betra samfélagi og öðruvísi samfélagi heldur en að því það er búið að sjá eins og þegar Gordon Brown er fann að segja nýfrjálshyggju tíminn, þú veist, eftir nýfrjálshyggju tíminn er liðin undir líka og hér eru við að Hvað heitir sá tími sem við tekum við þá? Já, hann var að vara við að þá værum við eins og við værum að fara inn í þennan merkantilisma, það er að segja það sem að Kannski vegna þess að það hefur ekkert verið rætt það hvert við ætlum að fara. Ég hef stundum verið að benda á þetta hérna. Já. Að pólitíkin og svona pólitísk umræða snýst minna það eða það maður halda því fram að það hefði verið alveg aftur til 1980 og þá hefði stjórnmálum breytt eðli. Áður var þetta umræðu það hvers konar samfélag við vildum byggja upp en síðan er hugmyndin svo að þetta samfélag við eigum ekki að hugsa það. En það er ekki hlutverk við pólitíska sviðs að ákveða hvernig framtíðin er að vera. Framtíðin kemur til okkar fyrir snilli frumkvöðla og frjálsrar markaðar sem er í annað orði yfir bara hinn ríku sem að völdinna ríku og þau munu færa okkur hérna góðu framtíð og þetta hrynur 2008 síðan kemur tímabil eftir frjálshyggjutímans hann er ekki að meina það Brown að það er þá 2008 til 2024 og það er það sem er verið að zombie nýfrjálshyggjan einhvern veginn er en þá pólitísku átökin snýrst ekki það hvaða samfélagssáttmáli ætti að koma í staðinn heldur var það svolítið þannig að stjórnmálin áhersla þeirra á að ekki vera að tala hvers svona samfélag við viljum heldur að það veri þeirra hlutverk að verja okkur fyrir ykkur ógn, hvort sem að það er jarðeldar eða heimsfaraldur eða verðbólga eða innflytjendur eða bara eitthvað að sú stjórnmála hefð eða kultúr að hann var ófær það að búa til nýjan samfélagssáttmála hvað við vildum hafa sem samfélagssáttmála þegar nýfrjálshyggjan er sannlega hrunin og þá situm við náttúrulega uppi með mekanisman sem er vendastefna, efnahagsleg vendastefna óttastefna. Já, en það var eiginlega
ef við má síðan vísi annan, sko, þú veist, að því umræðan þarna við þurfum að vinna á móti þessu, auðvitað þarf að setja upp einhverja tollavarðandi til dæmis að skattleggja óhreint stál á móti grænustáli og þetta allt saman, og það sem flutt, þú veist, kolefnissporið af því sem flutt, þetta er verið að þróa bara staðala líka til að standa reikningsskil á þessum kostnaði, af því að þetta er lagfæringin á þessu sem fór úr böndunum í svona ofur fjármálavæðingunni og hinum þessum frjálsa tíma sem við lifum, en sko, og notabenni það verið að tala að vinna á móti því líka að þessir tollar og þessi svona verndarhugmyndir leiði til sko herra verðstátt til fólks, þannig að þetta geti ítt undir verðbólgu, hún aðeins farin að fara upp aftur í Bandaríkjunum, þannig að þarna umræðan mjög mikil, síðan hinn hlutin. Þú ert að vísi umræðu sem að vara við hvert við erum að fara að óbreyttu, en að við erum að fara að þanga samt að óbreyttu, þannig að þetta er eiginlega bara gagnrýnisraddir innan úr kerfinu sem að segja það sem ég var að reyna með þessum að draga þetta svona upp er kannski afleiðing þess að það er ekkert búið að ákveða hvert við erum að fara. Þess að við erum alltaf bara að bregðast við ykkur í ógn og stjórnmálastéttin okkar lifir á því að við erum alltaf að venda okkur fyrir ykkur ógn og kannski er það líka vegna þess að fólk óttast að því að svarið liggur náttúrulega augum uppi hvernig samfélagssáttmálinn ætti að líta út og hann hljóma bara eins og bara sósíalismi. Bara aukin jöfnuður og auki hlutverk sko félagslegra sjónarmiða en það er enginn í stjórntækinu sem að þorir að segja það vegna þess að það er búið að henda allir sósíalistunum í skottið. Já, og þá kemur það hinu erindinu, þetta voru nú sko, langir fundir, núna 2 daga en mér fannst svona einna merkilegast þetta annars vegar sem Gordon Brown sagði og hins vegar það sem Angus Deaton sagði sem hagfræðingur sem ég hef nefnt hérna áður og fekk Nóbelsverðlaun fyrir nokkrum árum. Skoti og hefur mikið fjallað meðal annars ójöfnuð. Já, og velgiftur maður. Sonur kólaverkamanns frá Írlandi, Avans var það, og hann er búinn að vera að rannsaka sko ójöfnuðin og sko seðlabankur út í heim eru farin að tala ójöfnuðin og þeirra aðgerðið það þurfa að taka tillit til ójöfnaðar áhrifana af því sem þeir eru að gera. Og Gylfi Sóka bendir á því greininni sem kemur út á morgun að þessi óæskilegu hliðaráhrif eins og það heitir á hagfræðimáli. Það er að segja, þegar stjórnmálinn gerir ekki sitt, Seðlabankinn hækkar bara vextina, hann lendir á bara skattlagning á ungum barnafjölskyldum eða skuldsettum heimilum og svo náttúrulega hér á landi leigjendunum öllum sem eru með verðtryggða leigusamning og borga. Að það sem Angus sýndi fram á þarna í raun og veru munin á milli í bandarísku samfélagi, heilsu að því nú er sko lífslíkur bandaríkjamanna bara á síðustu 10 árum farnar að fara niður á við sem er aldrei gerst í heimsögun áður og bandaríkjamenn er orðnir svona neðstir í samanburðinu við 20 þjóðir, þetta voru mjög lýsandi svona línurrit hjá honum og svo tók hann bara einfalda skiptingu, þriðjungurinn í bandaríkjamanum sem er með sko háskólapróf, bara 1. gráðu háskólapróf og svo 2/3 sem eru minna menntað að þar er bara gapið ennþá rosalega, það sem sagt efsti þriðjungurinn í Bandaríkjunum fylgir svona Evrópulöndum og öðrum löndum en er samt með þessa minnkuðu lífslíku núna undir lokin meðan að sko að 2/3 neðri helmingar landsins eru bara á einhverjum allt öðrum stað og sko hrapi lífslíku og þetta er náttúrulega sko eitt skýrasta dæmið af afleiðingum þess að hafa svona mikinn ójöfnuð, vaxandi ójöfnuð og sko bara til að Þannig kappið sem tortími sjálfur sér. Já, og það sem mér finnst ógnvænlegt ef maður skoðar og það búið að vera og hann drepur allt á leiðinni sko. Já, og sko að því ég veist að ég fylgist mikið með Evrópu og það sem ég var að reyna að gera þar í vandanum þar en mér finnst á margan hátt þó að heildartölunar okkar séu góðar þá er viss merkjum að við séum þarna nær Bandaríkjunum í þessum ójöfnuð þar að sjá milli þess ekki varðandi heilsuna og lífslíkunar en hins vegar varðandi það að neðri helmingurinn allavega, ég ætla ekki að segja 2/3 en sem neðri helmingur sem er sko að berjast í bökkum að ná endum saman á móti efri helmingnum sem hefur það
svo gott og þarf ekki að borga neina meiri skatta og bara fær ríkistyrk til að kaupa rafmagnsbíl nummer 2 og þú veist Sjáuðu ekki veislunarstrákar og þarna að verða svo mikið gap og það bent á þetta í greinum hjá okkur í síðustu viku og sem kemur í þessari viku varðandi það sem var samið í lífskjarasamningunum 2019 sko. Þú veist, verðarlega búið að hækka hér á tíma ríkisstjórnar þessar tveggja ríkisstjórnar fram að þessari sem núna ef maður á að tala um þetta sem ólík ríkisstjórnir eða sömu 40% hækkun og svo ekki gert það sem er lagt upp með í lífskjarasamningunum varðandi að slá á hérna verðtrygginguna og kostnaðin heldur og svo komin núna einhver skýrsla, þú veist, mörgum árum setna og hún ekki að fara að lækka verðbólgun í sjálfu sér, þú breyti mælingunni aðeins á hérna þannig að það alltaf verið að gera eitthvað svona smárettingar sko nokkurum árum of seint og vandinn sko eykst og það eiginlega síðasta sem ég myndi nefna sem birtingamynd á þessu að hérna er búin að vera greinar sko hjá mér Gylfi Magnússon sko hvernig fækkun og ég held eftir að tala við hann Araklang, hann var með mjög merkilega hérna rannsókn upp í háskóla sem var kynnt á því sko að frjósemi hérna hér á landi fæðingatíðni hefur bara hrapað á síðustu einum áratug og svo mikið núna nýjasta árið sem hefur verið byrtið 2022 og það svo mikið fall frá 2021 að það verið mjög forðilegt að sjá tölurnar þeir ljóta nú að geta afgreitt þær fyrir 2023 og ef að þetta heldur áfram að þá þetta er bara stórkostleg breyting. Já og það sko við vorum með yfir 2 við vorum með meira barnegnum heldur en Evrópa bara 2012 sko. Þú veist, þannig á áratug erum við komið niður í rétt rúmlega 1,5 barn. Það er eitthvað við þessar breytingar hérna sem að eins og stundum það kemur ykkur skoðanakönnun og hún er svona skjön, þá viljum að sjá næstu. Já. Af því að til dæmis hafði þjóðskrá talið vittlust fjölda Íslendinga og munaði mest innflytjendur sem höfðu flutt í burtu sem eru á vinnualdri og þar af leiðandi sko barneigna aldri að því að breytingi var svo mikil sko. Að mér fannst en hins vegar þú horfið við 10 ára tímabil þá alveg augljóst hvað að gerast og það sem að ef við ætlum þá verður kynslóðun að fækka þannig að það verður 1000 í einni kynslu þá verður 750 í næstu og svo heldur þetta áfram og við verðum komnir í stöðu Færey eftir 100 ár við verðum 455.000 Já, sérstaklega á herða á innflytjum loka landa því þaðan hefur fjöldin komið og sko nú að koma líka svona tölur frá Japan þar sem að þetta búið að vera í nokkra áratugi svona hérna fækkun og fólk ekki eignast börn og hagkerfi ekki að vaksa í stærð og það bara svona hrun fyrir sjálflega þar sem en það sem ég ætla að benda úr sem kom í rannsókninni sem var ekki greinin hjá Gylfa heldur rannsókninni hjá Ara að sko munurinn á barneignum í efri það voru í efri 15 sem 20% velstæðu er ekkert mikið hrun í þessu en í lægsta 15 20% tekju lægstu að þar bara það er 500% munur þannig á milli af því að þú bara reynilega getur ekki haft efna og eignast börn á Íslandi út frá hvernig kerfið Já, við erum komin í þangað sem að við Íslendingar þekki vel, við vorum með þetta í vistaböndunum og vinnuhjúa kerfinu, þar sem að vinnuhjúum var meinað að eignast börn, en fátæku þeir fengu ekki eignast börn og var gert með því að það var ólöglegt eignast börn utan hjónabands og þú getur lent í því að þið verið bara drekkt fyrir það, en þú fékkst ekki að giftast að þú áttir ekki neitt. Og ég bara draga þetta upp, en ég meina við höfum verið þarna, því að þú, Gordon Brown að tala um að við séum að fara hraðalega tilbaka og það var fleiri verið að benda þetta, Piketty hefur verið að benda á þetta, við erum að komin yfir við erum komin aftur fyrir kapitalismann, þú veist, það tímabil, að við erum að sigla inn í svona lénsveldi þar sem að þeir sem að fljóta ofan á eru raunverulega bara blóðmjólka restina og lifa einhverju allt öðrum veruleika og sjá bara fyrir sér veislu og skilja og nýta á það sem bara ég sá orð í fyrsta skipti langa tíma daginn, það var vinstra væl þegar verið að benda á
háskan í stjórnarstofnunni, vinstra væl. Nei, ég meina það er minni svona eftirspurn eftir að fá mig inn á RÚV því það greinilega þykir ég vera með eitthvað vinstra væl. En sko alvarleikin í þessu er gífurlegur, varðandi samfélagsuppbygging. Það er verið að sko það er ekki bara verið að misþyrma sko lífskjörum fólks, heldur er að vera að svifta fólkið og samfélagið framtíðinni. Því að ef þú ert í þeirri stöðu að þú telur þig ekki bara geta eignast börn, að það sé bara ekki þér í boði, að þá er náttúrulega verið að bara eyðileggja þitt líf og það er náttúrulega verið að eyðileggja samfélagið. Já, nákvæmlega, og sko samfélagin sko eins og Bretland sem hafa verið í sinni krísu, hafa verið að líta til Norðurlandan og uppbyggingunum því, hafa verið að lýsa bætina, að fara að byggja upp barnaheimili, þú veist, til þess að fá betra vinnuafl sem getur komið í vinnun og með börnin í leikskóla og skóla. Og bara sama og þú veist, uppbygging velferðarsamfélagsins í Skandinavíu er svona þekkt dæmum sem, en við erum einhvern veginn þarna farin í sko, þú veist, meiri nýfrjálshyggju þegar að sko, þeir verða að tala út í Bandaríkjunum að eftir nýfrjálshyggjan sé horfin og við þurfum að endurhugsun á hagfræðinni og þá erum við sko, og við fáum bara tölur skilur frá húsnæðis- og mannvirkjastofnun húsnæðismálinu svo koma þess að því í lokin að meiri hlutin af nýjum íbúðum eru keypt sem önnur, þriðja, fjórða íbúð þannig að þú veist, eftir 15-urinn er að kaupa leigu íbúð nummer 2-3 fyrir börnin sín og láta leigjendun að borga niður láni. Þú veist, þetta kerfi samfélagsuppbyggingakerfi sem er búið að verða byggt upp hér og verða til á sko og stjórnvöld verja þetta kerfi. Og stjórnvöld er ekki að verja hagsmuni leigjenda, þau bara neita því. En þau eru að verja hagsmuni þeirra sem að draga kannski upp úr húsnæðismarkaðnum. Kannski við vorum að reyna að meta þetta í gær, ég og Guðmundur Hrafn Argeirsson, kannski 35-40 milljarða sem er eiginlega oftekin leiga vegna skortstöðu á markaðnum. Og það eru náttúrulega hluta til þetta Alma og heimavellir en meirinn helmingsleiti er þetta sem þinni betur stæðu í 20% efsta hlutanum sem eiga auka íbúðir og bæta ennþá kjör sín með því að sko blóðmjólka fátækasta hluta samfélagsins. En þetta system, stjórnvöld eru að verja það. Þau eru ekki að verja þá sem að verða fyrir því að þurfa að borga hverju einustu mannamót, kannski 80-100 krónum meiri húsalegu en þyrft að gera, fólk sem má ekki missa þessa peninga, til þeirra sem hafa það betur í samfélaginu. Þetta eru stjórnvöld að verja. Já, og þetta er að gerast bara núna mjög hratt, sko, eins og við höfum rætt að fólk í neðri helmingnum eyðir sko öllum launum og þau duga núna bráðum ekki til í húsnæðiskostnað mat. Og eiga bara í vandra með ef að þvottavélbílar eða þarf að kaupa vetradekk á bílinn. Eða flytja. Ég er að flytja þess að dana. Og þá er maður að hugsa... Kostar nokkur 100.000. Það kostar sko mikið. Og hverjir er það sem flytja oftast? Það eru leigjendur. Og hverjir eru leigjendur? Það er þeir sem að hafa meðaltalið miklu lægri tekjur. En það er kostnaður ekki bara við það að rífa börnin upp úr hverfi, í annað hverfi og yfirleitt er það þannig að svona góðsögnin allavega kaupendur að þegar þeir eru að flytja þá er þeir að fara í eitthvað skárra eða eitthvað sem að henta þeim betur. Flestir leigjendur sem eru að flytja er að fara í lakara húsnæði vegna þess að þau ráði ekki við að halda í við gæðin sem þeir hafa í kannski lengri fjarlægð frá skólum eða vinnustöðum meiri þröngbíli en bera svo að þennan kostnað sem er að flytja sem er alveg fáranlega mikil. Og síðan þessum skilja ef að fólk hafa efna á skilja það er mjög dýrt líka og það er mjög dýrt að reka eins staklingsheimili og sérstaklega náttúrulega í öllum þessum konunum ég bara vísi töluna sjálfstæði foreldrar heimili með eitt fullorðin og eitt barn þau eru einna verst stödd í þessu öllu og það er keyrt áfram í að gera þetta áfram verra. Núna komu í svo sem kjarasamningspakkanum aukin barnabótastuðningur og húsnæðisstuðningur en eins og ég bendi á þetta er svona til að sko nær ekki að vinna upp það sem að hlutin hafa orðið verri og dýrari sko. Þannig að það er ekki eins og þetta sé kjarabót eða sem sagt sko bæting á stöðu heldur það verða spasla upp
upp í hólu eða gat sem orðið sko ósjálfbært. Ríkið að styrkja óbreytt ástand. Já, og sko viðhalda kerfi. Sem að leigjendur hafa sagt sko að ég fæ 10 krónur meira í húsnæðisbætur, að þá líður ekki langur tími á húsalega mín hækkar 10.000 skall. Því að þá það raunverulega styrkur til eigenda leigjandans. Já, og leigusalans og sko og að því í verkefnum híbílaauð sem verður núna á Hönnamars í næstu viku að þar höfum við verið að reyna með svona umræð og vakningu sko gæði húsnæðis, birtu og ljós og að það sé ekki bara byggt hratt og hagkvæmt og ódýrt og þú veist, og við verðum með svona samtal við eldhúseiguna í hérna Hafnarhúsinu sem svona nútíma eldstæðið okkar þar sem við erum að reyna að ná sko umræðum þetta, en það erfitt að fá fólk úr fjármálageranum, bankageranum og byggingageranum til að koma að samtalinu, en sko ef þú reynir að greina þetta ástand þá sérðu bara úr nýlegum fréttum að sko meiri segja að því rifrildi fyrir alltaf þá bara koma meira af ókeypis lóðum frá sveitafinu og þá verður byggt að sko það svo mikill hagnaður af því bara að liggja á lóðunum og bíða með að fasteignar verði að fara upp að það kemur sko milljarða gróði út úr því að hafa bara keypt lóð á nokkra milljarða, fengið deiliskipula samþykkt upp á fullta íbúðum en sko þú græðir meira á því að síðan selja lóðina heldur en að sko raunverulega byggja. Þetta svona lýsandi dæmi. Matador þar sem þú þarft ekki að byggja hótel. Já, græðir bara að eiga aðalstræti. Já, að sko þetta svona fjármálavæðing, hinn ýktasta form fjármálavæðingar sem við erum einhvern veginn búin að koma á í samfélagskerfun okkar. Og við verðum að samfæra okkur að sé normalt ástand. Já, og þú veist, og svo kemur upp núna eitthvað sem var sko líka til umræðu fyrir 12 árum þegar ég kom inn og var nýkomin inn í annan húsnæðismarkað því að menn hér líta á byggingarétt sem eins og einhvers konar eignarétt eða eins og einhverja verðþeirra krónu inn á bankareikningi að sko í öllum öðrum löndum ef þú færð byggingarleyfi að þá þarfst að byrja að byggja, skilur það er ekki eins og þú getur bara fengil, keypt lóð og átt byggingaréttin og svo bara býður með lóðina til að hækja því þú græðir á því að gera ekki neitt sko. Ég leiði með stundum að vera með svona þema í þáttunum, við erum að tala efnahagslífið og fjármála því að hérna var gestur undaðir, Gunnar Jakobsson varaseðlabankastjóri sem er að hverfa á braut, mjög áhugavert viðtal. Í gær vorum við meira að ræða svona kannski svona lýðræðið því að það klassaði svolítið saman í vikunni svona fullyrðingum Bjarna Benediktssonar og fleiri að lýðræði væri bara kosningarnar og svo að þau fengi umboð til þess að gera það sem að sömuleyti er alveg rétt en höfnun á lýðræðinu sem að birtist meðal annars í mótmælum og undirskriftasöfnunum og að stjórnvöld, að almenningur neyði stjórnvöld með þeim tækjum sem almenningur hefur á milli kosninga til þess að sveigja stjórnarstefnuna eða velja forystu fólk í einhverjum takt við vilja almennings og það er meira í þessu en það að til þess að sé gott lýðræðiskerfi að þá þurfum við að hafa öfluga verkalýðshreyfingu, við þurfum að hafa náttúrulega stjórnmálaflokka sem er eitthvað meira heldur en einhver forysta sem er svona lost in space, við þurfum að hafa raunverulega grasrótarsamtök og við þurfum að hafa hagsmunasamtök eins og leigjendasamtökin eða félag innflytjenda, félag einstæðra foreldra til þess að berjast fyrir þessum hagsmunum svo því að við sjáum það alveg í sögunni að leið og svona hagsmunabarátta veikist að þá verður lakari kjör viðkomandi og það var eiginlega niðurstaðan í samtali mínu við Guðmund Hrafn í gær að til þess að bæta stöðu leigjenda þá er bara frumskilyrði að efla leigjendasamtökin og gera þau sterk því að við getum setja endalaust við þetta rauðaborð og segja hvernig húsnæðiskerfi þetta að vera það eru bara leigjendur sem að munu knýja á breytingarnar því að fólki í ríkisstjórninni það er ekki leigjendur, fólki á þingi er ekki leigjendur Guðmundur Hrafn lýsti því þess að maður mætir á ráðstöfnu þar sem að allir eru eiga húsnæði nema hann kannski 80 manna hópur og það er að vera kannski 10 sem eru leigusalar en hann er eini leigjandi þannig að þú veist, það verður að byggja þetta upp en það eru fleiri þættir til þess að hafa heilbrigt lýðræðiskerfi það er til þess fjölmiðlar sem að standa veikum fæti núna og
og sömuleyti þetta rauða borð og samstöðun afleiðing af því, við þetta bara þegar allt tekið af okkur þá verðum við bara að búa til eitthvað í staðinn og svo það fræðasamfélagið sem að á að koma með upplýsingar inn í umræðina og ég hef mikið kvartað yfir því að háskólinn virðist bara alltaf þegja á meðan að það verða algjör umturnu í umræðum innflytjendamál en það með mér lítið á þessi skildu háskólans að koma með þá raunverulega staðreyndir að það sé ekki lýðskrumararnir sem að fái að ráða öllu hvað er rætt og með hvaða hætti og það sem að þú hefði búin að vera að tala hér aðeins umræða sem erlendis, meðal annars á aðalfundi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem að Íslendingar eru aðilar að. En það er eins og að sú degla sem þar birtist og þú ert að vinna til og sama innan Evrópu og fleira sem að þú oft kemur hingað til þess að vinna til. Það er eins og þetta einhvern veginn að póstskipið einhvern veginn sökku í hafi. Að til fallegasti bókatitill í heimi er Kristunarstaðar í Eboli. Það er eins og fréttirnar af dauða nýfrjálshyggjunnar hafi verið í einhverju skipi sem að strandaði á Skeiðarársandi og sokkið í sand Þetta best ekki til Seðlabankans, þetta best ekki til Valhallar, þetta best ekki niður á Alþingi, þetta best ekki til Ríkisútvarpsins, þetta best bara ekki til Íslands. Nei, ég meina mér finnst stundum furðulegt að það er eins og ég sé meira í fjölmiðlaumræðunum efnahagsmál heldur en allir fræðimennir í viðskipt- og hagfræðideild upp í Háskóla Íslands sem að ég átta mikið alveg á og er þetta hræðsla við að koma inn í umræðuna eða er þetta af því að það er svo mikið að breytast og að ef að þú ert einblína á fræðin þín bara inn í þínu líkanni og heimurinn breytist svo mikið að þá ef þú fylgist ekki með því sem er að gerast út í heimi að þá verður þetta bara svona skrýtnara ástand þannig að það er eiginlega svona helsta greiningin sem ég hef náða að sjá út úr þess að því að þetta mér finnst ég yfirleitt hér vera og þegar ég var á RÚV reglulega bara svona færa fréttir úr Financial Times og Bloomberg þú veist og eins og núna þetta var reyndar ekki af aðalfundi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins þetta var Peterson Institute sem nú samt hugveita bara mjög svona það væri mjög langt í að hún yrði flokku sem eitthvað í átt til einhvers vinstris þetta var það sem áður áður kirkjur nýfrjálshyggjunnar en ég meina þú veist Biden ríkisstjórnin er að styðja við uppbyggingu verkalýðsfélaga en hér, jável þó þið hafi verið lofað í lífskjarasamningunum 2019 þá tókst ekki á 5 árum að fyrir þessa ríkisstjórn að styrkja leigjendasamtök sem allir ætti að geta hort á Íslands samfélag og segja hvað er svona áriðandi það er að við styðjum það að leigjendur nái vopnum sínum geti skipulagt sig og háð svona eðlilega hagsmunabaráttu gagnvart leigusölum og ríkisvaldinu en skattkerfi er byggt upp þannig að það er held ég að verið tekið saman í heimildinni 50 milljarðar sem að farið úr ríkissjóði eða sem eftirgjöf af skattekjum ríkissjóði það var ekki streymt úr ríkissjóði en 50 milljarðar komu ekki inn í ríkissjóð óinneindir fyrri skattar af því að heimila fólki úr efstu 3 tekjutíundunum sem við höfum þetta nú alveg rétt með við svar á þinginu sem fór í að niðurgreiða höfuðstólskuldana þeirra og þau gátu þar með þau heimila kannski keypt aðra íbúð fyrir barnið það eru 50 milljarðar og svo eru 8 settir í húsaleigubætur eitthvað svoleiðis sem eftir hækkun en það eru tekjur ríkisins af húsaleigu af því það eru fullur fjármagnstekjuskattur hjá hluta en einstaklingar borga bara 11% að hann held ég veli á 3 milljarða þannig að ríkið er með og svo hækkar húsaleigan umfram almennt verðlag og umfram kaupgetu leigjandana og þar með fara aukna tekjur inn í ríkissjóð en þannig að aukningin til húsnæðisbótana er minni í krónutalið heldur en aukna tekjur til ríkissjóðs vegna hækkunar umfram hækkunar húsaleigu og þess vegna er svo við lokum þessu nú í hringninu frá upphafi að hallinn á rekstri ríkissjóðs það er búið að aukast svo tekjuflæði inn
en það heldur áfram bæði eftirgjöfatekjum og að þarna óbalansin svo rosalega mikil. Það ætti að hafa verið svo auðvelt í þessum mikla hagvexti að loka gatinu og síðan á náttúrulega pólitíkin að snúast þetta betur. Hvernig gerum við lífvænlegt samfélagina? Hvernig gerum við ekki samfélag þar sem að það 500% munur á möguleikunum til barneigna, þú veist, í lægsta, ekki tekju 10, lægsta tekju 500, 20%, á móti efstu 20%. Þú fullir að það væri ekki sama ástand hér í sambandi við lífslíkur og hefði verið í Bandaríkjunum þar sem að lífslíkur það eru fyrst og fremst svona hvít lágstitt í Bandaríkjunum sem að falla. Hluti af ástæðan svo að hagstofan okkar, hún greinir ekki samfélagið eftir stéttum. Nei. Maður stundum gert þetta menntun og þá getur maður svona ráðið í eitthvað en í þeim rannsóknum ég komið fram til þess að sambandi við lífslíkur og lífeyrisaldur og það hefur verið, þú kannast við umræðu það var í Danmörku bara fyrir síðustu kosningar og þar síðustu kosningar að lækka lífeyrisaldur erfiðisvinnu fólks. Það byggt upp á því að það sést bara í tölunum að lífslíku þeirra sem í erfiðisvinnu, sem yfirleitt láglauna fólkið, sem lægstu stéttinnar, að þær eru miklu minni heldur en þeirra sem að í huggulegri innivinnu og með góðar tekjur og það getur munað ég sá einhverstað tölur í Svíþjóðum 8 ár sem að þeir sem að eru efsta fimmtungnum og þeir sem eru í neðsta fimmtungnum það munar 8 árum á lífslíkum og það gjaldið sem að hinni fátæku og hinni valdalitlu borga fyrir þetta samfélag sem við búum í. Og ég hef síðan ágjör af því núna varðandi þetta með bara vandan við hann á endum saman í verðbólgunni sem að ekki að fara niður við breytta útreikningsaðferð Hagstofunnar í júní eða það að sé sagt inn á þingi að Seðlabankinn spái 4%. Þú veist, og það eru merki sumstar eins og frá Bandaríkjunum að verðbólgan sé að fara aftur að þessu upp í heiminum og halda áfram meðan að í Evrópu hún svo sem að koma niður og með neð, en þetta einn flókni heimur sem við lifum í, það mismunandi, þetta ekki eins og COVID-tímanum, það sem allir voru eins og við fylgdum öllum eins, þannig að núna það spurningin, hvar eru við í þessu hreyfanlega mikla umbreytingaferli í heiminum og eru við í alvörunni eins og þetta lítur svolítið út núna allavega í dag, ég vona að ég hafi greint ránt eða þetta breytist að bara keyra hér í svona einhverju nýfrjálsíkju partíi þó að og það sem að það sem ég hef kallað stundum og bara neyðist til að halda áfram að nota sem svona velferðaríki fjármagnsins, þar að segja eins og birtist í bönkunum, ég meina það eru umræði í Skandinavíu og Evrópum aukin hagna banka, þú veist, og það hér bara er svo mikil afgangur af rekstrinum vegna verðbólgunar og hækkunar tekna fyrir að gera sama business og áður, að það er hægt að kaupa tryggingafélög og þá fer allt bara í eitthvað brjálar yfirildum hver hefði átt að fá það eða ekki eða hvort að ríkisbanki eigi að kaupa tryggingafélag ekki eins og menn vilji að hann sé rekinn ef ég skil rétt það sem verið að segja úr fjármálaráðuneytinu eða bankasýslunni að það eigi að svona alls ekki að reka hann í of miklum svona eins miklum professionalism á aðra banka, eins faglega á aðra banka heldur eigi hann að haga sér, hreyfa sér sem minnst og gera sér minnst og jável þú veist og svo náttúrulega augljóslega þarna verið að nýta kerfið er þannig að Landsbankinn í eigu almennings en það má ekki reka hann með félagslegum markmiðum heldur á að reka hann eins og hann sé eigandinn sé óður kapitalisti en hins vegar má hann ekki vera góður í því, hann verður að vera lélugur óður kapitalisti. Þetta er alveg óskilja, þetta er eigandastefnan og þetta er eigandastefna sem er alltaf verið, hefur ekki heyrtu það í fréttum eða sem alltaf verið að tala um eigandastefna eins og Mósi hafi sótt þetta einhvers staðar, eins og eigandastefna þessara ríkisstjórnar sem að vill að þetta sé alls ekki rekið á félagslegum grundvelli, alls ekki svona þjóðhagslega hagkvæmt, þá verður líklega lægri vextir, þá myndi vera Landsbankinn nota til að keyra niður vaxtastig hinna bankana, það má alls ekki, en það var að reyna að hafa vextina sem
hæsta, en hann má hins vegar ekki rekan þannig að hann sko get ekki nota sömu brögð og einkabókarnir. Nei, og svo þannig að þessi zombi í bankasýsla einhvern veginn sem fer með þetta en búið að setja lögum og þá erum við komin að einu sem ég ætlaði að spyrja vegna þess að morgun aðalfundur Landsbankans og þar bankasýslan ætlar ekki að styðja neinn af fyrirverandi eða núverandi líklega bankaráðsfólki til endurkjörs, stillir upp sínu eigin fólki. Þeir fara með 99, eitthvað ekki 98,2% af atkvæðamagninu og ráða þessu líklega. Það er mjög ólíklegt að það verði einhver drót í kjörinu. En samt þú í kjöri? Já. Ekki tilnefndur á bankasýslunni? Nei, ég bauð upp á mig til valnefndar bankasýslunar. En þau kölluðum ekki viðtal. Ég hef svo sem gert það áður á þessum 10 ára ferli en ég hélt... Þú bauðstu fram í Íslandsbanka? Já. Það var líka svona, þá var kallað til aðalfundar út af svona hvað maður á að kalla klúðri eða einhverju svona einhverju baráttu sem í gangi og þá fannst mér ég bara vera skylda til að bjóða upp á krafta mín inn í stjórnina því það var augljóst þar að hinn stjórnin hafi lent í svona það sem heitir groupthink, allir hugsa eins við borðið svona að það er ekki best að við bara seljum í sjálfum okkur og eitthvað svona og við seljum þessum vinnum okkar þannig að það Svo ríkisstjórnin alltaf í, hún kemur alltaf fram og segir að hún sé svo traust og hún njóti svo mikil stuðnings og ekki skilur í salnum hvað það er að tala um. Ég vildi bara bjóða upp á svona mína kritísku sín og náttúrulega ég notaði 5 ára á starfsferli mínum, ég skrifaði doktorsritgerð banka og vann í fjármálagerðunum úti og þó að... Er þetta í sjálfstæðanum með það? Nei, það held ég ekki. Ég hins vegar... Heldur það sé ekki, skipti ekki máli við val á hverju farið í bankaráð? Já, sko, núna er það aðeins öðruvís en þá, hann á Íslandsbanku í fyrra, þá voru ríki með 40% en lífeyrissjóðir gátu kosið og þetta er með svona hlutfallsvægja, þá tókst á þeim aðalfundi stórum öðrum hlutum, væntanlega lífeyrissjóðum, að skipta út einni af stjórnarkonunni sem að bankasýslan hafi tilnefnt fyrir aðra stjórnarkonu sem þeir fylgdu sínum atkvæðum bakvið. Ég var bara ekkert búin að vera inn einu þannig ploti, vildi bara bjóða upp á mig og hélt frambáðsæði út af svolítið svona þessum líka lýðræðislega vinkli þegar að ríkja á mikinn hlut og aðalfundur er svolítið svona eins og kjördagur í 1. júní eða þú veist, aðalfundur í fyrirtækjum er sá eini tími sem að eigendurnir, hlutafarnir, hafa færi á að sína, leggja sitt atkvæði á annarkvort með því að kjósa stjórnarmenn eða koma með tillögur til stjórnar, að því á milli aðalfundana sem eru bara einu svona ári, þá fer stjórn með reksturinn og stjórnin felur síðan forstjóra sem hún ræður og rekur að sjá daglegan rekstur. Þannig er strúktúrinn í þessu og hann er ekki lýðræðislegur þannig heldur það er 1 króna eitt atkvæði, þannig að þeir sem eiga mest ráða mestu. Og þarna sáum við dæmi fyrra af Íslandsbanka og núna vildi ég bara bjóða sérstaklega því það voru nú þessar vendingar í ríkisstjórninni eða breytingar eða hvað hann heitir, þá komi nýr fjármálaráðherra úr öðrum flokki og ég bara Þú ert ekki heldur í Framsókn? Nei, líklega ekki, sko. En við erum þó 2 þannig sem það því að maður gat búið sig fram, það kerfið býður upp á það, þó að bankasýslan hafi valið aðra og þetta er bara listi okkur öll sem erum í boði og ég og Kristín Valla sem er prófessor í sjálfbærni, sem er nú á að vera áhersla í bankarekstri og erum allavega þarna með hinum sem að bankasýslan valdi til að bjóða fram til stjórnar og svo er það spurningin hvernig það verður á fundinum á morgun, það er svolítið spennandi. Hver fyrir með hinn atkvæðin þannig að 1+%? Það er sko, það er mjög svona óljóst og ég hefði nú kannski haldið að það hefði verið í tiltektinni bara verið keypt upp af ríkinu til að eiga alveg en ég held að þetta séu fyrir starfsmenn og eitthvað þess og ég veit ekki hvort það er einhver grármarkaður eða hleramarkaður með þetta og hvort það sé einhverju byrjar að safna saman þeim en það er augljóslega væntanlega einhver svona undirbúningur fyrir sölu og manni getur nú alveg gruna að þetta tryggingafélags uppsteyt tengist líka einhverju leiti því eins og maður sá í yfirlýsingu fyrir fjármálaráðherrans
að þetta væri svona til að koma hreyfingu á málin með að selja bankan, ég veit það ekki en ég allavega, ég er ekki einu sinni almennilega viss sko hvernig það verður á aðalfundur á morgun, hvort það sé Bankasýslan sem að fari með atkvæðavæði okkar almennings og ríkisins, þessi 98% eða hvort að ráðherra sem að heldur á hlutabréfinu þessum hluta eignarinnar og svona hvort að það sé hann felur Bankasýslunni umsýslu já, en það er líka búið að boða þá að breyta þeirra umgjörð og það er búið að leggja fram frumvarp að láta Bankasýsluna ekki sjá að selja Íslandsbanka en þá kannski, það kemur í ljós á morgun, þá var samt að láta Bankasýsluna sjá að eiga Landsbankan fyrir okkar. Við erum fylgjandi í lýðræðinu hérna við Rauðaborðið og við höfum þann sið að þegar fólk býður sér fram að segja alltaf takk fyrir að við höfum fram. Já, takk. Ég ætla nú ekki að segja þetta sé gert í mótmálaskina þegar þú varst með umræðanar við Mökkvastínu í gærni. Þetta er lýðræðislegt svona... Þetta er samt svona eins og aktivismi ykkur. Já, þetta er svona lýðræðislegur aktivismi. Það er ákvæmlega ólíklegt að þú verði kjörinn. Já, ég gerir mig grein fyrir því en það er samt möguleiki á því. Ef að mann myndu vilja fá annarkvort rödd sjálfbærninnar eða rödd úr doktorsritgerðum rekstur fjármálafyrirtækja að þá stendur það til boða en svo eru ýmis önnur öfl og kraftar að verki sem að ráða en það var svolítið merkilegt ég fór á þingpallana bara til að sjá hann að debatt Kristrúnar Frosta og Bjarnar og hafði verið að hlusta á þetta í símanum í streyminu á þingvefnu en Maggastína var komin út sko en mér var svolítið tekið svona eins og ég var í mótmælandi. Ég hef nú farið á þingpallana sem er svona hluti af lýðræðinu að horfa á þingmennastörfum sko og maður má ekki vera með símanan uppi. Ég veit ekki hvort þessi hræddur að maður kasti hérna rándýrum farsíma niður í salin eða hvað en það voru sko tvö önnur sem að kölluð eitthvað svona aðeins frammi eins og þingmenn og voru tekið niður eða fóru niður, ekki með hálstæki eins og Maggastína en svo voru við hann að 2-3 önnur sem sátum og hlustuðum, bara prófastilt og hérna. En var tekið eins og þú værir mótmælandi eða svona var leitað á þér, hvort þú væri með? Já, maður fyrir ekki nú leitarvél og ég bara segi þetta svona í tengslu við þetta, ég er ekki að fara sem mótmælandi inn á hérna alfundin og ég fór ekki á pallana sem mótmælandi. En þetta er framboð í alvörinni því að þú telur að vera, eins og við vorum að tala hérna styrk lýðræðisins og hlutir að styrk lýðræðisins er það að inni í stjórn banka sem er eigu ríkisins sitja ekki fólk sem er allt svona meira og minna með svipaða afstöðu og skoðanir að þó svo að þú myndir ekki sveigja bankaráðið til einhverja stefnubreitingar að þá hefur þau allavega gott af því að þurfa að beita almennum rökum fyrir sinni stefnu. Það væri bara holdt. Já, og það er svona hérna, það er svona vonin mín að við séum að færast til hérna fram á veginn í hinum umbreytta heimi en ekki aftur inn í fjármálavæðingu og öfgan í frjálshyggju eins og var hér og færði okkur nú svolítið illa af braut. Já, við sittum bara í súpunni með veika innviði, með veik grunnkerfi, með mikil ítök fjármálakerfisins, með ónýtan húsnæðismarkað. Að mörguleiti sittum við í súpunni og við erum með, sem er líka afleiðing af nýfrjálshyggjunni, sem eru ónýtt stjórnmál. Það, þú horfir á Austur-Evrópu og sér veikleikan í stjórnmálunum þar, að þá er það hluta af svona ólíkarka væðingu efnahagslífsins sem að er líka vestamegin og sömuleitt eru veikleikar stjórnmálakerfisins vegna þess að nýfrjálshyggjan byggir ekki á stjórnmálakerfi þar sem við erum að sameinlega ræða það hvert samfélagi að fara það sé ekki verkefni okkar, heldur eigum við að vera með stjórnmálakerfi sem er alltaf að verja okkur fyrir eitthvað ykkur ógn og þá situm við náttúrulega uppi með handánið stjórnmálakerfi sem að getur ekki tekið verið með alvöru greiningar eða tekið raunverulegar ákvarðanir. Þannig að veikleiki stjórnmálakerfisins er líka nýfrjálshyggjans. Já, við sáum nú bara nýlega eins og að fjallaðum í pressu á hérna þættinum á Heimildinni í síðustu viku. Það er bara lögin afurðastöðvarnar, þeim var bara hijackað og þeim tekin úr þinginu og eins og það fór ágætlega yfir í vikulokunum. Það var bara sett lög sem hengta stórfyrirtæki. Og ég verð að benda á að við vorum búin að fjallum hér við Rauðaborðið. Að sjálfsögðu. Herðu,
Ásgeir Brynjar, takk fyrir að koma eitthvað. Takk fyrir spjallið. 60% Eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, þau eru mörg álitaefnin. Við höfum séð upplýsingar það nú í vikunni að áfengi komið á lista yfir krabbameinsvaldandi vörur sem nýtt. Á sama tíma eru þingmenn í meirihlutanum að leggja fram frumvörp að auka aðgengi að áfengi og finnst sumum skjóta skökku við. Kennari við HR hefur skrifað grein þar sem hann bendir á þessa þversögn og við höfum fengið góðan fulltrúa frá embætti landlæknis til þess að ræða þessi mál svolítið. Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, velkomin. Takk kærlega fyrir. Þú heyrðir kynninguna hjá mér á umræðefninu. Þetta þversögn, bara sem að byrja þar? Já, og við erum kannski búin að benda á því nokkuð langan tíma að áfengi engin venjuleg neysluvara og við þurfum bara umgjörðuna í kringum þessa vöru allt aðra heldur en einhverja venjulega neysluvöru og þess vegna og í rauninni hafa alþjóða heilbrigðismála yfirvöldin, heilbrigðismálastofnunin bent á mikilvægi þess að draga úr aðgengi að þessari vöru af því að hún hefur margvísleg skaðleg áhrif. Já, þannig að þetta sovjerska ríkisfyrirkomulag sem við höfum verið hér með að ríkið sé með ríkisstarfsmenn til þess að selja þetta, ekki allan sólarhringinn og ekki alla daga ársins. Þetta þá þróun sem önnur lönd eru í auknum mæli að horfa til sem framtíðamódels? Já, það það sem að Alþjóða heilbrigðismálastofnun alltaf mæli með, að þetta sé í sérbúðum, að þetta sé ekki í almennum vörum, að það sé takmarkað aðgengi. Það unni besta forvörðun og við byrjum bara í þessum upplýsingum það að þetta sé krabbameinsvaldandi. Það eru engar nýjar upplýsingar, en það sem nýtt að það eru krabbameinssamtökin í Bandaríkjunum sem setja þetta í flokk 1 yfir krabbameinsvaldandi efni. Já, uppfært. Það uppfært hversu þeir og og það kom mér mjög óvart þegar ég var að byrja að vinna svona lýðheilsum málum sem kannski 20 árum síðan að sjá þetta etanólið sem þetta efni í áfenginu. Það ekkert annað efni sem við látum ofan í okkur sem tengist jafnmörgum krabbameinum og jafnvel þá. Og ég hef alveg komið í nokkur viðtöl og rætt þetta og það hefur verið svolítið lítill áhugi í rauninni á þessum upplýsingum. Já. Það bara svona svolítið fyrir daufum eyrum að ræða það að áfengi sé bara skaðleg vara, að þetta sé skaðlegt fyrir heilsuna þína og þetta og nú hefur í rauninni síðan þá hafa bara komið sterkar og sterkari rannsóknir. Það voru þarna einhverjar rannsóknir sem bendu að kannski væri einhver jákvæð heilsufarsleg áhrif af því að drekka eitt rauðvínsglas eða eitthvað slíkt. Það hefur allt verið hrakið, það eru engin örugg mörk og það engin örugg neysla af áfengi til. Áfengi bara skaðleg vara og þannig þurfum við að meðhöndla hana. Þú ert að eyðileggja partíið. Já, einmitt. En ef að, eyðileggur áfengi ekki oft partíið? Jú. Já, svo það kannski bara snúið við. Hversu oft það þannig að allt fer úr böndunum út af áfengi? Það ekki áfengi sem að veitir mestu gleðina. Kannski, í uppæðingur og þá þurfum við kannski að skoða af hverju þurfum við áfengi og kannski það að því að við getum ekki dansað án áfengis eða þurfum ekki að syngja eða þurfum ekki að tala. Ættum við ekki að reyna að vinna með þá þætti einhvern veginn á annan hátt heldur en með áfengi? Jú, en það sem ert í rauninni að segja að það menningarleg fyrirstaða gegn því að við hlustum sem skildi á varnaðarorðin sem varða áfengi. Og ég held kannski að það sem það sem okkur tókst með þegar við erum að ná annarri vöru sem var mjög skaðleg og tengdist mörgum krabbameinum þó hún tengist ekki eins mörgum, það eru sígarettur og tóbaksreykingar, að það tókst að koma svona aðeins böndum á þessa vöru sem heldur engin venjuleg neysluvara, af því að hún skaðleg líka fyrir annan henn þann sem að neytir hennar.
nú eru líka komna rannsóknar, það er ekki bara að það veldur krabbameini hjá þeim sem að neytanar, heldur skaðin sem áfengi veldur öðrum en þess sem neytir þess bara mjög víðfeðmur og mikill. Við erum bara ofbeldið, slys, brotnar fjölskyldur, þetta bara gríðarlega mikið og áfengi ekki bara þannig að það sé bara slæmt fyrir alkohólista. Að það eru margir sem að hafa ekki við neinn áfengisvandamál að stríða sem að samt geta fengið skaðleg áhrif af neyslu áfengis. Já. Þannig að það bara mjög mikilvægt að hugsa hvernig við meðhöndlum þessa vöru. Já. Og það ég tók það ákvörðun þegar ég var forstjóri Lýðheilsustöðvar að við skildum ekki verja neinu opinberu fé til að kaupa áfengi. Við myndum aldrei gefa það í gjafir og það eru svona í okkar reglum og það eru í leiðbeiningum okkar í heilsueflingu og vinnustöðum að við erum ekki að banna áfengi en við erum ekki að ýta því að fólki og það líka eitthvað sem skiptir máli og það gerðum við líka þegar við saminuðumst líka embætti landlæknis að embætti landlæknis eyðir ekki neinu að opinberu fé í að kaupa áfengi, hvorki gjafir, né árshátíð eða annað. Og við erum mentlega skotað okkur, eitthvað svona, þú veist, auðvelt að finna einhverja brandar í kringum það. En ég vil líka bara fá okkur til að hugsa af hverju ættu að nota eitthvað á opinberu fé til þess að kaupa áfengi. Já. Og hef rætt þetta við velferðarnefnd og fleira, að þetta sé eitthvað og heilbrigðisráðherra, að það sé eitthvað óeðlilegt við það, að okkur þykir eðlilegt og þarna þurfum við kannski bara að skoða einhverjar hefðir og venjur sem urðu til einhvern, svo erum við komið með fullt af upplýsingum og sterkari vísandalega rökstuðning fyrir því að þetta engin venjuleg vara. Nei. Að það þarf að skoða svolítið bara bæði það, hvernig, mér finnst það svona eitt bara, að hvenær bjóðum við upp á þetta, hverjum réttu við þetta, hvernig aðgengið að þessu og það þarf að vera í rauninni af því þetta skaðleg vara að þá þarf hún að vera takmarkað aðgengi að henni. Við viljum hafa hátt verð á þessu, við viljum að sé ekki að nálgast þarna allan sólarhringinn af því að við viljum takmarka neysluna. Já, ég hef heyrt af fermingaveislum, svona aðeins fyrir mína tíð kannski þar sem voru keyptar sígarettur og vindlar og það var verið að gera vel við gestina með því að bjóða upp á sígarettur og vindla og á þeim árum hafa opinbera stofnanir sennilega keypt vindla og nota hluti á risnukostnaði að bjóða upp á. Þannig að það svo sem alltaf það verða alltaf breytingar okkar viðmiðum en áfengið hefur kannski lafað lengur inn í þessari mynd en æskilegt væri. Ég held það og ég held við þurfum bara að vera tilbúin að horfast í augu við það, horfast í augu við þessa sterku rök og sem byggðar á öflugum rannsóknum það að þetta sé skaðleg var og það þarf að umgangast hana og hafa hana þannig líka í samfélaginu þannig að hún valdi sem minnstum skaða. Ég heyrði einhvern tímann að kannanir sem hefðu hampað hófdrykkju eða rannsóknir átt að vera gildar rannsóknir sem átt að mæla að þú getur jafnvel lifað betra lífi líkamlega með því að, einmitt hún nefndir 1 rauðvínsglas á dag. Já. Ég heyrði að það hefði svo komið á daginn að þessar rannsóknir hefði verið gerðar á vegum áfengisframleiðendana og þetta hefði verið eitthvað svona brauð í tafli. Þekkir þú það? Ég hef heyrt til þess, ég hef ekki sannanir fyrir því en það er alveg klárt og við finnum það, við erum að vinna í stórum Evrópuverkefnum og svona að það eru lönd þar sem eru stór hagsmunaöfl áfengisframleiðenda þá hefur það áhrif og þau bara reyna allt mögulegt til þess að tryggja það að varan þeirra getur við auðveldlega verið á boðstólnum og hægt sé að selja og tala hana upp og það náttúrulega gerðu tóbaksframleiðendur líka og svona þannig að við þurfum alltaf að vera mjög meðvituð um það hvaðan upplýsingarna koma og núna þetta orðið mjög strangt þannig að það þarf að segja til hvort það fengi einhverja styrki til þess að vinna einhverjum rannsóknum og þannig að ég held að við höfum sem komin svona aðeins lengra áfram í þessum svona siðferðslegu þáttum varðandi stuðning frá einhverjum hagsmunaaðilum. Það getur líka verið, náttúrulega þetta mikilvægt í mjög mikilvægt að það sé hlutleysi gætt þegar við erum að rannsaka bara við rannsóknir almennt. Já,
Ég hef á mínum tæplega 60 árum upplifað miklar breytingar í frelsi og aðgengi að áfengisölu. Já. Bjórinn var náttúrulega bannaður. Það var veitingahús í sveitinni þar sem ég ólst upp í og maður gæti farið á ákveðnum tímum sólarhrings þangað inn, þetta var hótelsalur, pantað 1 soðið egg og þá gæti maður pantað 10 hvítvínsflöskur. En það var semst að vera með mat. Já, var að vera með mat. Áfengi þurfti það var að vera með mat. að finna sér leið framhjá. Já, og auðvitað fann fólk sína leið framhjá. 1 soðið egg og 10 hvítvínsflöskur. Já. En síðan hefur einmitt, það búið að rýmka á opnunartíma og þessi heimsendingar þjónusta virðist nú vera heldur betur kröftug. Já. Og sama tíma hefur mælst, til dæmis að hagur aldraðra hefur væga sagt ekki vængast. Þar SÁA ár með tölur að æ fleiri óhamingjusamir alkoholistar eru í hópi eldri borgara. Og af því ég nefndi þetta með frumvörp, sérstaklega sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið iðin að leggja fram á undanförnum árum sem eitt frumvarp skrifaði fyrir Fréttablaðið fyrir áður en það fór á hausinn. Það sem minnir að fyrsti flutningsmaður sé framsóknarþingmaður og varðar að áfengi verði hægt að kaupa á Íslandi alla 365 daga ársins. Þessi stemning og þessi saga núna að auka endalaust aðgengi frá því sem að verið hefur. Þetta rýmar sem sagt bara mjög illa við skynsemi og gögn að því mati. Og það hefur verið þannig með þessu skoðum að í þessu samhengi það hefur, og bara í svona alþjóðlegu samhengi, það hefur verið litið til Norðurlandan og Íslands og svona landa sem eru með góðar forvarnir og forvarnir takmarkað aðgengi og verið að leggja til að þið þurfa að gera meira eins og þessi lönd, gera meira eins og Ísland og þá einmitt líka það svolítið skakt að sjá við sem þá að hörfa frá þess og við erum að auka aðgengi og það hefur líka aukist neysla, áfengisneysla hefur aukist töluvert með þessu aukna aðgengi. Það fer bara hönd í hönd, aukið aðgengi leiðir til aukina neyslu. Af því þú nefnir það, þá held ég að sé ekki aðgreint í opinberum tölum fyllilega að hve miklu leyti erlendir ferðamenn kaupa áfengi hér á landi og Íslendingar. Er það ekki rétt hjá mér? En við höfum bara líka séð, við erum með kannan þar sem við spyrjum og við erum bara að sjá að við erum með svona það sem er kallað áhættuhegðun eða áhættudrykkja. Og það er aukning þar og það eru höfum við bara verið þeir sem er íslenskir ríkisborgarar sem geta svarað því og þannig að við erum að sjá aukningu þar líka, þannig að það er auðvitað eitthvað, og þannig að við erum að sjá með þessu aukna aðgengi erum við að sjá í svörum í svona konunum hjá okkur að það er aukin neysla. Auðvitað er þetta líka, við sáum, það var eitt af svona kannski það jákvæða í COVID að þá var minni áhættu drykkja og minni drykkja, þannig að þetta er náttúrulega félagstengt og þannig að það er mikilvægt einmitt að hugsa bara fyrir hvern og einn bara til hvers af hverju drekkur og til hvers notar við áfengið og það er kannski að finna einhvern balans þar sem að veldi sem minnstum skaða ef fólk ákveður að neyta áfengis að reyna að finna sem svona skaða minnstu leiðina í kringum og ég held að það sé líka mjög mikilvægt að við komum okkur upp úr því að tala bara að vandamálu sé bara meðal þeirra sem er áfengis vandamálu og eru alkoholistar. Að það sé bara 2 flokkar, það eru alkoholistar og svo er það hinn sem er ekki alkoholistar og við hinn þurfum ekki að vera að taka tillit til alkoholistar og þess vegna getum við nú bara haft þetta allt opið af því að þetta skaður okkur ekki neitt. Það er ekki raunveruleikin. Áfengi er alltaf skaðlegt. Það er að auka, þá áhættu á alls konar sjúkdómum og það er álauta heilbrigðiskerfið, það er kostar samfélagið, en langhald ég mestu skaðin er þessi óbeinu áhrif á annan en sem neytir, sem eru ofbeldið og átökin og brotnar fjölskyldur og fleira sem að við getum ekki einu sinni mælt í peningum. Má ég spyrja þig persónulegar spurningar hvort þú hefur sjálf tekið á ákvörðun að neita ekki áfengis? Já, ég hef alveg sjálfsagt að spyrja. Ég hef veltið mikið fyrir mér. Ég neiti áfengis, ég hef ekki, en ég hef alveg farið mjög ígrundað það af hverju neiti ég áfengis og við hvaða tilfelli og líka bara svona eftir að hafa búið erlendis þar sem þetta er einhvern veginn ennþá þar sem þetta er einmitt ég fundi fyrir því þegar ég búið
bæði Danmörku og ég búið í Danmörku og Englandi og ég búið í Kanada og Fraklandi og ég meiri segja var í klaustri í Suður Fraklandi þar sem var búið upp á rauðvín með pínlítið, þú veist, með hverju, þannig að maður finnur svona einhverjum hefðir að stundum eru sem meira ítt að þér og það líka búa bæði núna búið í Danmörku og Englandi þar sem að þetta svona í súpermarkaðinum, maturverslunum, að þá bara aðgengi meira og það einhvern veginn svona auðveldara og það bara kúltúrin og nefna að það hefði verið í fermingarveislum hér áður að það var að bjóða upp á sígarettur, það bóðið upp á áfengi í fermingarveislum í Danmörku og jafnvel maður fann að heyra það hér sem náttúrulega bara algjörlega, ég verð bara að segja algjörlega fáránlegt og bara maður að hugsa fyrir hvern það og það getur ekki verið hagsmuni barnsins að vera bjóða upp á áfengi, þannig að ég held að sé bara mjög mikilvægt að hugsa, þú veist, bara að maður gerir þetta ekki bara einhverju svona óhugsuðu atferðli, að það er bara keypt eitthvað léttvín og bjór og það var nefnist þegar við byggum í Danmörku og það voru foreldrafundur á leikskólanum og það var bara boðið upp á áfengi. Þetta bara svo ótrúlega eitthvað mikið inn í kultúrnum í Danmörku að bara það að fá sér einn öl og bara eftir vinnu. Þannig að maður þurfti svona að maður koma aðeins tilbaka, heyrðu, þetta ætla ég ekki að taka með mér hingað heim og bara ég ætla ekki að ég ætla að vera meðvituð það hvenær ég neyti áfengis og ég ætla ekki, fyrir mér það mjög mikilvægt að það sé ekki til þess að deyfa tilfinningar, það sé ekki til þess að nota til þess að slaka eða svefnmeðal, heldur fyrir mér það einhver svona félagslegum tilgangi til þess að fagna einhverju og kannski þarf líka myndu og ég velti fyrir mér að það þarf ekki alltaf að vera áfengi. Ég ótt mjög velt með því þegar ég gengi með börnin mín og verið með þau á brjósti að sleppa áfengi og ég sleppi því ekki að skemmta mér, ég fer út að dansa og ég syng og allt sem ég finnst skemmtilegt að gera og mér finnst það mjög mikilvægt að vita að ég þarf ekki áfengi til þess. Nei. Fyrir nokkrum árum var mér bent á það sem blaðamanni að fólk sem fær á fjallstoppa á Íslandi, já, það birti gjarnan myndir af sér á Instagram, já, að poppa kampænislösku, meiri sér þar, já, þegar þú ert búin að fá allt endorfínið sem fylgir því, búin að gera allt þetta erfiða, búin að vera marga klukkutíma að komast upp á fjallstindin, meiri sér þar, já, svona hálfgerð synd það ekki. Það kannski með þetta að já, hvað þetta? Við fögnum með áfengi, og þá þurfum við hvað annað þurfum við að og þetta með margt með varandi lífstílin okkar að þú veist hvað svona, hvernig getum við skipt einhverju óhollu út fyrir eitthvað holt og það hefur verið í tengslu með alls konar útivist að það hefur þekkst að það sé áfengi einhvern veginn fléttað inn í það. Já. Og nú hef ég einmitt mjög gaman að ganga á fjöll og ég sem betur vera ekki tekið þetta með mér að þurfa að poppa einhverjum flöskum heldur notið þess bara að finna endorfínið og bara góðu hormónin af því að ganga á fjöllin án þess að þurfa eitthvað áfengi til þess. Það kemur fullkomlega í staðin fyrir áfengisvíman. Þetta er náttúruleg víma. Þetta er náttúruleg víma, gleðin er besta víman, Þannig að það segir Pálmikun. Já, en svo fyrir við líka það að vera að sjá að við erum að flytja inn svona, myndi ég segja, leiðilegar hefðir erlendis frá að blanda þessu inn í íþróttaviðburði og skíðastaði og það finnst mér mjög neikvægt. Já, Hlíðarfjall á Akureyri hefur verið til umræðu. Þar skrifaði fyrir íþróttafréttamaður Adolf Ingi Erlingsson grein þar sem að honum fannst þetta mjög illa við hæfi og hann sagði apri skí í Ölpunum, það væri eftir skíði. Þetta eftir skíði en þarna væri menn að fá sér og börni væri að ná í bjóra fyrir foreldrana yfir miðan dag í brekkunum fyrir norðan. Það var svona ekki smart og það finnst það ekki heldur. Finnst það alls ekki og þó ég hefur reyndið að fara líka í Alpana og þar er líka boðið upp á í skálanum upp í fjöllunum og þar er fólk að skíða. Þetta allir finn ég get ekki hugsað mér að vera undir áhrifum þegar ég er að skíða og ég er líka mikið í hestum og þar var og ég held að mikil breyting þar að þarna vil ég bara mitt fá að vera algjörlega heilshugar og meðvituð og ekki undir áhrifum einhverju öðru þegar og líka bara heldur þessi öryggisatriði að vera ekki að blanda því saman þegar maður er einhverju svona útivist. En þá frekar að ef að fólk vil neita áfengis það sé frekar þegar að það er búið á hestunum eða búið á skíðunum Ekki vil maður vera rallhálfur ef barnið mann stettur og fótbrotnar í skíðbrekku. Nei, og svo er þetta náttúrulega þetta að
að þá flestir koma bíl og þarf að keyra tilbaka og hver keyrir. Það verður einmitt verið bent það. Já, og það nú kannski líka eitthvað sem maður heyrir að það er svona ákveðin fyrirtækja menning sumstaðar að bjóða upp á áfengi svona og fagna líka með áfengi í lok vinnudags og fólk kannski veit ekki að þið fyrirfram mætt á bíl og svo er þá vinnustæðurinn svolítið ábyrgur auðvitað fyrir því að vera að bjóða upp og íta áfengi að fólki ætlar að taka þátt eða ætlar að vera leiðilegur eða leiðileg og ekki að vera með í þessu að og þetta er svona samfélagslega ábyrgð, við erum ekki að íta áfengi að fólki þegar við vitum að það er svo að keyra heim því að það er eiginlega ekkert maximum að vera og náttúrulega við aukum líkurnar á slysum og svo er fólk ekki tryggingarnar ná ekki yfir það ef þú ert með áfengi í blóðinu þannig að þetta er bara svo margir þættir sem er eiruninu bara ekki við að vera að blanda saman sko áfengi inn í vinnustæðamenninguna. Það er bara, það er til aðra aðferð. Hvað er það sem þú vilt ná fram og það þarf að gera það með einhverjum öðrum hætti heldur en með áfenginu. Þetta er eina af þessum fréttavikum þar sem umræða áfengi næri gegn og það sem held ég að hafi munað mestu að ísinn brotnar er þetta sem ég hóf þáttinn á með að það sé búið að uppfæra krabbamens valdandi áhrif áfengis en ég heyrði einhvers staðar viðtal við lækni hér á landi sem ræddi líka í þessum tengslum hvað læknum finnst erfitt oft að ávarpa neyslu sjúklingarna ávarpa ofþyngd þeirra, ávarpa hvað þau eru að láta ofan í sig, ávarpa drykkju, hvort hún sé of mikil og allt það. Og ég fór ég fór að spyrja mig spurninga sko hvort teprusamfélagið og sem sagt þessi kannski svolítið miskildi veruleiki að við megum aldrei nálgast hvert annað með gagnrýnu spurningum af ótta við að einhverjum líði illa við að einhver sé spurt eða eitthvað sé sagt. Ég fór að spyrja mig spurninga það út frá þessu. Er það eitthvað sem að þú getur fabulerað Sko, við höfum verið að vinna til dæmis með heilsugæslinu alls konar svona listum og til dæmis með ráðgjöf í reykbindindi eða tóbaksleys og svona og svo það var miklu auðveldara að koma með slíka lista inn og þegar við kannski byrja á þessu svona fyrir 20 árum síðan en svo ætluðum við að spyrja hvort þau vildu svona varu gátlistar áfengisneyslu að þá treystu læknarnir sér síður til þess reykingarnar voru kannski eitthvað en sem var hægt að ræða en svo man ég líka eftir á þeim tíma það voru læknar sem sögðu þetta er ekki okkar hlutverk og þar eru við kannski að sjá sem betur fer nýja kynslóð læknur sem telja þetta og sjá bara áhrif að þætti heilbrigðis þetta er svo mikilvægt og svona hvernig er þetta að vinna með þá og í forvörnum og það er kannski of lítið kennt það bara í læknisfræðinu þannig að þið séu líka bara öryggi með það hvernig þeir eigi að vinna með þessa þætti. Læknisfræðin þurfa að taka meira mið af homeopatíu? Ekki bara eða hvað? Ég held bara að lækna mig... Það fyrir eftir í hvernig þú skilgreinir homeopatíu? Já, ég ætla ekki að taka undir það. Þú veist heldur allir bara að segja að læknavísindin sko þurfa að taka meira tillit til heilbriðis og áhrif þetta heilbriðis. Að það er ekki bara það að bíða eftir því að lækna þegar allt er komið í óefni og líka bara hvað það er mikið sem hægt er að gera og meiri sér líka lækna með breytingum á lífstíl. Þannig að það er mjög mikilvægt og við höfum verið að vinna líka með heilsugæsluna, heilsueflandi móttökum að það sé hlutverk í raun heilbriðiskerfisins að efla heilsu, ekki bara bíða eftir að fólk sé orðið veikt. Og það er sko ef við hugsaum heilbriðiskerfið er með miklu meiri fókus á sjúkdóma heldur en heilbriði. Og það er kannski bara, er svona eitthvað skiljanlegt á einhver leiti við býðum og auðvitað við mestu púðri í eldin þegar hann er komin heldur en það er líka gott að setja upp reykskynjar og eiga slökkutæki og geta slökkt áður en það verður alvarlegt ástandið ef við tökum bara þá samlíkingu og það er mjög mikilvægt þegar fólk kemur og er að leita sér aðstofar, kannski líður ekki nógu vel þá þarf að fara yfir alls konar hluti eins og svefn og hreyfingu og næringu og þannig erum við líka til að við minnist á svefnin sem að ef að svefnin er ekki í lagi þá er eiginlega einhvern veginn ekkert í lagi það fer illa með margt að það var einhver svona mýta líka það að það væri svo gott að fá sér áfengi fyrir svefnin það hefði góð áhrif á svefnin fólk nær kannski að sofna fyrr en gæði svefns eru verri
Þannig og svo það, þannig að það svo mikilvægt að hafa í rauninni þessar upplýsingar og fyrir læknin að hafa og miðla áfram til sjúklinga og hjúkrunarfræðinga og bara annað starfsfólk heilsugæslunar að við séum með rauninni að efla heilsunni eins mikið og við getum og við þurfum samt líka þetta ekki bara val einstaklings, það skiptir máli aðgengið okkar í samfélaginu og þá getum við bara alveg farið að hreyfa við okkur. Ég meina hversu auðvelt þetta fyrir okkur að hjóla eða ganga á milli staða, hversu ódýrt að kaupa hotla eða næringu, hvað boðið upp á í skólanum og þú veist bara hvenær byrjum við skólan, hversu mikla líkur að þá unga fólki okkar ná að nægum svefni. Það eru alls konar þættir sem hafa svona áhrif sem ekki bara val einstaklings og svo komum við þá líka að áfenginu að hvernig reynum við í rauninni að hafa þetta í rauninni svolítið erfitt aðgengi að þessu, þannig að þú þurfir svolítið að taka meðvitað ákvörðun, þegar nú ætla ég að fara og kaupa þetta, en ekki þetta bara svona læðist auðveldlega með og neyslan verði meira heldur en þurfi. Mun landlæknisembættið leggjast gegn öllum frekari lagafrumvörpum sem auka aðgengi að áfengi á Íslandi? Já, við byggjum allar okkur umsóknir á því hvað á bara niðurstöðum rannsóknum hvað best fyrir heilbrigði og þarna við með bara rosalega skýra niðurstöður og við byggjum bara á rannsóknum og það segja að aukið aðgengi aukin neysla og sem leiðir að sér þá hefur slæm áhrif á lýðheilsu og þess vegna á þeim rökum byggjum við okkar umsóknir. Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, kæra þakkir fyrir upplýsandi samtal. Takk sem leiðis. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað. Og stundum eins og hann líði allt of hratt. Tíminn okkar dýrmætasta eign, því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna mikilvægt að nýta hann vel. Og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, við ætlum að fara til Íran. Það skilar ástæðum að það eru væringar á milli Íran og Ísrael og núna var Evrópusambandið að setja á viðskiptaþinganir gagnvart Íran, ætla að fara í sömu aðgerði gagnvart þeim og Rússlandi. Aðeins til þess að setja okkur inn í þessi mál hingað komin Kjartan Orri Þórsson, fyrir ekki. Hvað eru menni sem þú ert? Svona persafræðingur? Já, ég er svona bara fræðingur í málumnum Írans, sko. Og ekki notað orðið Persía? Nei, hún notað orðið Írans, sko. Og bara opinbert nafn landsins búið að vera Íran síðan, sko, 30 eitthvað. En ef ég myndi segja Persía þá væri það pólitísk, svona ég væri keisaramegin einhvern veginn í. Já, mögulega, sko. Það svolítið búið að stela orðinu þangað, sko. Einhverju svona keisarasinnar, sko. Það alveg rétt með því það held ég, sko. Það Íran. Já. Hvað það hefur náttúrulega verið eitthvað svona, það hefur ekki verið mikil viðskipti í Íran. Nei. Hvað, kanntu að meta það? Hvaða merkingu þetta hefur að Evrópusambandið ætlar að herða? Þessar þvinganir? Já, manni finnst kannski, þú veist, maður hefur svona tilfinningunni að svona allt sem búið að vera að gerast sé að mjög mörguleiti á einhverju svona tákgrænu leveli, sko. Og ég held að þetta skerir sig ekkit úr með það, þessar viðskiptaþvinganir, það bara verið að
nota einhver orð og svona gefa til kynna að menn séu ósáttir með þetta sem að dugar bara eins langt og það dugar vegna þess að ég held að við höfum ekkert séð þessar viðskiptaþvinganir sem að Íran hefur náttúrulega kannski almennt verið undir hafa neitt virka neitt sérstaklega vel þú veist, gjaldmiðlinn er nú þegar bara í frjálsu falli sko, bara leið og þessi árás var gerð þarna á Ísrael síðustu helgi að þá hríðfjall gjörsamlega ríalinn sko. Þannig að ég veit ekki sko hvaða áhrif þessar viðskiptaþvinganir nákvæmlega eiga að hafa aðrar svona tákranar sko. Þetta er til heima brúks eins og stundum sagt, þetta er yfirlýsing Evrópusambandsins að þau standi með kannski svona sjónarmið Bandaríkjanna að Íran sem hluti af er þetta ekki alltaf öxulveldi hins illa, það er alltaf þess að maður sér að lesa Prins Valiant hefti þegar maður er að hlusta á Bandaríkjamenn tala utanríkismál. Já, nú ertu að vitna í sko Bush með sína svona orðræði þarna bara upp úr aldamótum sko, þess að maður notar þetta en það er svo sem alveg verðt að nefna það sko, kannski við það að segja þetta að þá bjóðan til, eða sko Íranir eru búin að eigna sér þetta og eru orðin sko öxulveldi svona, hvað heitir það, andspyrnu öxulveldi þannig að þeir eru bara kannski tekið á móti þessum stimpli og bara eigna sér hann sko, og frekar hann eitthvað annað sko. Og kannski að þú veist að við horfum á þetta líka frá svona íranskri hliða þá hefur svo sem þessi svona viðskiptaþvinga og svona orðræðan í kringum það hefur líka áhrif á Íran og kannski svona hvað að segja radikalisar menn frekar en að lægja einhverjar öldur sko að þú veist að þarna er komið svona enn eitt dæmi það hvernig Evrópusambandið og Bandaríkjamenn og svona vestrænar þjóðir séu svona lönd og ríki sem ekki er hægt að treysta á vegna þess til dæmis að við skoðum þessa árás sem átt sér stað síðustu helgi og svona þessum Íranir töluðum til dæmis á fundi sem var boðaður í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna bara á sunnudagskvöldið einhver rétt að þá voru þau svolítið að tala þetta sko, þú veist, ok, þeir fara og ráðast þarna með þessum drónum inn í Ísrael til þess að svara loftárás eða árás sem var gerð á svona sendiráðsskrifstofur í Damaskus, íranskar sendiráðsskrifstofur til þess að myrða þar ráðamenn Já, svona offisera og eitthvað svoleiðis og þeir segja bara, ok, og við mættum bara í öryggisráðið og við kvörtuðum yfir þessu og við vildum fordæmingu og við vildum að það verið tekið á þessu á þessum vettvangi og við báðum að þeir eru tekið á þessu á þessum vettvangi það var ekki gert það sem var gert var bara að þetta var hunsað og nú sittum við hér og höfum gert þetta við sáum það ekki annað í stuðun en að gera eitthvað í þessu máli Við höfðum rétt til þess og okkur bara skylda til þess svo maður noti í orðfæri sem var notað eftir 7. október í vesturveldunum að Ísraels hefði bæði rétt að verja sig og bæði skylda til þess og Íranir líklega líta svo á að það sé eigi það sama við þá. Já, þeir vitna bara í einhverju samþykktir Sameinuðu þjóðanna númer 60 eitthvað, eða kollega sem að segir bara þú veist að ef það ráðist á því sem fullvalda ríki að það máttu svara því sko. Þannig að ég held kannski að þú veist þessar viðskiptaþvinganir séu kannski hluta þessu sem að þú veist það er polarisering í gangi og þú veist að það er verið að þú veist Íran er til hliðar og þeir hafa upplifað það mjög lengi einhvern veginn sko þannig að þetta svona eigur kannski á það frekar en eitthvað annað sko þó að þú veist að menn sé að tala með þessum móti sko þú veist þýski utanríkisráðherrann sem að segir að það þurfi að bræðast við þessum árásum og eitthvað slíkt sko. Þannig að já, maður spyr sig sko, þú veist þetta kannski grefur undan einhverjum ákveðnum svona trausti til þessara svona alþjóðastofnana eins og til dæmis öryggisráðsins. Það bregðist við ólíkt eftir í hver á í hlut. Í raun sko, já. Og það er það sem að sko Íranir hafa náttúrulega verið að keyra sína stefnu og íransk stjórnvöld hafa svona kannski, hvað að segja, byggt svona sinn grundvöll á því að þú veist að þeir séu svona mótvægi við einhverjum svona vestrænum imperialisma og eitthvað svoleiðis sko að þú veist að það þýði ekkert að treysta Bandaríkjamenn að þýði ekkert að treysta á Evrópu og allt sem þeir hafa gert þannig að þessu svæði og svoleiðis og þeir þurfa að vera svona mótsvar við því og það sé ekki endilega hægt að treysta þessum svona hvað að segja, þessum alþjóðastofnunum sem eru svona stofnaðar til þess að það finna stofnaðar að Bandaríkjamennum eftir svona, já, miklu eftir stríð. Já, en að nafnu til þess að vera nútral. Já. Þannig að þú veist þeir svona kannski hvað segja, undirstrika mikilvægi sitt sem sko þú veist að ef það væri ekki íslamska lýðveldi að þá ertu komið með einhver svona leppstjórn
Bandaríkjanna eða eitthvað svoleið sem bara orðræðan í Íran almennt svona og ekkert gripin úr lausu lofti sko en kannski hjálpar til við að svona treysta í sessi sko stjórnvöld sem eru líka að framkvæma alls konar óskunda innanlands og utan í raun líka sko. Þannig að ríkjandi stjórnvöld eru þjóðirnis sinnuð íhaldstefna. Íran? Hvernig myndur þú skilgreina þetta fyrirbrigði? Já, kannski einhverju leiti, þetta náttúrulega, það er... Þetta ramt íhald? Þetta ramt íhald, já, það alveg klárt mál sko, en svona kannski líka uppstilt sem eitthvað svona alternativ við sko, einhver vestrænu lýðræði kannski svona hugmyndafræðin sé að, að þetta náttúrulega uppbyggt þannig að þetta svona teokratist lýðræði einhverju leiti sem er bara með stór hugmynd, hvernig getur Guð blandast inn í lýðræði, hver ætlar að túlka hvernig myndir Guð reka samfélagið? Vilja, já, hvernig ætlar að túlka það sem honum finnst og hvað ætlar að gera þegar vilji fólksins skarast á við vilja Guðs einhvern veginn og allt þetta sko. En samt svona sett kannski fram til þess að svona vera eitthvað skonar alternativ við því sem var. En við erum með ramt þjóðurnis íhald víða. Við erum með Putin og við erum með Trump og við erum með Xi í Kína, við getum flokkað hann eða það segir ekki alltaf söguna að til dæmis ef við tökjum Trump eða Putin að þeir eru svona keyrðir áfram að við getum kallað það svona ólíkarka veldi nýfrjálsvíkunar til hliðar. Hvað slíkt fyrirbrigði ekki klerkastjórnin að þjóna ólíkörkum Íran? Hver svona efnastefna þeirra? Já, það hefur komið upp einhvers konar svona, ný stjætt sem getum örgulega flokkað sem einhvers konar oligarkíu, sko, og og það er rosa flóki kannski að skoða, stjórnkerfið og hvernig þetta skarast margt og svo ertu með svona koncept sem heitir Bonjat sem einhvers konar svona, eitthvað svona ríkishlutafélög sem eru samt undir einstaklingum, sko, sem að rosalega miklir peningar færi gegn og eru tengdir við, jafnvel einhverjar herdeldir og eitthvað svoleiðis, sko, þannig að þú ert, með kannski einhver svona oligarkíu í gangi, einhver leiti í Íran, einhverju menn koma sér upp einhverju stöðu í gegnum, bæði áhrifi með ríkisfyrirtæki en líka efnast, persónulega sjálfir og eru virkið þáttakendur í pólitík, til dæmis í einhverjum herdeldum. Já, algjörlega sko og bara kannski hafa kannski fengið það er kannski þar sem að svona hræstnin hefur komið svolítið svona í ljós í þessu svona stjórnkerfi sem að að menn menn að tala rosalega svona skarpt gagnvart Bandaríkjunum og þessu bandarísku svona hegemóníu við bæði einhver svona kapitalísku kerfi en líka einhver svona stjórnmálalegt og hernaðarlegt og svoleiðis sko. En svo eru kannski börnir þeirra sendt í skóla til Evrópu eða myndir að það með iPhone eða eitthvað svona sko það sem að þeir svona verða, líta svona hálf kjánulega út sko. Yfirvaldi vill ekki alltaf gera það sem að þau ætlast til þess að almenningur gerir. Nei, sem er bara kannski... Boris Johnson þurfti að segja af sér út af því, hann vildi ekki beygja sig undir sko sóttvarnar. Nákvæmlega. Og þá við fleiri ráðamenn. Það er ekki nýtt undir sólinni þarna sko og ekki sérstakt við Íran sem slíkt sko því þetta er bara eitthvað sem að tíðkast náttúrulega út allt sko. Það er ekki, hvernig er þetta aftur? Það er ekki sama Jón eða Séra Jón sko, allt þetta sko. En þetta er svona innanlands og það voru náttúrulega, ég held að síðast að þú komst hingað, þá voru við að tala uppreisn almennings. Já, það passar. En hún hefur fjarað út eða? Hún hefur fjarað út að einhverju leyti sko, að hún er ekki sýnileg sko, menn sko stjórnvöldum hefur tekist fyrst vera að svona halda þessu járngripi samfélagið eins og áður sko. Og andófið bara að losna undan þessu svona klíkuveldi, það er eiginlega bara óánægja með fyrirkomulegi sem frekar heldur en að þessi krafa einhverja tiltekið samfélag sem að fólk vil. Já, ég meina, íranskt samfélag svona kannski hefur ekki náða að þroska svona almenna svona kannski
borgarasamfélag það er ekki vettvangur stjórnarandstöðu. Það er engin vettvangur stjórnarandstöðu. Ekki frekar en Rússlandi. Nei, og ekki frekar en Íran fyrir byltingu heldur og það er kannski þess vegna sem að klerkarnir komist til valda á sínum tíma þegar voru svona eina svona systematiska apparati sem var bara til í landinu sem gæti einhvern veginn gert eitthvað þegar, og það er bara sama upp á tenningnum núna við erum bara með svona rosalega splittaða stjórnarandstöðu sem er kannski bara farin að ruglast út í heimi bara á Twitter skilur að þetta er ekkert alvöru kannski svona stjórnmálaafl einhvern veginn heldur kannski einhverju upprópanir og læti landflótta hópar sem að eru með þessu hugmyndir og gera kannski allir tilkall til þess að vera þeir raunverulega Íran. Nei, og missa svo kannski, tengslinn við landi og það er rosalega erfitt að vera, einhvers staðar annar staðar og reyna að koma sér inn í annað samfélag og líka reyna að halda í það gamla og ætla eitthvað svona breyta því, það er nú kannski bara jafnvel ómögulegt, eða við sjáum það alveg bara, kannski þess vegna sem að Navalny ákveður að snúa tilbaka líka, eða þetta er bara, við sjáum alveg, þetta er ómögulegt að ætla að vera einhvers staðar fyrir utan, Nei, Lenin verður að taka lestina til Pétursborgar. Akkurat. En var það ef við förum í írösku byltinguna að þá, maður gæti kannski sagt sögunar í þremur setningum með því að segja að fólk vildi losna við það sem að var og svo þegar það var að falla að þá var hvað hefur við að gera þá og þá fóru deilurnar í gang og þú vildir eitthvað og annað vildi eitthvað og þangað til að það var svona glundróða tímabil og þá sagði einhverju byrju en þessi gaur hann hefur alltaf sagt þetta sama og það var komin í og hann eiginlega fekk völdin á því að vera með plan stabilitet og sem hann náttúrulega byggði á hafði djúpstæða rætur í menningu þjóðarinnar því að kannski voru millistéttin sem að startaði byltingunni og knúði hann áfram á þessum tíma að hún vildi fara að búa til nýtt Íran og það er svolítið erfitt í glundróða tímabili að selja eitthvað sem er nýtt og fólk veit ekki hvað það er vegna þess að fólk vil láta á glundróðanum og vil velja eitthvað sem það þekkir og það þekkir þá þennan það er skástikostur. Já, líka hvað séu þess að endursöglu á írösku byltingu? Ég meina þetta er fín endursögl kannski en þú veist að líka kannski að stóðirnar voru líka bakvið komin í og það var engin vettvangur stjórnarandstöðu annars staðar, engin svona verkalýðsfélög, engin svona stjórnmálaflokkar, ekkert þess sem að gæti borið samfélagsumræðu. Algjörlega þannig að þetta var kannski svona eini staður sem þetta gæti átt sér stað einhvern veginn og kannski það frekar stór hluti af því að þetta var hægt náttúrulega, en þetta er alltaf alls konar hluti sem koma saman hann að þetta er bylting á eiga sér stað en það er svo sem alveg, og þess vegna kannski erfitt líka að lesa í svona kannski Írans samfélag hvað maður sæi gerast einhvern veginn og hvernig þetta getur þróast og kannski hvað fólk myndi vilja sjá. Það kom ekki ljós í byltingunni því að þetta var eiginlega nauðarkostur. Það fólk var ekki að gera byltinguna til að fá þetta. Nei, það var bara að gera byltingu og svo kom þetta. Svona einhvern veginn. Svo þarf fólk að lifa með því einhvern veginn. Já, og svo er kannski, þú veist, er það svo sem að kannski keirir svona þessa byltingu sem er búin að vera í gangi núna í 2 ár, rúmlega. Að þú veist, það er engin haus, það er engin sem getur kannski tekið endilega völdin í þessu, þú veist, það er engin sem að er svona bílstjóran í þessu eða hefur einhvers konar svona kerfi á baku sig til þess að geta borið það upp því að maður kannski stendur ekki einn upp svona, það þarf að vera ákveð svona network kannski í kringum fólk sem ætlar að taka yfir stjórn heils lands Og þegar klerkandi segja, ég meina ef að þið viljið ekki okkur, að þá munið þið fá eitthvað sem verður bara bakk upp frá Bandaríkjunum og það er að sumuleyti, er það bara þannig að í slíku ástandi að þá er það þeir sem að munun á völdum ef að klerkaveldið fellur á hnén, að þá er það mjög líklega einhverjir sem að hafa bakk upp frá Bandaríkjunum eins og við höfum séð í ýmsulöndum. Já, þetta kemur einhvern svona leppstjórn. Já, þetta er yfirleitt náttúrulega, við vitum það bara, þetta er yfirleitt svona, hvað að segja, menn standi ekki upp einir sem einhvers konar byltingar leiðtogar og sérstaklega þegar við erum með land sem eru svona stilla sér upp á móti Bandaríkjunum eins og Íran að þá er hætt við að ef það komi byltinga þá séu bandarísk stjórnvöld einhvers þar á bakvið Og það er ekki alltaf fallega stjórnir sem að koma út úr því. Nei. Það er svona okkar skíthell eins og þið segja í Bandaríkjunum. Já. Það var verið að kjósa og það lítil kosningaþátttaka. Mótmæli voru það að mæti ekki. Já. En það kemur samt fram
Það er ekki eitthvað sem kemur á eftir og sturtar atkvæðaseðlum í kassan þannig að þetta lítur betur út. Nei, það er ekki, það er ekki svona sami þykjustu leikur og er verið að ásaka til dæmis Rússaum. Nei, algjörlega, þetta er svona, þetta er kannski það sem er náttúrulega snúið með þetta íranska kerfið sem vorum að tala um að þetta er einhvers konar lýðræði og svo einhvers konar guðlegt veldi er að þú veist að menn hafa svona spíla hennar lýðræðisleika einhver leiti svona ég ætla ekki að segja sanngjarnt en þú veist hann er eins og þú segir þú veist það er verið að við fáum tölur hvað eru margir sem að tóku þátt og svoleiðis En hins vegar mátt þú kannski ekki bjóða þau fram eða ég fæ eiginlega alltaf ég er kynntur í öllum fjölmiðlum en það er bara þagað á þig. Nei, það er bara innbyggt inn í kerfið að það þarf að samþykja frambjóðendur og bara þú veist það hefur gerst í lýðræðis sögu Íran að þú veist það hefur komið þá fram forseti sem hefur ekki verið stjórnvöldum svona þá klerkastjórnvöldum sem þeim hugnaðist ekki alltaf opinn og ekki nóg svona íhaldsamur og svoleiðis Og orðið til svolítið svona spenna á milli valdastofnana sem er jákvætt í lýðræðis samfélagi. Já, getur verið það, getur lamaða líka eins og við sjáum bara í Bandaríkjunum og svoleiðis En já, að þú veist að en þeir hafa ekki kannski náða að klára heldur málið þessi svona umbóta sinnuðu svona frambjóðendur sem hafa náð kjöri en svo erum við bara komin á þann stað samt sem áður í þessu svona íranska lýðræði og kannski þessna sem að fáir taka þátt að það er gengið það langt í að skera niður frambjóðendur að það eru í raun engir svona umbóta sinnaðir eða þú veist það er búið að kötta niður allt svona óvænt, ósufaktorana í þessu að þú veist að það er svo listi bankasýslunar og frambjóðendur í bankaráð. Já, það er bara alveg búið allir mótar í sama mótið. Já, það er alveg búið að bara setja þessu og þess vegna kannski lítil þáttaka í kosningum Það er hort á að það eru framöndan kynslóðaskipti að því að það er náttúrulega kannski elsta kynslóðin sem var í byltingunni, hún er farin og svo kynslóðin sem tekur við í svona að því þessari klerkastjórn að hún er orðin öldruð og þá er kannski alltaf möguleiki á að það komi, hvað við segja, Gorbachev einhver sem horfist í augu við að ef við ætlum að halda íslensku lýðveldi hér áfram að þá verðum við að gera einhverja breytingar til þess að lifi að því það er að bresta eitthvað hjá okkur en það er ekki sérðu einhver slíkmerki í þessu klerkaráði í dag? Já, ekki í klerkaráðinu, nei Þau munu kjósa leiðtogan, ekki? Já, það er í raun og veru svona sérstætt klerkaráð sem kýs æðsta leiðtoga Írans, Við höfum haft forseta hins vegar sem að, þú veist, er þetta að bera saman við Gorbachev til dæmis, og reyndi eitthvað svona, einhver svona umbætur, svona, þú veist, það er kannski einhvers konar samanburður sem er hægt að gera við hann, annað ekki, og hann komst í raun og veru ekki gegn með og það er kannski að því að, þú veist, við vorum að tala um við erum líka að tala um svona, þú veist, ólígarkíu einhverju leiti, það er mjög sterk öfl og mjög stór og kannski einhverju svona meiri segja svona hernaðar armar sem að tengjast svona öflum, að þá að við sjáum í þessu svona klerkaráði þar virðist vera mjög svona sterk hvað segja sín að bara halda hvað segja svona valda kerfinu eins og það er og það gerist í raun og veru líka þegar núverandi æðstileiðtogi er kosinn að þá var búið að velja annan sem að þótti of róttækur og þá er þessi sem er núna bara döbbaður upp í, þú veist, hann var ekki með í raun og veru rétta svona hann var ekki með hann var raun og veru ekki nógu lærður til þess að taka að sér þetta embætti en því ég bara breytti við nóttu að það sé bara nóga að þú veist að hann sé bara eins og þessi maður var vegna þess að hann ógnar ekki kerfinu þannig að bara þú veist strax hann 1989 þegar hann verður æðstileiðtogi þá sjáum við að kerfið passaði upp á sig frekar en að fá inn einhvern sem var raun og veru hæfur til embættisins sem að gæti ógnaði vegna þess að hann var þá á móti einhverjum svona fjöldaaftökum og eitthvað svoleiðis en þá er valinn svona jámaður í staðinn sem er ennþá í dag og ég held að sjá engar breytingar á því núna þegar núverandi æðsti leiðtogi fellur frá sem hann gerir svona óhjákvæmilega en það komin á mjög háan aldur en það var mitt kosið til þessa ráðs núna sem á að velja hennar næsta æðsta leiðtoga
þannig að við og það eru ólsegir íhaldsmenn í öllum settum. Já, það var niðurstaðan var svo sko, og það var algjörlega fyrir að passa upp á það að þetta fari ekkert út í einhvað sko, sem er kerfinu sko, ógnar kerfinu neitt sko. Það nefnir stundum svona hernaðararma sem er þá valdastofnanir. Hvernig virkar það? Ef þetta er ekki bara svona herinn, er þetta ýmsir herir eða? Já, það er bara einhver svona sjálfbálega hersveitir, einhver svona byltingarverðir og þessi svona basíts, svona götu, þetta er hvað maður kalla það sko, þetta er einhver svona götuher sko, eða þú veist, þetta er bara svona einhvers konar hreyfing, já, þú veist kannski, eða þú veist einhvers svona hreyfing sem að hefur svona höfða til ungra fátækra karlmanna, einhvern veginn sem hefur verið svona einna hörðust svona íhaldsömust og þú veist kannski þeir sem að ráðast á fólk fyrir að vera svona klætt á ákveðin hátt eitthvað svoleiðis sko. Hljómar eins og brúnstakarnir. Já, og bara tilheyra kannski ekki svona formlegum, lýðræðslegum öflum, heldur einmitt kannski heyra einhverju leiti undir æðstaleiðtogan, einhverju leiti er þetta undir einhverju svona hlutafélagi sem er ríkisins en samt ekki sko, þannig að við erum með það, já, og svona Er þetta eitthvað sögulegt í Íran eða er þetta eitthvað sem að verður til? Þetta verður bara til við byltinguna sko, þetta eru þær sem að voru aldrei listar upp og svo þegar það er stríðu í Íraka þá bjóða þeir sig fram að fara í fremstu víglínu og falla og verða miklar hetjur og draga til sín nýjar kynslóðir á ungum mönnum bara sem að hafa völd yfir öðru fólki og geta lamið að fyrir ekki að vera rétt klætt. Þetta er hryllingur. Þetta er það sko og þú veist og þetta er mjög meðvitað sko, íransk stjórnvöld að kera þessu en þú getur bara ennþá í dag farið og séð sko bara getur farið hvaða smábæ sem er og séð svona myndir af píslavottum úr stríðinu sko, Íraksstríðinu sem sko 80 til 88 eitthvað. Sem að tilheyra þessum hópum, sem að gefur þeim lögmæti og svona vald yfir þér. Já, bara ennþá verið svona að minna á þetta, bara hvað er búið að fórna miklu fyrir íslamska lýðveldið en hvað er búið að fórna miklu fyrir landið og bara í hvaða smábæ sem er einhver sem að lét lífið fyrir þetta stríð sko, fyrir að halda sko, Íran, bara eins og Íran er einhvern veginn og ennþá verið svolítið að keyra á þessu sko og rifja þetta upp bara í svona borgarmyndinni sko. En við erum að tala átök á milli Íran og Ísrael og til þess að skilja átök á milli þjóða þá verður maður einhvern veginn að reyna að skilja hvernig ríkin skilgreina öryggishagsmuni sína, til dæmis Rússland og Úkraína að þú verður að einhvern veginn að reyna að skilja það hvernig Rússar skilgreina öryggishagsmuni sína og svona tilvistarlega mál. Það hlýtur að skipta máli í þessu líka hvernig Íranir skilgreina ógnina gagnvart sér og hvernig þið geta varið það og af hverju þeir hafa stutt Hizbollah og fleiri Húta og fleiri og hvernig getur einhvern veginn dreifð upp einhverja mynd af því sko, hvernig þeir skilgreina sína stöðu í þessum heimsluta og hvað eru þeir að verjast og gagnvart hverjum og hvað eru einhvern veginn svona rauðstrik sem að þeir varu til í að fara í allsherjarstríð. Já, sko við erum alltaf að tala með þess að vorum að tala með náðan að þú veist að við erum með svona sem er búið að draga upp þessa mynd af einhvers konar öxulvöldum sko andspyrnunar sko sem að þeir hafa svolítið svona hallað sér inn í einhvern veginn og náða að vera með og svona tengst svona þessum svona náða skilgreina sér svolítið sem það sem er á móti Bandaríkjunum einhvern veginn. Þannig að það er og Bandaríkjunum þá munu þá ryðjast hingað inn annarkvort sjálfur eða senda einhverja leppstjórn yfir okkur sem munu tæta af okkur öllu sem okkur finnst mikilvægt við Íran. Já, ég meina þú veist það eru nærtæk bæla trúna okkar og siðin okkar og eðalegja þá. Já, bara þú veist þetta snýst svolítið þetta sko að halda upp einhver svona sjálfræði og bara þú veist farið eða þú veist keiri svolítið á þessari svona hvað segja, svona þessar íransku sögu sem er kannski frekar sterk og þetta íranska svona identitet einhvern veginn og þú veist, þú kannski bara bent á þú veist, katastrófan sem að kemur yfirleitt í farvatninu af svona amerískri hernaðar aðgerð við horfum bara á nágranna
Íran sem eru þá Írak og Afganistan sem dæmið sko, það sem að hérna já, við vitum bara að þú veist, það er bara búið að vera allt í rugli þar bara síðan aldamótin sko, út af einhverju svona sko, þannig að hérna þau kannski steinbla sig sem einhver svona ákveðin svona mótvægi við því sem að hendar þeim kannski ágætlega og svona þá eru alls konar hópar sem geta leita til þeirra líka, þú veist, þeir eru líka náttúrulega svona hugmyndafræðilega sem voru náttúrulega bara svona tala um að exportera byltingunni og eitthvað svoleiðis sko og svona styðja svona byltingar svona hugsjónir sem voru kannski svolítið í gangi að styðja svona aðra og íslamska byltingar íslamska byltingin sko styðja aðra svona undir okaða hópa eins og til dæmis í Líbanon sem að hérna verður þá þessar Hezbollah hreyfingu og svo kannski Hamas einmitt líka út frá því hvernig er farið með palestínumenn hana í þessum hernumdu svæðum sko. En hvaða rauðu línur þarf að fara yfir þú veist, þeir hafa náttúrulega verið svona þú veist, það er náttúrulega kannski bara landamærin sko sem að gilda og svona þeir hafa svona farið svona fínt í það að svara þessum svona árásum sem hafa verið gerðir á svona þessi hernaðarlegu stofnanir sem þeir hafa haft sko utanland, þú veist, í Írak og Sýrlandi og eitthvað svoleiðis sko það er eitthvað herstöðvar, nú var ráðist á það sendirað þannig 1. apríl sko eða ræðismannsskrifstofur eða hvað. Þeir eru skilgreint það sem alvarlegra að þá er það, já, vitna svo sem bara einhver svona hérna samþykkt í Sameinuðu þjóðanna að það sé það bara, þú veist, það telst það bara sem sko hluti landsins eða ræðist á svona híbýli sko þannig að hérna þannig að það er þá væntanlega sko línan sem er dregin að þú veist, þú fara ekki að ráðast inn í Íran einhvern veginn og þeir hafa þá vandað sig líka við að svara sko Íranir á svona tákgrænan hátt að einhverju leyti, þar að segja verið að eins og bara þessi árás í Ísrael sem að var kannski tákgræn frekar en eitthvað annað þessum að þeir eru búin að tilkynna að hún eigi eftir að eiga sér stað hún vakti svona augljóslega mikla hræðslu í Ísrael og er svolítið svona ógnvekjandi en þú veist frekar skýrt og örugt að það myndi ekki svona hafa neitt skaða sem slíkan sko. Það er ekki vera óbreytti borgarar sem að myndu falla? Nýja hermenn sko, eða þú veist að það var svona nógu mikið svona, nógu mikið fyrirvari á þessum árásum. Gátt allir fært sig. Það var þetta að stöðva þetta og þú veist og menn voru náttúrulega bara, þú veist, einmitt bara tilbúinu með flugvélar til að skjóta þetta niður og allt þetta sko. Þannig að já, en þeir eru þar kannski kemur í svona farvatnin af því draga er kannski upp þessa línu sko sem er bara, þetta var yfir strikið vegna þess að þetta var á skilgrænt íranskt yfirráðsvæði sem er þá þessu sendiráð og ef það er ráðist inn á okkar landsvæði að þá munum við bregðast harkalega við en þeir hafa kannski líka einmitt vandað sig við að gefa ekki ástæðu til þess að þessi ráðist inn á kannski þeirra landsvæði með því að svona hafa þessar árásir á einhvern svona tákgrænan hátt og reyna að halda þessu einmitt bara í Írak eða Sýrlandi eða einhvers þar annars þar sko sem hafa svo sem verið að ráðast á bandarískar herstöðvar eða svona til þess að svara fyrir svona aðra hluti sko. Þeir eru ekki að sækjast eftir stríði? Það held ég ekki, nei. Ég held að það væri líka algjör katastrófa fyrir Íran í raun að taka þátt í svoleiðis sko og þeir eruðu svona einangraðir einhverju leiti og meina Rússar getur komið til aðstoðar einhverju leiti sko en þeir eru kannski líka uppteknir annar staðar sko og það yrði náttúrulega svona ekki vinsælt í Íran heldur sko hvort þeir myndu ákvaða að þetta væri svona eitthvað svona síðasta skot í byssunni fyrir íslamska lýðveldið er náttúrulega kannski erfitt að segja. Það munir náttúrulega verja sig ef Ísrael eða Bandaríkjamenn gera árás. Já, en maður hefur kannski áhyggjur af því að þú veist að við erum að tala kannski svona stjórnvöld í Íran sem eru líka svona ótrygg að einhverju leyti. Ég menna þú veist þetta er svona lýðræði sem við vorum að tala um það sem er í raun og veru ekki til lengur og þú veist fólk er búið að gefast upp á einhvern veginn að þú veist við þurfum að fara að velja nýjan aðstæðleiðtoga íslamska lýðveldið er í ákveðinni tilvistakreppu hvað er næsta skref, þú veist, hvað gerist næst fólk er í hrönnum búið að gefast upp á þessu
landsmenn og hvort að sko valdhafa lítið á það sem svo sko að stríð sé einhver svona góður kostur til þess að tryggja sér í sessi er kannski helsta áhyggjuefnið í þessu, því annars sæmar kannski ekki að mega nætt sérstaklega mikið sens fyrir Írana að fara í þetta stríð sko. Segðu mér eitt, því að þú varst að tala viðbrögð, gagnrýni í Írana á viðbrögð Sameinuðu þjóðanna. Maður sá það, vakti svolítið svona athygli eftir þessa árás Írana á Ísrael með löngu fyrirvara. Sko fréttaflutningurinn af því var þarna eins og það væri einhver straumhvörf en það var ekki, fréttaflutningur var ekki þannig að þetta væri svar við ykkur eðavarindar, þess var getið en hins vegar voru árásendur og sendiráði voru svona fjórða frétt frá því, svona eins og bara eðlilegu hlut, en þarna núna voru allir bara hernaðar fræðingar landsins sem var náttúrulega ræstir fram, allir bara allir NATO-mennir og þú reyndar í einu fréttatíma fyrst að segja eitthvað pínlítið. Þetta náttúrulega svolítið svona, þetta undanlega skekkja, af því að ég veit að þú hefði ekki bara vænt Írani og ég hef talað um Íran áður og þú bara elskar land og þjóð eins og sattir og þú elskir ekki stjórnvöldin. Það er eitthvað skrítið við þetta sjónarhorn okkar, af því að það eins og einhver myndi segja, þetta meika bara eitthvað sens. Nei, það er alveg satt sko, þú veist og það er náttúrulega bara mjög stutt síðan að við vorum líka með, veit ég hvort við getum kallað eitthvað svona sambarlegt dæmi þegar Ísrael náttúrulega ræðst inn á Gazaströndina að þá mátti enginn svona nefna það án þess að hann þyrfti líka að sverja af sér sko árás Hamas af Það verður að bölva Hamas sem áður máttir gagnrýna Netanyahu. Og þarna erum við að sjá kannski sambarlegt að því leiti að við sjáum árás frá Ísraelum á Íran og Íran svarar því og þá er allir fókusinn á þessa íransku árás og það er verið að fordæma það alveg hægri vinstri án þess að þessi endilega nefnt að það þurfi viltu ekki kannski byrja á að fordæma árás Ísraela á Írani? Ég held að meiri þess að íslenskt samfélag ef við segjum að svona meginströmsmiðlarnir séu merkið þess eigi erfiðleikum með að ræða sko árás Hamas 7. október sem ansvar. Svo við mátt það ekki. Þetta verður að vera hafið bara sprottið upp úr engu, alveg eins og var alltaf sagt með innrás Rússa í Úkraínu, það þurfti alltaf að segja að hún væri sko fyrirvaralaus eða hún væri sjálfstæð. Það mátti ekki vísa að hún væri viðbragð við einu eða einu. Þannig að þetta er svona gegnumgangandi sem eru eiginlega sjónarmið sem að koma bara frá Pentagon býst við, sem eru það hver má gera árás á hvern. Já, það er svo sem kannski líka bara svona stór hugmyndafræðilegur pakki líka sem er bara hvernig virðum við mannslíf stundum sko og svona hvernig við röngum það einhvern veginn eftir löndum og nálægð og allt svoleiðis sko og það verðist ekki snert okkur jafn mikið til dæmis þegar það er stríð í Miðausturlöndum eða Afríku eða þegar við erum í Evrópu sko. Það er verið að drepa palestínumenn bara að meðan við töluðum sko, það var margir dáið og það er verið að svelta börn til dauða. Já, það er ekki 70 börn á dag sem að eru og þetta er bara í gangi. Algjörlega. Það eru íslensk stjórnvöld fordæmdu árás Íran en ég heldur það hafi ekki ennþá fordæmt sko Ísraelsmenn. Nei, algjörlega sko. Þetta er bara svo sérstætt sko. Þetta er það vissulega sko. Með þennan kassa einhvers staðar, maður veit ekki sko í hvað hillum maður á að setja þetta sko. Þetta er svo klikkað sko. Já, þetta er undarlegt að svona upplifa einhvern veginn sko og að þurfa að útskýra líka einhvern veginn sko, bara þú veist, þetta er einmitt ansvar við þessu og ég veit ekki hvað maður á að segja þetta eins og sko en þetta er mjög merkilegt og kannski sorglegt bara. Það er þeirra stríðir náttúrulega þannig þó við eðli að því að stigmagnast og breiðast út og við veitum ekki hvað verður þarna. En það er ennþá það er meiri líkur á ófriði eins og heimsluta. Heldur hefur verið þú veist náttúrulega var ófriður hann sem kom með loftárásun og Líbíu sem er nú aðeins kannski frá en síðan náttúrulega innrásinn í Írak og stríðinu í Sýrlandi en samt er einhvern veginn þannig að ástandi núna er einhvern veginn
Eldfimara, já, algjörlega. Já, þetta verður vera ansi eldfimt og einmitt svona landfaran að dragast þannig inn og kannski, þú veist, tengist þetta einhverjum hluta þessu sem við vorum að ræða líka, sko, sem að er þessi kannski svona upplifun af því að einmitt að svona mannslífi í Miðausturlöndum sé ekki með þetta jafnhátt og kannski í Evrópu eða Bandaríkjunum eða eitthvað svoleiðis, sko, og kannski svona ákveðin hvað að segja meiri reiði, kannski gagnvart þú veist, Bandaríkjunum og bandamönnum þeirra eftir það sem á undan hefur gengið einhvern veginn og kannski að þó okkur finnist auðvelt í fjölmiðlum að svona að bara pæla ekkert endilega í loftárásum á Líbíu eða pæla ekkert endilega í stríðinu í Sýrlandi eða eitthvað svoleiðis, auðvelt fyrir okkur að gleyma þessu eða þú veist, hvað þurfum við að pæla í þessu einhvern veginn, eða Jemen, sko en að það ekki, gildir náttúrulega ekki það saman alla og alls ekki það sem að upplifa þetta, sko og svona, þú veist, það sem að kannski Íranir standa svolítið fyrir er svona ávara eitthvað mótsvar gagnvart svona þessu, sko En það er ekki þannig að Íran sé endilega vinsælt í Jórdaníu eða Egyptalandi Nei. Það er það ekki og allra síst meðal sko stjórnvalda Já. Hvernig heldur að staðan sé sko meðal almennings að ef þessi átök magnast og þá nú talað það að Jórdanir og fleiri hefðu leyft þessu við skjóta niður drónana á leiðinni til Ísrael sem að kannski er bara hluti af bara þeirra varnartaktík að skjóta niður dróna sem eru í þeirra loftilgi en kannski svona afstaða ég meina þeir hefðu geta snúið blinda augana að þessu Já svona innegn í Íran hjá nágrannlöndunum hvað ef að Bandaríkin og Ísrael fara að þrengja mjög að Íran það er engin sem að mun rétt upp hend og vilja hjálpa Nei, það held ég ekki af þessum nágranna löndum, sko ég held að það sé enginn sem var einhver svona augljós bandamaður Írana þar, sko þannig að og við erum að sjá líka bara helstu bandamenn Írana eru náttúrulega einhverjum uppreisnarhópar, sko eða, þetta er ekki ríki eða lönd, sko, sem að það er ekki ríkistjórnir sem eru vinnir þarna Írana í raun, sko þannig að já það verið frekar rússar í raun, sko, sem að myndu þá einhvern veginn þá líklega bara bak við tjöldin svona meira styðja Írani frekar en að fara samt einhverja hermenn eða eitthvað svoleiðis myndi ég halda, sko en já, ég tel ekki líklegt að öllum nágrannlöndunum eru ríkisstjórnir og kannski meira meirihluti landsmanna sem vill síst af öllu vekja upp einhverja íslamska byltingu Já, og náttúrulega vilja kannski forðast einangrana inn í Íran stríðsátök líka svona í lengstu lög, sko og ekki dragast inn í það Já Herðu Kjartan Orri, takk fyrir að koma hingað alltaf gaman að tala við Íran Sömuleiðis Takk Herðu, ég ætla að þakka Kjartani fyrir komuna og öllum gestunum og ykkur sem eru að hlusta og búið til þennan galdur sem að samstöðin er Ég vil benda ykkur á að þið verum alltaf að tala svolítið lýðræði að þið geti verið virkir áhorfendur og áheyrendur með því að benda vinum og vandamönnum á efni á samstöðunni sem ykkur líkar því að þannig byggist upp dreifikerfi samstöðunar við höfum enga peninga til þess að auglýsa eða kynna okkur með peningaaflinu en við höfum samtakamáttinn og ef þið takið þátt í þessu með okkur að þá stækka samstöðin bara ef þið segið í næstu fermingaveislu frá ykkur efni sem ykkur finnst áhugavert. Þið getið sagt frá því að við erum á Facebook og við erum á YouTube og við erum í öllum hlaðarsveitum. Við erum í útvarpinu á Stórhöfuðborgarsvæðinu, það er á 89,1 á FM og svo má líka sækja þær útvarpsendingar á spilaran, spilari.is á netinu og spilarin líka app sem má hlaðanur í síman og hlusta á samstöðun og allar íslenskar útvarpsstöðvar, hvað sem er í heiminum, það sem er net. Við erum komið í sjónvarpið til þeirra sem að fá sjónvarpið sitt frá símanum, þar erum við númer 5 á fjastýringunni, 24 tímar á sólarring, 7 daga vikunar, allan á hring, samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðarinnar sem að þið getið bara kveikt á þegar þið viljið meira þess að þeir eru andvakað miðanótt þá eru við hér að ræða samfélagið því sem að viljið taka þátt í að byggja upp samstöðuna sem að er svona kraftaverk í mótun getur við sagt
það getið gerst áskrifundur. Þið farið þá inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Þið getið skráð okkur fyrir 2.500 krónum sem er grunnáskriftin, þið megi borga meira þið viljið og því sem að kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Okkar draumur er það að samstöðun verði öflugur miðill sem er í eigu áhorfenda, áheyrenda og hlustenda. Og það hefur gengið ágætlega hingað til, en við viljum gera meira og ef að þú ert búin að vera að hugsa lengi að gerast áskrifandi, endilega láttu verða að því það hjálpar okkur til þess að móta stefnuna. Allt sem við sjáum hér og heyrið er í boði áskrifenda og við þökkum kærlega fyrir. Þetta eru lokin á rauðaborðinu í kvöld. Ég verð hér næst í eftirmiddaginn á morgun klukkan 4. Þá er vikuskammtur, þá fæ ég hingað góðan hópa fólki og fer yfir fréttir vikunar sem voru aldeilis líflegar í þessa viku. En ég segi góða nótt í bili. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.